Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi. Það margt framundan hérna. Ég í lokin þá kemur hann Björn Thorlags og tekur 2 viðtöl. Hann ætlar að tala við hann Níels Tíbut Gerert sem að er fólki að góðu kunnur. Hann er þekkt andlit. Þið sjáum hann eftir. Þeir það tala leiklist í grunnskólanum. Níels vill að það sé meira kennt að leiklist. Þjálfi krakkana, gerir þá sterkari til þess að ganga út í síbreytilegan heim. Þau spjallum þetta Björn og Níels. Björn ætlar líka að hringja í sína heimasveit, hann er úr Mývatnssveitinni og þar ætlar hann að spjalla við Sigurð Erlingsson. Þar er bara vetur, það heitir það. Það er snjór yfir öllu og fuglarnir er búin að verpa og bara horfir ekki vel. Þetta ræða saman Mývetningarnir þetta undarlega ástand sem þarna er. Hann Hilmar Þór Hilmarsson kom hérna í gær og við vorum að ræða svona öryggisstefnu Íslands og við ætlum að halda áfram í kvöld að við trúum því að þetta sé eitt mikilvægasta mál sem við ættum að vera að ræða um. Það skiptir máli hvernig Ísland skilgreinir sig í síbreytilegum heimi og síháskalegri heimi og það er kannski ekki gefið að utanríkisstefna Íslands eigi að vera mótuð í Pentagon eða öryggisstefna Íslands vera mótuð af ríkjunum í Austur-Evrópu. Mikilvægt að við finnum einhverja leið til þess að ræða þessi mál. Tilefnið í kvöld er það að Diljá Mist sem er formaður utanríkismálanefndar var í bítinu á Bylgjunni í morgun þar sem að hún eiginlega talaði gegn erindi nýkjörins forseta Höllu Tómasdóttur sem að vildi stefna að friði í Úkraínu og var alfarið á móti því að Íslendingar væru að senda vopn þangað. Þannig að það er varla búið að kjósa forseta þegar það er komið gjá á milli þings og forsetans. Sjáum til hvernig okkur Hilmari gengur að greina þetta ástand. Við erum hérna í Bolholti 6 samstöðin. Hérna er alls konar félagasamtök til húsa á sama stað. Líflegt hús, við köllum þetta Alþýðuhúsið, Vorstenna. Hér er líka gluggagallerí, köllum það gluggagallerí í Stétt. Hún Steinunn Gunnlaugsdóttir opnar sýningu hérna morgun. Hún ætlar að skjótast aðeins frá uppsetningunni hingað inn í stúdíu og segja mér aðeins, ég veit ekki hvort að segja mér mikið frá sýningunni, en við ætlum aðeins að ræða gluggagallerí í Stétt. Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur var með erindi í háskólanum daginn rannsóknir sínar á ungum innflytjendum hérna. Hún er svolítið að meta það hvort að það sé þannig að innflytjendur séu frekar á jaðri samfélagsins og ef þeir eru á jaðri samfélagsins það séu líklegri til þess að tengjast afbrotum meðal annars. Ég ætla að spjalla aðeins við hana þetta, hvernig ástand er hérna á Íslandi. Kannski er það líka hvernig það er í öðru löndum, hvort það sé öðruvísi hér en þar. Þetta er umræðuefni sem sífellt verið að tala eins og að það sé samhengi á milli fjölgunar innflytjenda og fjölgunar glæpa. Mig grunar nú að Margrét sé að segja okkur að svo sé ekki og það er mikilvægt að umræðan í samfélaginu byggi á staðreyndum en ekki svona hugarburði. Talandi það sem er svona tilfinning sem að fólk hefur fyrir breytingum á samfélaginu að þá er það þannig að margir höfðu það á tilfinningunni og svona skynjuðu það með einhverjum hætti að fjölmiðlarnir væru svona hallir undir ákveðin frambjóðandi forsetakosningunum og síður aðra að forsetaframbjóðandi fengjur svona mismunandi treatment eins og kallað er. Sverrir Björnsson sem er hönnuður og starfaði lengi í auglýsingabransanum þekki fjölmiðla, kannski ekki frá ritstjórnarhliðinni en hefur fylgst með fjölmiðlum lengi. Hann skrifaði grein á Vísi og ég ætla að fá hann hingað og spjallaði hann aðeins þetta sem að ég heyri að fólk er svolítið mikið að velta fyrir sér að var það þannig að svona auðvaldið stóð með einu frambjóðanda og menningarelitan stóð með sama frambjóðanda og var það virkilega þannig að fjölmiðlarnir stóðu líka með þessum frambjóðanda. Sjáum til hvað kemur út úr spjalli mínu við hans Sverri hér og eftir. En þetta er dagskrá kvöldsins hérna handan við örstuttan auglýsingatíma. Við erum ekki með langa auglýsingatíma hérna á samstöðinni enda er samstöðin rekin fyrst og fremst fyrir áskriftarfé. Þetta er samvinnuverkefni okkar sem að sitjum hérna og fáum hingað gesti, fólki sem er að taka upp þættin okkar og senda það út og ykkar sem eru að hlusta og þetta er drifið áfram af þeim ykkar sem að leggja lítið fé til samstöðuna. Kostar 2.500 krónur að vera áskrifandi hérna. Mér er sagt að það sé lágt verð með að við áskrift á öðrum miðlum
og þið getið slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þar getið þið skráð ykkur, þið megið skráð ykkur fyrir meiraði viljið og þeir sem kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og Alþýðufélagið er einmitt hérna líka til húsa í Bólholti 6 í Alþýðuhúsinu og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda og áheyrenda og allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir leið og við hvetjum aðra til að slást í hópinn því að saman getum við gert samstöðuna miklu öflugri og miklu glæsilegri en er í dag. En þetta er gott í bili, örlítil skilaboð og síðan ætlum við að tala fjölmiðla hér eftir örskamma stund. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að ræða forsetakosningarnar sem voru síðustu helgi. Það hefur verið svona eftirhriftur af umræðunni með alls konar hætti á samfélagsmiðlum og í umræðuþáttum. Eitt er svona vangaveltur hvernig fjölmiðlarnir stóðu sig. Og Sverrir Björnsson, hönnuður, með langa reynslu af auglýsingamarkaði og þar með fjölmiðlum. Þú skrifaði grein á Vísi og varst ekkert ánægður með fjölmiðlana? Nei, það er rétt. Mér fannst þurfa að setja þetta inn í umræðuna. Já. Hvernig svona stóru fjölmiðlarnir, það er að segja Ríkisútvarpið, Vísir Stöð 2, Morgunblaðið, MBL, beittu sér í baráttunni fyrir eitt frambjóðanda og það var áberandi, fannst mér og þó ég hafi nú ekki gert Hvernig áberandi vegna þess að stundu þegar er að vera að ræða þetta, að þá er þetta svona tilfinning sem að maður fær, af því að það getur skipt máli að segja að það sé verið að kynna könnun þar sem að Katrín er efst, þá var kynnt Katrín var efst í maskínu, en ef að Katrín er ekki efst, þá er sagt að ekki er greinanlegu munur, tölfræðilegu munur á milli tveggja efstu. Það var svona smá tónbreytingar sem að voru þarna, sem er stundum erfitt að maður þyrfti eiginlega að fara í rannsókn og greina þetta. Já, ég var einmitt að hvetja til þessi greinina, þetta er nú bara að skoða það. Þetta var nú kallað kremlarlókja hérna í gamla daga. Það er að vera að stúdera svona hvernig fjölmiðlar hegða sér og þetta er alveg rétt hjá þær, þetta er fíngjert en tilfinning mín í gegnum þessa kosningabaráttu var afgerandi og fjölmargra annara sem ég hitti og ég tiltekki greininni ákveðin svona dæmi þar sem að er svona detta yfirstrikið Já, nefndu þau? Já, til dæmis þegar að Heimir á Stöð 2 og Heimir er að stýra þar umræðuþætti og svo eru viðtöl við fólk á götunni í miðjum þættinum og allir svara hlutlaust nema síðasti viðmælandinn, hann fer með einhverja bestu kosningaræðu fyrir Katrínu Jakobsdóttur sem kom fram í kosningabaráttunni. Og Jón Gnarr gerir strax athugasemd við þetta og kallar þetta nú dónaskap við aðra frambjóðendur. Og þá kemur þessi afsökun við báðum viðmælendur að segja ekki hvernig þeir ætlaðu að kjósa. En þetta er þáttur sem er búið að klippa alveg hreint til, eins og við þekkjum. Og stilla upp, Þetta var nú svona kannski auglýsustadæmi, svo nefndi ég hérna líka viðtal hérna. En má ég staldra þetta? Þetta getur gerst með því að það sé bara vilji, að við verðum að ýta þess undir Katrínu. En þetta getur líka gerst með því að það sem er svona, við getum kallað það valdið eða þeir sem að fara eru með svona ekstra stóra stöðu, ég ætla bara að skipta núna allt innu yfir í fótboltan.
Það hefur alltaf verið til þess gagnrýni á dómara í ensku deildinni að þeir dæmi frekar víti á andstæðing Manchester United en öfugt. Og þetta gerir stundum í fjölmiðlum líka að eins og Katrín sem hefur svona miklu hærri sess heldur en allir aðrir, að þetta látið slæta að þessi viðmælandi tali svona Katrínu, en hefði aldrei verið gert ef hún talað svona Höllu Hrund eða Arnar Þór eða Stein Ólínu eða eitthvað, þá er þetta bara þótt algjörlega óheftir birtingar, en af því að Katrín í svona virðingarliðinu, okkar liði, hluti okkur í elitunni, að þá er þetta látið fara inn gegn hugsanalaust. Já, ég held að það sé rétt hjá þér að það er ekki sama Jón og séra Jón, sko. Nei, það er ekki. Það sé sitt hvort. En þarna einhvern veginn, sko, þetta er sérstu kosningabrota vegna þess að valdið í landinu tekur eitt afgerandi afstöðu með einum frambjóðanda. Sjáum það að, sko, og þá erum við að tala pólitíska valdið og viðskiptavaldið í raun og veru. Menningar í lituna. Já, og einhver stór hluti hennar líka, sko. Og þá er þetta sárt að sá fjórðavaldi gera það líka, sem á nú að vera svona á raun og veru að vera málsvari lýðræðis og fólksins í landinu. Þannig að það fór svona í taugarnar á mér, þess vegna vildi ég nú setja niður svona að þetta hefði gerst. Og þó að það líka ekki vísindalega rannsókn á baki, þá var þetta gegnum gangandi voru sko fyrirsagnir og myndbirtingar með þeim hætti að það var stöðugt dregið úr því þegar Katrínu gekk illa. En blásuðu upp þegar henni gekk vel, þá voru heimsstyrjaldar fyrirsagnir og þannig að sko... Ég tók eftir einu þarna undir lokin þegar voru að koma kannanir sem voru ekki góðar fyrir Katrínu, bæði Maskína og Prósent líklega á 50-deginum, þá datt inn ein könnun frá félagsvísindastofnun sem að náði yfir miklu lengra tímabil og sagði raunverulega stöðuna eins og hún var kannski fyrir helgina þar á undan. Hún hékk sem aðalfrétt inn á RÚV allan föstudaginn og fram á kjördag. Sem að allir sem að eitthvað einsýn hafa í skoðanakannanir hefðu getað sagt þessi könnun er eiginlega löngu úreld. Já, þetta var alveg sláandi dæmi, sko. Ég skil nú ekkert í félagsvísindastofnun að setja einn könnun með sko 8 daga gömlum gögnum í svona dýnamískum slag, sko. Og svo má kannski við styrum að tala kannanirnar. Hvað var það síðustu könnun Maskínu? Hefðu verið birt ef Katrín hefur í fórustu. Þessar kannanir eru gerðar fyrir fréttastofu Stöðvar 2 og hún hafi ekki verið tilbúin til birtingar, þá var nú Maskína ekki að standa sig. Var hún gerð fyrir fréttastofu Stöðvar 2? Eða var þetta Maskína sjálf að mæla? Já, skýringin er svo að þau hafa gert þetta ganni sínu, heyrði ég í einhverju viðtali að þau hafa gert þetta ganni sínu, en ég held nú ekki... Ég er svo bernskur að ég trúði því bara. Já, en sko mér finnst það ótrúlegt að þeir eru nú að gera kannanir fyrir Stöð 2 í gegnum allt. Og allt í einu kemur einn sem er gerða kannanir fyrir fleiri, sko. Ég trúði þessu að þetta væri bara þeir að reyna að læra, vegna þess að það var augljóst í könnuninni sem það byrstu síðast að þessi sveifla var í gangi og sumuleyti var þetta ekkert merkilegt því að ég var búin að vera að tala um þetta í nokkra vikur hérna, sko. Að þetta væri líklegt að niðurstöðuna myndi gerast. Nei, ég er ekkert að fullyra að þetta hafi verið með þessum hætti. En þetta kemur einkennilega út. Ég verið sko svo ekki sem meira sagt. Að þessi gjör könnun líklega fyrir fréttastofu. Veit að þú ekki alveg. Það má vel verið að það sé rétt hjá þeirra þegar þeir verið að gera þess að pröfa tækin sín. Hversu nálættir kæmust. Það var eitt status sem ég sá frá Stefáni Jónssoni í leikstjóra. Þess að mann tók loka ávarpið í síðustu kappræðunum á RÚV, þar sem annars vegar Katrín Jakobsdóttir sem vill svo til að lendir að sem er mynd á bakviðana sem er í svona heiðríkju bláum lit sem að var hluti af þessu lúkki sem var í settinu. En þú manst þetta í settinu, það er svona eins og rimlapúlt og svo eru svona rimlar á bakvið, svona kannski til að dreifa hljóði eða ég veit ekki hvað þetta er svona frekar svona grimt lúkk, en það var á bakvið Höllu Tómasar, það var eins og hún væri ávarpa út úr Guantanamo á meðan að sko Katrín væri eitthvað starf upp á íslenskri heiði að tala út í vorið. Já. Það er mikið af, sko, svo var náttúrulega slísi eftir útsendingu þar sem að, sko, bæði, eða eista sætið, þar sem Halla Tómasdóttir er og að
það eins og kamerunni, sko, það verið gefin upp vitlaus kamera. Þannig að í lokaávarpinu þá nær hún ekki að horfa í augun á þjóðinni, sko. Ástólendur í þessu líka, hann stendur þarna líka. Og svo eru hoggið í lokin á henni sem að þegar maður hlustar á ávarpið þá eiginlega augljóst að hún að klára. Þannig hún eiginlega búin þegar að fréttamenninir segja, sko, heyrðu, við erum að stoppa þetta, þú er búin að tala lengi, en hún eiginlega búin, sko. Já, en þetta náttúrulega, sko, þarna akkurat að tala kannski þessa tilfinningu og í umræðu stjórnun í þáttunum, þá sko, hverjir tala lengst, hverjir fá auðveldustu spurninguna fyrst, hverjir eru stoppaðir af, þeir eru kannski að koma mikilvægan hlutum af. Sem hefur verið bent á að Halla Hrund hafi fengið svona frekar slæma útrið, að það hefur alltaf verið að gjamma fram með hana. Mjög mikið, því hún er frekar svona rólegur, sko, ekki mjög kraftmikill ræðumaður, sko. Já, mér fannst það áberandi, sérstaklega þegar hún var í forystu. Þá var tölvöld mikið gert það. En svo líka bara myndstjórn. Eins og hvernig er verið að sýna myndir af þeir sem ekki að tala. Og það myndir þeir lukka vel eða þeir eru að bóra í nefið. Sko, þetta náttúrulega hægt að fara endalaust inn í þetta svona. Ég sá nú stundum myndir af Katrínu þar sem kom ekki vel þegar hinni voru að tala. Já. Þá fannst mér að koma með svona vandlætingasvipi og mér finnst það ekki koma vel út fyrir hana. Já, mér fannst hún nú keyra í gegnum baráttuna svona með bros og svona takast bara vel upp. Mér fannst henni takast vel upp að vera sem sagt mildari heldur en pólitíkusinn sem kannski allir þreyttir á, sko. Mér fannst það nú takast vel hjá henni. En gagnrýni þín er að þú tilgreinir nokkur atriði og vísar í það að þau séu miklu fleiri. Og þá er ekki hugmyndið svo að við tækjum, sko, hvert atriði fyrir sig. Þá auðvitað getur þetta verið tilviljun bara. Þetta var óvart og þetta var bara úps og eitthvað svona. En ef það er þannig að, sko, hér eru svoleiðis atvik sem er bara hrúga sem að koma vel út fyrir Katrínu, en atriðin sem kom illa út fyrir það eru eiginlega og lítil sandgóðshrúga, að þá getum við sagt að það er eitthvað svona kerfisbundið verið að ýta undir þann frambjóðanda sem hefur staðstan sess í samfélaginu. Og það getur verið birtingamynd þess að fjölmiðlarnir eru bara svona veikir. Já, það séu í raun og veru hlutdrægir og hallir undir, sko, þegar valdið gefur út, þetta er okkar frambjóðandi, það getur verið hlutaði, sko. Og þá á það við og þau nefnir svona hrúgu, þá birti Hallgrímur Helgason, hann birti hrúgu af fyrirsögnum af MBL sem að varu allar neikvæðar Höllu Hrund, allar. Það var komið þar svona bara lítið hrúga sem hann tók bara eitthvað saman á nokkrum dögum, sko. Ég gerði nú enga úttekt á þessu þannig, skilur. En þetta náttúrulega þetta er athyglisvert rannsóknarefni, held ég, því þetta getur líka gefið okkur vísbendingar hvernig eru fjölmiðlar í öðrum málum. Öðrum fréttaflutningi. Já, er ekki alltaf verið að segja okkur umverulega frá sjónarhóli valdsins en ekki frá almenningi og að kannski, við getum kallað lýðræðisbylting fjölmiðlana sem átti sér stað kannski á 7. áratugnum þegar svona fjölmiðlar, til dæmis BBC og svona stærri miðlar fóru að endurskilgreina hlutir sitt að það er nú frásögninu BBC er eitthvað svona þegar BBC var stofnað ríkisfjölmiðl hvert átti sjónarhornið að vera, já þetta sjónarhorn stjórnvalda sem að almenningur kýs, þannig að þetta er ríkisfjölmiðl og það er lýðræðisleg niðurstað almennings sem er stjórnarstefnan, síðan í 68 byltingunni að þá verður svona öðruvísi hugmyndur hvernig lýðræðið samsett í samfélaginu. Nei, við getum ekki verið útvarpa bara stefnu ríkisvaldsins, því það er ekki alltaf í hagsmuni almennings, að ríkisvald er að reka alls konar hagsmuni. Við verðum að vera með almenningi og standa með almenningi og vera með sjónarhornið á samfélagi frá almenningi. Svo þróum menn þetta svo almenningi skattgreiðendum og neytendum og alls konar svona með. En það er hægt að halda því fram að þetta tímabil sé lokið í blaðamennskunni. Að við séum aftur komin inn á það, annars eru fjölmiðlar að reka einhverja sérhagsmuni eða jafnvel einhverja hugmyndastefnu og svo kannski ríkisfjölmiðlarnir eru orðnir meira ríkisstjórnar útvarpið og það á bæði við BBC, tilhneigingin sem hefur verið þar. Það var rosalegt að fylgjast með hvernig BBC tók á frambóði Corbyn 2017 til dæmis. Það var bara rosalegt að fylgjast með því. Það var að tala við hann eins og ríkisútvarpi gerir oft við þá sem að koma svona utan að jaðrinum eins og einhverja boðflennur í einhverju partíi sem að þeim var ekkert boðið í
Og þetta á sannarlega líka við ríkisstjórnarsjónvarpið hérna heima. Já. Og það helviti skýtt að þjóðin fá ekki að kjósa í þetta embætti sem nú svona eina beina sem hún fara að kjósa í. Á þess að sko fjórða valdi sem á svona allavega á tillitugum á að vera svona fulltrúi fólksins og veita stjórnvaldum aðhald, þannig beinir hlutverk fjölmiðla. Svona samkvæmt skilgreiningu að þeir eigi að veita og upplýsa almenning. Að því sé síðan beitt í svona kostningu sko, en auðvitað spilar kannski líka inn í hérna held ég í þessu framboði og það er bara samfélagssmæðin. Við erum að tala að fréttamenn sem eru búin að vera þingfréttamenn og á ferðalögum með ráðherrar með Katrínu í þessu tilfelli áratugum saman og það er bara hreinlega vinskapur sko. Ég held að Baldur og Katrín hafi nefnt það, eða Baldur nefndi það að þau hefur talað að þau voru að hittast í 1000. skipti. Já, þessir leiðandi fréttastjórar og fréttamenn á fjölmiðlunum, þeir eru ábyggilega búin að ferðast og vera í tengslum við Katrínu sko, í mörg þúsund sinnum sko. Þannig að það myndast ákveðin svona nálægð, þekking á persónunni, það spilir inn í þetta að einhverju leyti líka sko. Það munur á því að eiga í samskiptum við fólk og bara eðlilegum samskiptum í gegnum starfið eða eitthvað sem þú skilgreinir sem sko vinatengsl. Það er hluti af, til dæmis það að vera blaðamaður í umgengni við valdsfólk er að maður verður bara að neita sér það. Maður heldur svona temmilegri fjarlægð. Já, þú þekkir það. Ég er kannski bara þannig gerður að ég þoli það að vera svona temmilega leiðilegur sko í samskiptum. En ég meina, ég hef alltaf litið á það sem sko, þú verður ekki góður blaðamaður á því að vera að flaðra upp valdsfólk. Nei, það finnst manni svolítið sko gerast líka bara í pólitískum umræðum hérna. Og kannski bara til þess að vitni í það sko, systir mín býr nú í Danmörku og fleira fólk sem ég þekki þar og fylgist vel með í íslenskum fjölmiðlum og stjórnmálum sko. Þeim finnst mjög mikill munur á þessu. Sko svona að það finnist svo vel þessi tengsl og ákveði mýkt í öllum spurningum, lélega eftirfylgni, skilurðu, jafnvel lélegur undirbúningur og einnig bara samfélagsumræða sé svo takmörkuð hér við að við í Danmörku sko. Bara svo ég vitni svona í tilfinningu sem að það fólk hefur í sambandi við fjölmiðlun á Íslandi sko. Þannig að ég held að þetta og deig. Hún sé deig akkurat og ekki mjög sko, og kannski sjáum við að beittistu blaðamennir þeir eru ekkert langlífir inn á til dæmis sko ríkisfjölmiðlunum og kannski þessi mýgri svona verða eftir svona, það er kannski dæmi þetta fyrir nokkrum árum var fullt af beittum blaðamennum þar inni til dæmi sko, kannski er það eitt dæmið þetta sko. En maður hefur áhyggjur af þessu, af því að þetta er svona mikilvægt í samfélagi, við höfum miðla. Ég meina Morgunblaðið er náttúrulega hagsmunabaráttu afl, ákveðna valdhafa í samfélaginu og kemur ekkert á óvart að það beiti sér og það beiti sér alltaf og það vitað allir, svolítið kannski eins og breska pressan gerir fyrir kosningar þegar hún bara velur sér frambjóðanda og svo bara kyrt á hann og allt og þá gengur út frá því sem vísu. Og þannig virka þetta núna að Moggin hafi valið Katrínu. Svo skipst hann skoðun, tókst eftir því? Já, það ég tók ekki alveg eftir því að það átti að hafa gerst 2 dögum fyrir kosningar að allt í einu fekk Katla Tómasdóttir svona forsetatrít, myndirnar eru betri, allt í einu var og stærri, allt í einu var að fara að birta forsetaportréttið af henni hérna í gylta og bláa kjólnum, stórt sko, fyrirsækjumnar fekk hún líka. Og mér fannst eins og myndirnar að Katrínu versnuður leið sko. Þetta er nú kremnológi eins og ég segi sko og tilfinning sko. Þetta var í gamla daga, ég man eftir að myndin sem var að Geir Hallgrímssyni, formanni Sjálfstæðisflokksins sem var birt í Þjóðviljanum, var alltaf sérlega slæm. Uppáhaldsmyndið þeirra var tekin þegar hann var að taka skóflustunguna af Kjarvalsstöðum og það var hávaða rok. Þannig þetta er svona maður sem er að gretta sig upp í vindinn, þessi dagfarsprúði og kurteisi maður sem að Geir var, með fádæma kurteismadur. Þeir áttu eina mynd á hann þar sem hann var svona grettinn og þeir birtu hann alltaf. Þetta er alveg, þetta held ég að sé stunda en þá sko. Þetta skiptir mjög miklu máli sko. Heldur það að þeirra vera raðinn á síðunar í Mogganum að menn séu kerfisbundið að velja slæmamynd?
af Baldri eða Höllurund eða... Sko, mér sýnist það. Mér bara virtist það í gegnum þessa kosningabaráttu að það væri svona valið þannig. Sko, ég get náttúrulega ekki fullyrt að þetta sé eitthvað systematískt gert, skilur. Fólk hefur nefnt þetta hérna. Ég held að Sólveig Anna hafi einhvern tíma nefnt að myndina sem Moggin velur að henni séu alltaf slæmar. Já. Mér minnir að það hafi verið hún. Já. Og svona í pólitíkinni sér maður þetta og að loknum sko lokakappræðunum þá var mynda sem að sko Halla sést ekki, Katrín skyggir á hana sko, bara sem dæmi sko. En það má lengi sko lesa í þessar hluti, en ég heldur við eigum að vera vakandi fyrir þetta er gífurlegt vald. Og bara framsetningin af því að rannsóknir sína að sko að fyrirsögnin að sjálfsögðu mest lesin fyrstu línurnar skriði myndina sjá ég allir sko fyrstu línurnar og svo dofnar lesningin eftir því sem neðar dregur þannig að svona ingangan hún er langt mikilvægast þátturinn í þessu svo getur alveg dekkað því að þú setja að fara rétt með og starfinn að séu þú gera það bara aftast skilur og þá er ekkert í fjölmiðlun að sakast að sé verið að túlka eða eitthvað eða kom ekki fram með það sem rétt er við höfum séð þetta líka í staðsetningum hvað er á forsíðu og hvað er innar tala um að grafa, ekki tala um einhvern grafreit í blöðunum þar sem að eru birta fréttir ég held ég að við heyrt það hvort að 7. síðan ég man ekki alveg hvað það var Þannig var það allavega í dagblöðunum ég gerði nú ekkert svona rannsóknir á þessu hvernig sko lestur lesenda, ég var þá að vinna á DFF og fekk áskrifendur til þess að koma í hús og þeir fengu vikuskammtinn svo áttu bara að krossa við að þessi lásu og svo bjó ég bara til línuritt hvernig sko lesturinn fellur og þá var það þannig að ég skiplaði að ég var eiginlega ætlaði að sækja rök til þess að fara með til Jónasar Kristjánssonar að bendunum á að leiðarinn væri of framalega í blaðinu en þess að það var svo mikið fall við lestur annars vegar í erlendri opnu og svo leiðarunum að það væri eiginlega ekki hægt að ná upp lestur eftir það því þá vartu komin á svo hratt flett og ég lærði alls konar hluti að þessu meðal þess að þú verður að vera með svona stoppera til að hægja á flettinu en þá er það líklega þannig að á þeim tíma var það þannig að þú ert komin aftur fyrir blaðsíðu 18 að þá er það grafreitur sko af því að það þarf eitthvað stórkostlegt að gerast til þess að lesandinn hrökkvi upp og fara að lesa sko. Svona eins og er ekki klukkan 5 á föstudögum að komið slæmutími þá það er svona grafreitur slæmur að frétta sko úlfatíminn En ég rakst á grein að ganni ég fór að kíkja eftir slagorðið Ásgeir Ásgeirssonar, fólkið velur forsetann sko, sem ég frægt dæmi þar sem að valdi beitti sér alveg að gífurlegri hörku sko. Rakst á grein í Alþýðublaðinu þetta og var dálítið skondið að lesa hana því að til dæmis sko á þeim tíma þá fóruðu hringinn í kringur landið, frambjóðendur, en þeir máttu ekki tala. Það þótti ekki viðeigandi að menn mæltu með sjálfum sér. Það var að mæra sjálfum sér. Nei. Þeir gáttu verið á fundunum, en það voru stuðningsmennir sem töluðu, sko, það var nú eitt atriði. En eina svona... Það var önnu veröld, þarna þótti þið ekki til síðs að til dæmis að börn skrifuðu minningagreinar og foreldra sína á. Nei, það er nú til þess að gera nýtilkomin. Við erum á selfie tímanum. Já, en svo var sko fyrir utan blöðin, sem voru náttúrulega kannski hefur voru í miklum blóm á þessum tíma, og þau djöfluð, flokksblöð, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, sko, með Sigríði Bjarna á móti Ásgeiri. En svo var komið á umræðu ávarpi, það var eina sem fór inn á Ríkisútvarpið, það var ávarp að frambjóðinni fengu að ávarpa þjóðina nokkra mínútur en þá kröfuðust flokksforinginni þess að þeir fengi að koma strax og eftir útúða og túlka þetta er svona og bara blaðamanninn drónu þá ályktun sko að þarna hefði eftir þetta, sko, ef að sér að Bjarni hefði unnið, frambjóðandi valdsins, þá hefði við setið uppi með svona kosningabaráttu alla tíð, bara hápolítíska kosningabaráttu til forseta. En að því þetta fór svona, að þá hafi svona valdið sér, við bara drögum okkur aðeins í hlé, gerum þetta svona aðeins og bakvið. En það hefur ekki ennþá borðið árangur. En ég held að allir hafi séð, sko, ákafa Morgunblaðsins að ýta undir Katrínu. Og það var stór hluti sjálfstæðismanna og forusta flokksins studdana átt ekki við alla ég hef stundu fyrir því að taka það fram að ég held að sé þannig að sko Stefán Einar sem að tóki sig viðtölan í spursmál hann hefur talað gegn Katrínu allan tíman allt þetta ár, þannig ég held að hann sé ekki meðal stuðningsmanna hana, þannig að þetta er ekki þannig að allir sem að vinna á Mogganum hafi stutt Katrínu, það er ekki þannig en maður gat séð það svona á forsíðum og stærð mynda og fleiri eins og þú ert að benda að Moggin var
á vagni Katrínar fram að svona 2 dagar í kjördag. Á það sama við Stöð 2 og Vísi og Ríkisútvarpið? Það var mín tilfinning og margra annara sem ég þekki. Það var bara sterk tilfinning fyrir því að þeir væru tal og styttana. Og það í raun og greinir að það þurfi að stúdera þetta og það þurfi að gera hrúurnar og safna þessu saman og stúdera þetta. Eitt var að... Þetta mjög athyglisvert ef það er hægt að vísindilega sanna það að fjölmiðlarnir, sérstaklega ríkisfjölmiðill, hafi tekið afstöðum forsetaframbjóðanda. Þá er það en ég veit ekki hvort það sé hægt að vísindilega sanna þetta, ég veit það ekki. Það voru viðmælendur eiginlega allan tíman voru svona eitthvað svona já, Katrín, svona hugmynd það að hún ætti þetta eiginlega og aðrir væru eiginlega svona ætti ekki séns það var mjög magnað upp pólitíska innegnin sem hún átti að eiga bara farsalasti stjórnmálamaður Íslandssögunnar þó svo skoðanakannanir voru að sýna að flokkurinn hennar var fallinn út af þingi þeim er alveg ótrúleg nafngift á stjórnmálamanni, ég man ekki eftir því að við getum að gerst, að einhver hefur komið með flokkin sinn út af þingi og hann er kallaður farsalasti stjórnmálamaður sögunar. Já. Og ég man ekki eftir hún að við fengið spurningar það að taka flokk, hvort að það sé merkjum leiðtogahæfni að taka flokkin sinn úr 17% og niður í, ég held að það veri 4,5 þá. 3,3 kom í ljós í gær. Já, 3,3 kom í ljós í gær, hvort þetta sé merki leiðtogahæfni sem að þjóðin á að sækjast eftir. Þá var fókusin á það að henni hefði tekist að halda sama ríkisstjórn, þó það hefði kostað líf flokksins. Já. Þannig það var svona mjög valkvæðir hvernig henni var lýst hennar ferli. Já, og líka svona samkomulag það að það væri kannski ósiðlegt eða ekki stofuhæft að vera að draga upp einhverja syndir svona við hennar. Þannig að hún ætti að fá sessinum að ég var hérna í pólitík, svo ákveðið í haust að hætti í pólitík og svo var þetta starflaust og ég ákveð bara að sækja það og ég ætla að fá að vera bara forsetaframbjóði hennar. Þannig ég vil ekki taka pólitíkina með mér. Já, það leit svolítið eins og það var viljið til að samþykja það að hún yrði stikkfrí frá fyrri störfum að hún var hætt í pólitík. En leið að vera að jöfla þessu höllurhund út af einu lítilli embættisfærslu sem að líklega allt í lagi og kallaði til embættisminna unnan kerfin að gera það kortur og spurtum þetta bara aftur og þetta er náttúrulega mjög undarlegt að eitt frambjóðandinn næstum því stikkfrí og þar er alveg mýgur útur af verkum sem að og spurningum bara eins og þessi sem við vorum að ræða fórustuhæfni í sambandi við flokkin. Já, allan flóttan frá flokknum það var að vera mannasættir en ég held að sé engin fórustumaður sem hefur mistjæft mikið af góðu stjórnmálafólki út úr flokknum sínum. Það er búið að vera flótti frá VG frá hruni og hann hætti ekki bara við hruni, það voru ekki bara villikettirnir en það eru komið bara bylgjur af fólki sem hefur flúið VG en það var alltaf verið að segja okkur að hún var svo mikill mannasættir. Já. Það var og ég held þetta að því hún nefni þetta og við erum með þegar Guðmundur Ingi var að tala viðreisn flokksins þá held ég akkurat að þessi flótti þessi atgerfis og vitsmuna og hæfileika flótti sem hefur átt sér stað í flokknum þá held ég að það svona með hvað það er að vinna hóp jámanna sem er alveg búin að múra sig inn á ákveðna hluti það er akkurat þessi flótti sem að dreinar flokkin. Já, þannig að hann verður kannski ástandi, hann getur ekki farið út í þá endurnýjun sem hann nauðsynlega þarf á að halda vegna þess að þeir sem hefðu getað staðið fyrir endurnýjunni þeir eru allir farnir. Það er nefnilega hættan held ég í þessu og þannig að bara nefna að nú að snúa aftur til vinstri mennsku og þá eru nefnd máli eins og kvenfrelsi og umhverfisvernd en kjarninum að berjast fyrir kjörum þeirra sem eru fyrir neðan miðlínu í samfélaginu og neðst það var ekki nefnt þannig að ef maður ætla að finna kjarnan í því að vera vinstri flokkur þá var þetta með að vera að grafa dýpra hjá VG.
Nú formaður nefndi líka friðarstefnu. Akkurat. Sem mjög erfitt fyrir VG að halda fram núna eftir framgöngu ríkisstjórnarinnar á Gaza. Já, þetta samt þetta stórt trend sem hefur verið í heiminum að vinstriflokkar hafa farið út í svona mýkri mál, ég veit að þú þekkir þetta vel og hefur ofta rætt þetta og skrifað þetta. Og það birtist þarna sem sagt í þessu. Katrín Jakobsdóttir eiginlega alveg haldgerfingur þess að fara svona að vera á vinstri vægnum, en fara út í öll mjúkumálin og svona öll átakapólitík hverfur og bara það liggur við að sé öll dýrin í skóginum með að vera vinir, sé svona baráttuð þema sem afkalalega mjúkt. Þetta held ég nú að sé kannski það sem að hefur leitt til þess að VG hefur fært svona mikið niðar. Við sáum Samfylkinguna fara í þetta ferðalag hérna eftir samstarfi Sjálfstæðisflokkinn að svona yfirgefa þessa hugmyndafræði að pólitík sé hagsmunabarátta og bara allir saman. Þannig að ég held þetta við Katrínu líka í kosningabaráttunni að svona kannski hafa meira bein í nefinu held ég. En af hverju það þannig að valdastéttirnar, auðvaldið, mennta elítan og fjölmiðlarnir sameinuðust þennan frambjóðanda? Hvað það sem er þetta bara svona að fá að vera í klíkunni og fá að vera í boðinu einhvern veginn og óttinn á því að vera ítt út og því að það eru ákveðin slæm örlög í íslensku samfélagi að fá ekki að vera með í partíinu, að þá hlustar ekki á því og þá er það bara já Sverrir, já hann var ekkert að marka hann. Þú veist, þú þekkir þetta bara, það hefur ekki reynslu, en ég að segja þetta grimmt, og ótti þeirra sem eru svona í jaðrinum eins og kannski fjölmiðlafólk upplifir sig, að ég meina, þetta illa launað og enda sérðu flóttan frá fjölmiðlunum yfir í upplýsinga, kannski reyna leiðin fyrir fjölmiðlamann í dag sem ætlar að bara sjá fyrir sér og sinni fjölskyldu, að komast í starf einhvers staðar sem upplýsingafulltrúi það sem að valdið er að deila út þú veist það myndi ekki ráða mig sem upplýsingafulltrúi annars staðar, til dæmis. Nei, það sé rétt. Það er einn aðalútgjöld. Upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins, ég held ekki. Þú pröfur að sækja næstur að það losnar, sjáum til. Nei, ég held að það sé rétt að Þannig það er bara verið stilt. Aðalleið fréttamanna út undanfarin ár hefur verið akkurat þessi leið, Það er kannski ítir ekkert mjög mikið undir það að þú ætlar að vera að gagnrýna yfirvöld og annað og komast í ónáð einhvers staðar. Og það er leiðilegt að sjá Íslands samfélag stjórnast og mikið að þessu svona hörðum en þetta hefur alltaf verið svona. Ég meina áður fyrir fyrst ekki lóð nema að vera sjálfstæðismaður, bara sem dæmi, Þú ef þú varst kennari þá gast ekki eins og látið þið að dreyma að vera yfirkennari en að vera í sjálfstæðisflokknum. Nei, þannig að að einhverju leyti held ég að kannski svona löngu til þess að vera undir valdi í fá jákvæða víbara frá valdinu sé ábyggilega áhrifaþáttur. Ég held nú að kunningsskapur og vinskapur sé líka mjög sterkur áhrifaþáttur að því hún nefnir fjölmiðluna og sama held ég með menningarelitur. Ef það er að tala elítur, það er nú ennþá til umræðu hvort það sé að tala elítur eða ekki. Elítan heldur því fram að hún sé ekki til, eins og auðvaldið. Akkurat. Að það sé viðkynning og kunningsskapur sé áhrifaþáttur, en ekki, og kannski að einhverju leyti að háskólamanneskja og svo framvegis og intelligensjan kannski styður að þess vegna. Í ríkisstjórnarflokkarnir bara styðja sína konu, hún er búin að reynast bæði Framsókn og Sjálfstæðisflokki mjög vel og þeir kannski sjá tækifæri á því að setja innan gæsalappa sína mannesku á bestastaði í fyrsta sinn og styðjana þess vegna og hún hefur ekkert verið þeim neitt óþægur ljár í þúfu. Það er frábæru talsmaður sjálfstæðisstefnunnar á Íslandi. Það má orða það þannig, því að hún hefur þurft að svara fyrir alls konar hluti sem Sjálfstæðisflokkurinn að gera og gert það miklu betur heldur að Bjarni geti ekki nokkuð tíma gert. Já, stuttan alveg þannig að hún á nú inni hjá þeim stuðning burt sér frá öllu, en ég held líka að ráða forsetaembættinu og fá það í fyrsta sinn að það hafi líka ráðið þessum mikla stuðningi að eins og Jón Steinar lýsti í greininni að öll kosningar við Sjálfstæðisflokks hefur verið ræst út.
En ef þetta svona, þú ert með auðvaldið, þú ert með menningarílituna, þú ert með það sem kallað fjórðavaldið, mér alltaf leiðist það þegar það verið kallað fjölmiðla fjórðavaldið. Þú ert með þetta allt saman. Af hverju fékk þetta fólk bara 25%? Er valdið ekki sterkara en þetta? Hefur valdið, og þá er þetta valdið sem að stýra íslensku samfélagi, að það er eiginlega bara í takti 25% af þjóðinni. 75% af þjóðinni vill ekki valdið. Upplifir þá líklega að sko valdið sé að teima okkur á rangabraut? Já, ég meina, mér finnst þetta alveg umhugsunarefni sem þetta segja, skilur. Ég hef nú ekki pælt í þessu tannig, sko. En fólk hefur ríka, sko, ég meina, sitjandi ríkisstjórn, óvinsæl, að hún velji fósettan fyrir fólkið. Það er náttúrulega slæm hugmynd og ég skil ekki í því að menna ekki fatta hana fyrir fram, sko. Við töluðum það hérna, sko, þegar varum við ræðum að Katrín færi fram. Og þá var ég að við þetta borða að segja það bara no way, því að þetta er svo galin hugmynd, þetta mun aldrei ganga eftir. Þannig að mér fannst það í upphafi, sko, hverjum datt þetta í hug, þetta gæti ekki gengið upp. Já, þetta er nú kannski, sko, bergmálshellirinn og jámennskan, sko, það er nú hægt að gera ýmislegt þar og taka rangar ákvarðanir, sko. En einmitt þetta 25% og steddi allan tíman. Hún kom reyndar í 33 og datt svo bara á svona 2 vikur niður í 25 og láð þar. Já, svo var bara steddi alla tíma, það var alveg sama hvað var auglýsmikið og hún var örugglega held ég. Við höfum eftir að sjá tölurnar hverjir hefðu mest fé í auglýsingar. En bara sem dæmi í lokaþættinum hjá RÚV þá kemur mínútulög auglýsing, sko, frá Katrínu, einum frambjóðanda inn í á milli umræðnanna. Í lágradeildinni og litludeildinni og sama með strætóskýrin og þarna ertu með ákveðna fagmennsku sem maður þekkir úr bransanum, sko, og leiðu fær frambjóðanda þá ferðu og kíkir á dagatalið og þú pantar sko auglýsingapláss, þannig að þarna er ákveðið fagmennska á bakvið og hinir hafa líklega brunnið inni bara, það hefur verið fullt, sko, Króna var búin að kaupa og allir aðrir, sko. Eða bara ekki fatt að það mætti, af því að eins og við erum að tala um maskínu, hvort það mætti birta, sko, könnunina á kjördag. Þegar ég sá að Katrín var einan á milli, þá hugsaði ég, þú veist, kannski að hinni bara litið svo á að þetta væri bara ekki viðeigandi. Já, ég man ekki til 2016 eða hvernig þetta hefur verið, sko. Ég held þetta sé bara, þú ert á seinna pantinn, sko. Já, þetta er hörku auglýsingatími, örugglega verðlaður eftir því. Þannig að fólk hefur gleymt því. Það var mjög, já, það er bara, hann er orðin fullur þegar þú kemur að því, sko. Kosningaskrift á hinna hafa ekki fattað hvenær kjördagur var? Ekki nú að snemma, kannski. Það er það sem ég ávill, sko. Eða það er mín tilgáta í þessu, ég veit það ekki. En ég þetta stakk margt í augun að sjá þessa auglýsingu. Já. Því að það sem hún var bara ein, þá var þetta mjög skrítið, sko. Já, af því að hún var bara ein og hún var svo löng líka. Það var þetta til sérstakt, sko. En Sverrir, þú ert að stinga upp á því að það gerir ykkur rannsókn á þessu. Já. Og sem að vera náttúrulega frábær rannsókn í ykkur sem hefur áhuga á svona, sem að hefur áhuga á þjálfa menningalæsi sitt, að skoða, að greina umfjöldum fjölmiðla í þessum kosningum. En ég veit ekki hvort að nokkuð gera það, sko. Kannski það getur vinsælt að fallið. Ég er ekki fjölmiðlafræðin full af fólki. Stjórnmálafræðin, félagsfræðin er ekki alls konar MBA rannsóknir og doktorsrannsóknir og þetta heit að vera svona fjölskipaður hópur, þannig að þetta er gott fyrir bókmennafræðinga. Þeir hafa ákveðið innsýn inn í þetta. Já, þeir hafa ákveðið læsi í orðfæri og framsetningar, sko. Svo vantar fólk sem er læst á myndmál. Já, það þarf að vera líka. Og það er þetta ég held að vera mjög gaman að sjá það, líka bara svo við vitum að þetta er alltaf svo óráðið. Þetta eru svona það sem svona orðið á götunni svolítið, sko, sem flýtur svona sko, en þetta er mjög mikilvægt fyrir samfélagið og þess vegna vil ég nú bara setja þetta fram svona sem hugleiðingu að þetta hefði verið með þessum hætti svona til þess að setja bara og hvetja menn til að kíkja þess á þetta og kannski líka fyrir fjölmiðlana til þess að batna. Já, til þess að batna. Eitt sem að fjölmiðlana þið mættu endilega sem að mér fannst kannski var síður merkjanlegt núna í forystusætinu en samt en er oft í svona viðtölum að þeir sem að koma svona einhvern veginn af jaðrinum að þeir fá allt annað trítmenti á RÚV heldur en hinir. Þeir fá yfirleitt svona spurningar svona Sverrir, hvað erindi til þú þig eiga í þessum kosningum? Þannig að það er svona, hvað er þú að koma inn í þetta partí okkar hérna? Sem að Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir fær aldrei svona spurningar, sko.
Meira segja Inga Sæland, ég man þetta Smára McCarthy sem hefur þurft að bara berjast fyrir því í bara venjulegum umræðu þáttum á RÚV að fá að vera þar. Ástór fekk svona eitthvað, akkur þú í forstakostum ættu ekki að vera í þingkostingum, akkur má ekki bara Ástór ráði í hvað kostingum hann er. Já, það er ákveðin tendentis að tala illa eða niður svona og þá ertu búin að staðsetja þig með valdin í raun og veru sko. Veistu yfirleitt hvað forsetaembættið snýst Já. Var spurning sem Hallarhund fékk á Jóhanni. Ertu ekki bara eitthvað kjáni sem rambaði hingað inn? Já, það er svona kannski dæmi um þetta, skilur, hvað veistu þetta nokkuð, skilur? Það er svona dæmi þessa afstöðu, sko. Og svo þessi harka sem var til dæmis í spursmál í Mogganum og sumuleyti í sumum fórustusætunum. Ég hef verið með svona velta þessu fyrir mér því að ég með þennan þátt og ég bara ekkert point í svona samtali að eiga svona samtali við þig og reyna að vera bara vefeikja því sem persónu erindið þitt eða hver þú ert að það sé ykkur að vera að þjóna almenningi með slíku attitúti. Þetta er attitút sem hefur lengst þróast í Englandi sem er stéttskiptasta samfélagi í heimi. Það sem að einmitt, ég tók sérstaklega eftir þessu í kosningunum 2017 hvernig Jeremy Corbyn var trýtaður svona sem einhver boðflenna og þetta er náttúrulega aðferð sem að valdi notar til þess að niðurlægja þann sem er ekki í takti Auðvitað er það stundu þannig að fjármálaráðurinn er tekin á beinið en það er æ minna í BBC og æ minna á Íslandi. Það er mjög sjaldan sem að Katrín Jakobsdóttir hefur fengið harkalega yfirheyrslu á RÚV. Já, þetta eru meira og minna svona mjög drottningaviðtöl finnst manni Mjög mikil mýkt í þessu og maður saknaðist líka að það sé ekki leitt meira saman fólk og það er svona ákveðin nostalgíu þegar það sátu 4 fulltrúar flokkan í hring og tókust á og sama í bara stórum málum þegar það er verið að ræða umdeild mál að það er fréttamöður á móti viðkomandi en ekki 2 andstæðir pólar. Það er alltaf Bjarni og fleiri neita að mæta neita að mæta andstæðingu sem má komast upp með það. Mér skilst að Davíð Oddsson hafi tekið upp á því að neita að mæta nema væri bara einn en það sem að gerist oft í þessum viðtölum er það að þekking fréttamannsins þrýtur en aftur á móti ef þú ert með 2 andstæða póla þá ertu með fulla þekking á báðum sjónarmiðum til staðar og umræðan verður mikið dýpri og beittari Hvað fannst þér þessa skiptingu sem þú kallaðir niður í lávarðardeild og hvað ég man ekki hvað að kalla það, ómerkilegri deild? Af því að eitthvað spurði daginn, hvað var þetta svona? Ég meina, þeir spurði ekki tíma, þetta var alveg blánt. Það voru sömu spurningar það sem gengu á milli, þannig að það breytti ekkert hvað var spurt. Akkur var verið að kljúa þetta? Var það bara til þess að Katrín Jakobsdóttir þyrfti ekki að vera í sama herbergi og Ástór Magnússon og Steinunn Ólína? Já, nú veit ég ekki. Mér fannst fyrsti þátturinn takast vel, allir voru. Það var eiginlega besti þátturinn að þeim öllum. Já, og þessi þrengri þættir höfðu verið nokkrir á leiðinni, þannig að það var í sjálfum sér engin ástæðu fyrir RÚV að endurtaka það. Nei, það var ekki. Ég hefði mjög gjarnan viljað sjá alla mæta, þannig að síðan, En ég skil alveg að þú viljir kljúfa þetta á milli, Þá væru kannski með öðruvísi spurningar, Þá væri kannski verið að ræða þá við þessa 6 efstu sem að þeir hefðu raunverulega möguleika eitthvað slíks. En það fengu allir sömu spurningarnar, Þannig að þetta breytti ekkert eina breytingi var það að þessi 6 efstu þurftu ekki að hafa 6 neðstu með sér í sama herbyggi. Já, það var eina sem breyttist. Það var ákvörðurinn, Akkurat. Já, ég veit ekki akkur hún var tekin, Það eru gamla fáðinga til að tala fjölmiðla. Þú þeir eru að vera bara fjölmiðlagagrínandi okkar að koma sem oftast. Já, takk sem leiðis. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú ætlum við að ræða þessum innflytjendur eins og svo sem gert hérna og alltaf lofað að ætla að gera meira af því vegna þess að það erum að gangi í gegnum miklar samfélagslega breytingar og það er mikilvægt að við höfum svona skynjum þær og ræðum þær og áttum okkur á hvaða
hvaða merkingu þær hafa og hvaða áhrif þær hafa. Það búin að vera að sirpa svona fyrirlestra upp í háskóla innflytjendamál og núna fyrir skömmu var Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, með erindi unga innflytjendur. Af því að svolítið verið búið að ræða svona hlutverk háskóla og fræða samfélagsins, jáfnvel elítunar og allt saman í samfélagsumræðinni. Þessi svona röð ykkar upp í háskóla að fjalla innflytjendur, það til þess að svara svona ákalli það eða gerist þetta bara sjálfkrafa af því að þið takið veljið ykkur verkefni sem eru áhugaverð? Ég held að markmiðið hafi verið að svara þessu ákalli samtal á milli háskólasamfélagsins við almenning. Ég veit ekki hversu vel það hefur tekist að þetta er búið að vera alveg frábær fyrirlestraröð sem félagsvísindasvið hefur staðið fyrir. Að öllu leyti nema því að flestir sem hafa mætt eru aðrir háskólakennarar og Þau eru að messa fyrir kórnum. Já, þannig að það er svona við þurfum greinilega aðeins að leggja höfuð í bleyti og svona finna leiðir til þess að tala. Ein leið að koma hingað. Ein leið, það var akkurat það sem ég var að hugsa. Ég ætlum kannski að fá fleiri, hvað var áhugaverð sem að þú hefur fylgst með sem ekki þinn? Einmitt. Mér fannst gaman að heyra í Gylfa Magnúsinni hagfræðingi, prófessor í hagfræði. Hann var að tala svona aldurssamsetningu Íslendinga eða þjóðarinnar. Það er mjög svolítið rætt hér. Já, akkurat og það er auðvitað bara mikilvægur þáttur í þessu hvað að Íslendinga myndu í raun og veru væri ekki sjálfbær þjóð eða væri ekki fyrir innflytjendur. Að öldrun þjóða eða öldrun Íslendinga. Við stæðum ekki undir í velferðarkerfinu án innflytjenda sem akkurat öfugt við það sem haldið fram. Akkurat að þetta hefur í raun og verið okkar mesta gæfa að fjölgun innflytjenda á síðustu 2-3 áratugum. Og svona, já, þannig að það var áhugavert og margt annað. Ég bjallaði í Gylfa og fleiri að þú kom hingað til þess að halda upp í þessar umræðum. En það sem þú varst að skoða voru ungir innflytjendur. Og þú ert afbrotafræðingur. Þú varst að skoða hvort að innflytjendur, ungir innflytjendur verið líklegri til þess að komast í kasturlögin eða? Sko meðal annars, einmitt að því hún nefnir að ég er afbrotafræðingur og sko titillinn á erindinu mínu í síðustu viku var Ungir innflytjendur á Íslandi, tengsl við samfélag og skóla og það var, fókusin minn var þar en sko bara svona almennur fókus minn í rannsóknum á síðustu árum hefur verið í fyrsta lagi á þessa upplifaða ógn sem er mjög algengt að íbúar lands upplifi þegar að það verður svona örfjölgun innflytjenda og þessi svona fordómar og stereotýpa sem að margir hafa sérstaklega á innflytjendu frá ákunnum löndum og hvaða afleiðingar þessi upplifaða ógn og þess að svona, já, á margan hátt ranghugmyndir sem að íbúar hafa aðkomu fólk Það kom svolítið í fréttir frá Reykjanesbæ og Keflavík þar sem að var talað svona mikla ógn og svo kannski kom í ljós að það gat kannski verið bara 3 ungir menn að labba saman út á götu að fólk upplifði það sem ógn. Alveg hreint og þetta er það sem ég verið að skoða af því að þetta er gríðarlega mikilvægt og okkur ætti þetta ekki að gerast hér eins og hefur gerst í mörgum öðrum löndum og sko í samhengi við þetta er að þetta ýtir undir svona fordóma sem að gagnvart innflytjendum og fordómar draga úr sko getu og hæfni innflytjenda til að aðlagast samfélaginu þannig að inngilding verður í raun og veru kannski meira svona bara eitthvað orð heldur en að það virki að því að það er svo mikilvægt í öllum svona í mínum fræðum og í félagsfræði almennt að þá er talað að sko til þess að bara draga úr líkum á því að innflytjendur brjóti á sér að þá er eitt veigamesta atriði að þeir séu hluti af samfélaginu, að þeir tilheyri samfélaginu, að þeir ná að aðlagast og þeir upplifi sjálfir að þeir tilheyri samfélaginu. Þannig að fókusinn
núna í minni rannsókn var einmitt hvað hefur áhrif á hvort að ungir innflytjendur sem hér búa upplega þeir tilheyri samfélaginu og svo hefur þessi tilfinning að tilheyra samfélaginu vera hluti af einhver áhrif á afbrot til dæmis. Sem kenning í afbrotafræði ekki að ef að fólk eða hópar upplifi það að þessi ekki velkomin í samfélaginu þá eru þau líklegri til þess að finna sér atorkusemi sinni farveg annars staðar. Alveg hreint og þetta er það sem ég er að skoða í þessari rannsókn sem ég er að gera núna og var að kynna hann í síðustu viku. Hver staðan á Íslandi? Já, sko, í fyrsta lagi að þá byrjaði ég að skoða hvaða mögulegi þættur gæti dregið úr þessari tilfinningu að tilheyra og þá skoðaði ég upplifaða mismunun, þar að segja hvort að ungt fólk og ég er ekki bara að skoða innflytjendur, heldur er ég auðvitað að skoða bara öll ungmenni og ungmenni með íslenska bakgrunn auðvitað til samanburðar og þá er ég að skoða og svo er annar hópur á milli sem er kannski sem eru með íslenskan bakgrunn en bera kannski með sér geta verið brún á litin eða það sem annað foreldrið er erlend. Akkurat. Er það ekki svona eiginlega sér hópur sem eiginlega dettur á milli sem getur upplifað svona höfnun í samfélaginu, eitthvað slíkt. Já. Þó það séu kannski fólk sem er fætt bara í líðakverfinu og Jú, einmitt og það er mikilvægt fyrir þetta fólk sem er að skoða þetta svona eins og ég að vera meðvituð það að hópurinn er ekki einsleitur, þetta er ekki bara innflytjendur og svo innfættir og ég fór þá leið að skipta hópnum upp í 3 og þá er það þessi fyrsta kynslóð sem fæddist ekki á Íslandi, hvorugir foreldrar hafa fæðst á Íslandi og svo er það þessi önnur kynslóð sem að er fædd á Íslandi en á báða foreldra sem eru fæddir erlendis og svo hina krakkana. En að því að ég er að gera svo kallega meginlega rannsókn þar sem ég er bara með rosalega stóran hóp sem svarar spurningakönnun á iPad í skólanum, bæði elstu bekkinga í grunnskóla og svo fyrsta árið í framhaldsskóla. Þannig ég er ekki að tala við sjálf þessa krakka og fá svona dýpri upplýsingar, heldur er ég að skoða þetta svona heildrænt og í þessari stóru könnun sem þau svöruðu að þá eru þau spurð hvort að þau upplifi að þau tilheyri hóp sem er beittur óréttlæti á Íslandi sem hefur það verr heldur en aðrir hópar og hvort þau upplifi svona mismunun og eftir þessum skiptu þessu upp í þess 3 hópa og þá sé ég auðvitað það sem að ég bjóst við að bæði fyrsta og önnur kynslóð og það er ekki mikill munur á fyrstu og annarri kynslóð sem upplifa að þau tilheyri hópi sem er beittur óréttlæti, miklu hærra hlutfall heldur en þau sem eru bara með alíslenska bakgrunn. En svo eru þau spurð, hvað er það? Hvers vegna heldur að þessi komið fram við þig á þennan hátt? Og þá hafa þau valmöguleika ýmsa þætti. Og bæði þessi önnur kynslóð og þau sem hafa flutt til Íslands að það er langalgengast að þau segi kynþáttur að því í könnuninni sjálfur er ekki spurt á hvaða kynþætti ertu en þau segja sjálf að það sé kynþáttur. Þannig að þú veist það ekki eftir þessar niðurstöður hvort að það sé fólk sem er frá Norður-Afríku og Afríku sem er að svara svona og síður þeir sem er frá Austur-Evrópu. Þannig að þú veist það raunverulega ekki. Nei, ég er ekki að skoða það í þessari rannsókn að vísu eru þau spurð ef þau fættust ekki á Íslandi þá eru þau spurð í hvaða landi fættustu, í hvaða landi fættust móðin, faðir, þannig að það er hægt að skoða það en þau eru hvergi spurð á hvað kynþætti eða hvað kynþætti þau tilheyra. Það er ólíklegt að fólk frá Austur-Evrópu myndi svara þessu að ég verð fyrir óréttlæti út af kynþætti mínum. Það er mjög ólíklegt en það er fjórðungur af þessu bæði fyrsta og annara kynslóða krakka segja að þjóðernislegur uppruni sé megin ástæðan. Þannig að það er alveg algengt líka og þessi krakkar sem að verða fyrir einhvers konar mismunum vegna kynþáttar að þau geta líka verið bara með alíslenska bakgrunn, verið til dæmis lengra aftur í ættir eða hópur sem ég var að nefna. Já, akkurat. Þannig að þetta er svona þess að ég byrja á að upplega mismun og svo skoða ég hvað með tengslu skólan, hvað með tengslu við jafnaldra og það sem ég sá er að ungir innflytjendur eru ekki síður ánægð í skólanum heldur en
innfætt og þau til dæmis segja að það jafnhátt hlutfall sem segist myndi sakna skólans ef þau þurft að skipta skóla en þegar það kemur að því að skoða hvort þau til í vinahópi eða hvort þau tengjast jafnöldrum að þá það sérstaklega þessi fyrsta kynslóð þau sem hafa fluttingað og þá skiptir máli hvenar því eldri sem þau voru þegar þau flutt til Íslands því ólíklegri það eigi vini og til einhverju vinahópi sem kannski skiljalegt og það að því að rannsóknin mín hluti af svona alþjóðlegu rannsóknarverkefni að þá gat ég líka skoða þetta til dæmis sá ég að með upplifað mismunun að það var undir 15% sem sögðust upplifa að þau yrðu fyrir óréttlæti og þá hugsaði ég, það mikið eða lítið af þessu krökkum sem innflytjendur á Íslandi og þá það sko, að því að það alveg 15% af ungu fólki alveg, það eru fjölmörg ungmenni, en þá það mikið eða lítið og þá skoða ég samhengi við öll önnur Norðurlönd og þá það heldur færri. Það eru hlutfallslega færri með erlendan uppruna hér sem upplifa mismunun. En svona þegar kemur á öðrum þáttum eins og tengslum við skólahverfið eða skólan eða vini að þá þetta svona svipað á milli Norðurlandar. Heldur færri, hvað það? 15% hér það þá 18 það mest í Svíþjóð. Mest í Svíþjóð, það eru 35% af þeim sem tilheyra fyrstu og annarri kynslóðar upplifa þau tilheyra hópið þar sem eru beitt óréttlæti. Það sem komið fram við þau af óréttlæti í samfélaginu. Ein ástæðan gæti verið að samsetning hópsins sé öðruvís á Íslandi heldur en í Svíþjóð. Að innflytjendur í Svíþjóð eru náttúrulega meira frá löndum Norður Afríku og Miðausturlanda og Afríku og með Suður Ameríku heldur en hér. Ég tel það mjög líklegt en ég tel líka að skipti máli að því að Svíþjóð á núna lengri sögu að taka á móti innflytjendum og svona á síðustu árum þá hefur umræðan mismunum, kynþáttafordóma og innflytjendur í raun og veru verið miklu meiri heldur en á Íslandi. Þannig að unglingar í Svíþjóð eru meðvitaðri það að þau séu mögulega það séu fordómar gegn þeim vegna þess að þau séu ekki hvítir Svíar. Þannig að bara það að þau séu svona vöna að tala þetta og setja þetta í orð að þá þau miklu líklegri til að svara í könnum að þau séu beitt óréttlæti vegna til dæmis uppruna eða kynþáttar. Ég held að það líka bara einmitt hópurinn ólíkur sem innflytjendur í Svíþjóð bara samsetningin á hópnum önnur heldur hér. Mjög ólíkur með við hér. En leikur sér á því að bera þetta saman, það var bara mjög ólíkt. Ég man ekki alveg tölunar en ef það var jafnmargir frá Sýrlandi á Íslandi eins og var í Svíþjóð þá var það sko mörg þúsund sko. Já. Sem eru bara eitthvað nokkur hundruð. Já. Og af því að ég hef haft áhuga að skoða svona staðalmyndir innflytjendur og fordóma og þessa hugmyndum að innflytjendur sem hættulega og glæpamenn að þá auðvitað í því samhengi skiptir þetta miklu máli að því að við sem búum á Norðurlöndum við erum miklu líklegri til að sjá fólk frá Miðausturlöndum sem einhvers konar öryggisógn og fólk sem ekki hvít á lit sem einhvers konar að hætta stafi að því. Sem ekkit einstakt fyrir Norðurlandabúa, heldur bara Evrópa almennt og Vesturlönd. En á hverju hefur þú áhuga á því að skoða þetta? Það vegna þess að þetta hefði svona, segjum að sá hópur stækki sem af ungu fólki sem upplifir að hann sé tilheyri hópi sem nýtur ekki réttlætis eða sé haldið frá það hefur bara takmarkari aðgengi að samfélaginu. Hefur það forspárskildi svona aukin félagsleg vandamál? Já, og sko að skoða þetta væri í sjálfu sér bara áhugavert rannsóknarefni, en ég hef einmitt áhuga á að skoða hvaða áhrif hvaða aðrar afleiðingar hefur það að til dæmis að upplega þér sem mismunað eða þú tilheyrir ekki samfélaginu og rannsóknir hafa sýnt til dæmis að það hefur áhrif á andlega líðan,
Þetta hefur áhrif á hvort þú sér tilbúin að taka þátt í því sem að gerast í samfélaginu, til dæmis bara kjósa, kosningaþáttöku og annað, en svo líka á alla frávikshegðun, hvort þú sér líklegur til að brjóta að þér að beita ofbeldi og gera annað. Þannig að það er líka það sem ég hef áhuga á og það er akkurat það sem ég skoðaði. Og það sem að í fyrsta lagi þá kannski bara það sem er mér finnst mikilvæg niðurstaða í samhengi við bara svona þær hugmyndir sem ég held að margir hafi innflytjendur á Íslandi, að þá kemur í ljós í mínu gögnum að hvorki fyrsta kynslóð ungra innflytjenda á höfuðborgarsvæðinu, ég ætti að taka það fram að því að ég er að greina höfuðborgarsvæði, né önnur kynslóð innflytjenda er líklegri til þess að brjóta af sér eða beita ofbeldi heldur en ungmenni með alíslenska bakgrunn. Það er engin munur. Og svo skoða ég að teknu tilliti til þessara, til dæmis að upplega þessi mismunað og hvort þessi tengslu við skólakverfið og hvort þú tilheyrir jafningjahópi. Og allir þessir þættir hafa áhrif, en þeir hafa áhrif á hina krakkana líka sem hafa þennan íslenska bakgrunn. Þau hafa ekki einhver sérstök eða meiri áhrif á ungmenni með erlenda bakgrunn, þau hafa bara áhrif, þar að segja að upplifa að því sé mismunað, að þú tilheyrir hópi sem er beittur óréttlæti, sú upplifun tengist í hvort að þú beitir ofbeldi eða fremur afbrot, það eru bara tölfræðilega marktækt tengsl þarna á milli og líka hvort að þið líði vel í skólanum og hvort þú tilheyrir jafningjahópi. Þannig að þessir þættir skipta miklu máli og meira að segja að því ég var að skoða þetta sérstaklega með afbrotin og ofbeldishegðun. Þegar ég hef tekið tillit til þessara þátta og svona megin aðstæðna á heimili, að þá eru innflytjendur sem eru af fyrstu kynslóð á þessum aldri, 13 til 18 ára, ólíklegri til þess að hafa brotið af sér á síðustu 12 mánuðum heldur en aðrir. Það hlýtur að vera því að þú varst búin að segja að það væri ekki munur á innflytjendum og innfæddum. En þú varst líka búin að segja að það væri stærri hópur hér sem upplifðu sig sérst ekki njóta réttlætis. Einmitt. Og þar af leiðandi hlýtur að vera ef þú upplifir á sér beittur óréttlæti, þá þessi líklegra að það leiði til afbrota ef þú ert innfæddur heldur en innflytjandi. Já. Eða ekki? Jú, algjörlega. Og svona þegar ég segja... Og hvað allir það sé, má ég spyrja því, akkur allir það sé? Akkur eru innflytjendur þolnari fyrir óréttlætinu? Ég held að séu margir þættir. Ég held að sé með, af hverju er þessi fyrst, að því að önnur kynslóð er hvað varðar ofbeldi og afbrot er rosalega svipuð þessum innfæddu. Það er bara engin munur. Og hvort sem þú tekur til hvaða þáttar sem þú tekur til. En þessi fyrsta kynslóð, hún sé marktækt ólíklegri, allavega hvað varðar afbrot, af hverju, þá held ég að sé vegna þess að fyrir utan alla þessa þætti, að þá er bara, ég ímynda mér að það sé bara aukið eftirlit. Að foreldrar séu, þau eru bara fólk sem hefur flutt til Íslands í nýtt umhverfi og sé þess vegna í svona að jafnaði, auðvitað eru innflytjendur mjög fjölbreyttur hópur, en svona að jafnaði í aðeins viðkvæmari stöðu og þess vegna sé bara meira eftirlit. Og kannski minni væntingar að þú tilheyrir. Það þau beigi sig undir það tilheyrir sögu okkar fjölskyldu að vera hér utangarðs á meðan við erum að koma okkur fyrir. Akkurat. Og þar af leiðandi verði áhrifin á því að verði upplifa það, verði minni persónuleg. Einmitt. Getur verið eitthvað þannig? Já, algjörlega. Og ég til það mér að segja frekar líklegt að það sé þannig. En þetta er allavega þetta skiptir máli og í þessu gríðarlega mikilvæga gagnasafni sem ég eyti miklu tíma og orku í að safna að þá er hægt að svara mörgum mikilvægum spurningum og ég er svona að byrja að gera það og þarna er ég að svara nokkru spurningum sem er mikilvægt að fá svar við og einmitt bara þetta að því að nú er ég ekki að segja það að það hafi ykkur komið fram, stíið fram og sagt það að
sko aukið ofbeldi eða aukin vopnaburður ungs fólks á Íslandi að það sé hægt að tengja hann við krakka með erlenda bakgrunn, en það hefur samt svona aðeins legið í loftinu. En maður segir bara alveg svo. Það hangir í umræðinni. Það hangir í umræðinni. Já, og það kannski sömuleyti má sjá svona eitthvað svona bías í fréttum, en til dæmis þegar það kom út í svona umræðu þá hangir þetta í loftinu og dettur oft út munnin á okkur. Já. Fullyrðing. Já, og þess vegna er þetta mikilvægt, og í þessu samhengi að því að ég fór nýlega sko á ráðstefnu, á afbrotafræði ráðstefnu norrænna afbrotafræðinga sem að við vorum öll komin þarna saman sem erum að gera svona afbrotafræðilega rannsóknir á Norðurlöndunum, vorum í Svíþjóð núna miðjan maí. Og þar var ég með erindi, þar sem ég var að skoða öll Norðurlöndin og þar sem ég var einmitt að fara í gegnum þetta. Bara hver eru raunveruleg áhrif af innflytjandastöðu á glæpi. Og ég safnaði að mér alveg gríðarlega miklu magni af upplýsingum, rannsóknum og tók það saman. Og það er svona í stuttu máli að rannsóknir sem byggja á lögreglugögnum, sem byggja á opinberu gögnum, sýna í öllum löndunum, öllum 5 Norðurlöndunum, sýna það að innflytjendur eru miklu líklegri eða töluvert líklegri til þess að brjóta af sér heldur en innfæddir. Það er bara alveg skýrt. Þeir eru líklegri til að vera í fangelsi og fá dóm og til að vera handteknir á lögreglu. Það er alveg skýrt. En þá verður maður að hafa í huga bara áratuga rannsóknarniðurstöður frá öðrum þjóðum sem hafa skoðað til dæmis eins og kynþáttameða löggæslu og hvaða áhrif það hefur á hvernig fólk fær öll viðbrögð í réttarkerfinu og hvort að þú teljist grunnsamlegur, hvort að þú sért undir eftirliti, hvaða áhrif það hefur að vera í minnihlutahópi, að það gæti verið ykkur skekkja í gögnunum sem þessar rannsóknir byggja á, og þá fór ég og tók saman allar rannsóknir sem hafa verið gerðar á síðustu svona 10-15 árum á Norðurlöndunum sem ekki nota lögreglugögn, heldur sem nota gögn byggðan á svona nafnlausum könnunum, og þetta eru þá yfirleitt alltaf kannanir meðal unglinga. Og þá verður myndin miklu svona óskýrari og fjölbreyttari og þá er til dæmis þá fyrir eftir því hvaða land þú ert að skoða, eftir því hvaða þáttum þú tekur tillit til, hvaða aldurshóp þú ert með, en svona í stuttu máli að þá til dæmis eins og í Danmörku að þá skoðaði ég eina rannsókn sem hafi tekið saman allar rannsóknir sem byggja ekki á lögreglugögnum, sem byggja á svona self-report, þar sem fólk segir frá sjálft, og þá var engin munur á því hvort þú hefðir innflytjenda bakgrunn eða væri innfæddur. Í samskonar rannsóknum í Svíþjóð er munur, þar eru innflytjendur líklegri. Og svo verður myndin svona aðeins óskýrari í Noregi, Finnlandi og svona, þannig að þegar við erum að horfa á unglinga og þegar við erum að horfa á gögn sem byggja á svörum þeirra sjálfra, og það er engin ástæða til þess að ætla það að einn hópur sé ólíklegri til þess að segja satt í slíkum könnum heldur en annar, að þá er ekkert skýrt munstur þarna. Þá eru, í Svíþjóð, í ákveðnum borgum í Svíþjóð, að þá eru ungir innflytjendur líklegri til að brjóta af sér, ekki annars staðar. En í hinu löndunum er þetta bara alls ekki skýrt og það bendir ekki til þess að fólki stafi einhver sérstök hætta af ungum innflytjendum í þessu löndum. Þannig að Men hver er munurinn á lögregluskýrslunni og þessum skýrslum? Er það bara hvernig er svarað, eða er munurinn sá að það er búið að taka tilliti til stéttamunar og aldurs og kyns og ýmissa þáttar sem getur haft áhrif á afbrotanhegð? Ég held að sé þrennt. Ég held að sé í fyrsta lagi að þá í lögreglugögnum þá ertu með fullorðið fólk og þá ertu með hópinn sem er líklegastur til þess að vera handsamaður á lögreglu og dæmdur í fangelsi, fullorðna karlmenn sem flytja til landsins á fullorðis aldri og
og þá bara hópurinn sem umræðir, þar að segja hópurinn sem við hefum mestar áhyggjur af að sé að brjóta af sér og beita ofbeldi, þar að segja karlmenn á aldrinum 20 til 30 ára, þá bara hann svo hlutfallslega stór meðal innflytjenda og þess vegna sjáum við hærri tíðni. Og svo getur líka réttarkerfi verið þannig að líklegra að sá sem innflytjandi verði handtekinn og dæmdur heldur en hinir. Alveg hreint, það var þáttur númer 2 þegar við þurfum að taka tillit til þess að sko, það sem kallað dark figure of crime í afbrotafræði að það raunveruleikin þannig að aðeins brota þeim sem brjóta af sér handsamara lögreglu og ennþá færri eru dæmd í réttarkerfinu og enn færri fá fangelsisdóm. Þar að segja við erum með hellinga fólki sem að brjóta af sér dagstaglega í samfélaginu án þess að lögreglan nokkuð tíman komist á stóðurum hegðun þeirra. Það þannig. Það við erum ekki með einhvern 90% af öllu brotamönnum í samfélaginu sem inn í kerfinu. Alls ekki. Og það ekki tilviljunarkennt hver handtekinn af lögreglu og hver sleppur. Við þurfum auðvitað að hafa þetta í huga. Og það alveg frá handtökunni yfir í ákvörðunum eitthvað varðhald, yfir í ákvörðunum ákæru og yfir í dóminn og yfir í ákvörðunum fangelsisdóm. Að ef þú ert innflytjandi, að þá á öllum stigum líkurnar gegn þér. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á hinum Norðurlöndunum benda til þess. Við eigum ekki slíka rannsókn á Íslandi. En og þetta byrjar jafnvel fyrr heldur en bara við handtöku lögreglunar. Þetta byrjar þegar nágrannir hringir vegna einhverja grunnsamlegra hegðunar. Að því að bara hvað vekur grunnsemdir okkar sem almennings og hvað þarf að gerast þannig að við tökum síntóli og ringjum í lögregluna að það eru alls konar hugmyndir sem við höfum ólíka hópa sem hafa þar áhrif og meðal annars hvernig við bara okkar svona hugmyndir hver hættulegur, hver líklegur til að vera að brjóta af sig. Kyn líka máli. Kyn skiptir líka máli. Þegar stelpurnar væru eitthvað að detta utan í ruslatönnur í einhverju hverfi eða við strákarnir, þá var líklegur að vera hringt á ef við strákarnir erum þetta. Já, og það bara við horfum öðruvísi á samskonar hegðun eftir hver á í hlut. Þannig að þessi bias eða einhver möguleg skekkja að hún byrjar meiri sig áður en lögregla mætir á staðinn. Þannig að þetta þáttur 2 og þáttur 3 einmitt þessi sem þú nefndir áðan hvað búið að taka tillit til. Þegar við erum að skoða upplýsingar afbrot, tíðni afbrot á milli ólíkra hópa í samfélaginu, að þá ekki tekið tillit til þess að ólíkra félags- og efnahagsstöðu sem gæti verið sá þáttur sem í raun og veru að hafa áhrif en ekki hvaðan þú kemur í hvaða landið þú fæddist. Að því að og í þessum rannsóknum sem byggja á svona stórum könnunum sem eru lagðar fyrir ungt fólk, að þar oft verið að skoða eða oftast verið að skoða samskonar krakka. Veitu hvað eru ungmenni með erlenda bakgrunn sem búa hjá báðum foreldrum sínum sem eru báðir bara ágætlega menntaðir, hafa þau meiri líkur heldur en krakka með skiluru. Þannig að búið að taka tillit til að því að það svo margt sem því að við erum manneskjur og það bara ótal margt sem hefur áhrif á hegðun okkar og oft þetta svona flókið að Já, það bara þetta talað sem sýndarsambönd í svona meginlegum rannsóknum að það virðist vera sem einhver ákveðin þáttur hafi áhrif á hegðun okkar en það vegna þess að það eitthvað annað sem hefur áhrif á hvoru tveggja eða tengist hvoru tveggja. Það hægt að reikna tilbaka eins og bara hlutfall atvinnuleysis og fleira í einhverjum hópum. Já. Ég var eitthvað í Frakklandi og var eitthvað að reyna að skilja það samfélag og þar eru náttúrulega stór hópur. Þar kannski múslimar með svipaða stöðu og svartir í Bandaríkjunum. Já. En það hins vegar að því að lögin í Frakklandi eru þannig að það má ekki skrá trú eða uppruna. Það svo flókið að nálgast þess að hvernig þetta En það var samt verið gerðar svona ýmsar tilraunir
til þess að reyna að meta þetta og þetta voru svo sláandi, ég man eftir einni sem að sagði að líkurnar á því að þú sett atvinnulaus eftir BA-próf eitthvað bara 3% ef þú ert bara svona venjulegu frakki, en 26% ef þú ert sko frá Norður Afríku eða Miðausturlöndum og múslimi. Já. Og svo bara var farið í gegnum sko líkurnar á því að sett í fangelsi og allt það. Að það var eiginlega sko verri staða þegar maður þekki svona greiningar frá Bandaríkjunum þar sem hefur verið að bera stöðu svartra og þá fannst manni svo sláandi að sjá en hins vegar var það bara svo erfitt að rannsaka þetta í Frakklandi að því það eiginlega bannað að skrá allar líka svona upplýsingar af því að þetta sem sagt samfélag sem er veraldlegt og það og má ekki blanda saman til dæmis trú og ríkinu og þannig má ríkið ekki halda upplýsingum þetta. Það skildist mér að væri sko vandinn að það var svo erfitt að draga svona sambanlega mynd eins og maður þekki svo vel úr Bandaríkjunum þar sem að þetta kemur svo vel fram. En þessi svona ólíka staða innflytjandana og hinna getur verið sko til dæmis með atvinnuleysi og aðgengi möguleika á því að geta haldið áfram í námi. Þekkjum við dæmi þess að fólk hefur velt fyrir sér að skipta nafn sko til þess að geta fengið húsnæði vegna þess að bara pólskt eftirnafn getur, eða fólk færði á tilfinninguna að ég fæ aldrei svar, kannski það út af nafninu mínu og það náttúrulega byggt upp á einhverju upplifun fólks af samfélaginu að dregur þá ályktun að það sé líklega nafnið sem að veldur því að mér ekki svarað. Já, það bara reynslan kennir því það. Kennir því, þannig að endalega svona þættir. Já. Já, þannig að þetta held ég að þessir einmitt 3 þættir skipti gríðarlegu máli af hverju niðurstöður og rannsóknum sem að En talandum að skipta máli, að núna heyrum við svona fréttir og lesum fréttir og þú gerir það og heyrir umræðu og svona þessi mál og þeir eru mjög svona rannsóknir og fyrirlestur upp í háskóla og sem að kannski draga fram allt aðra mynd heldur en undirtónn umræðunar. Já. Og þá var það spurningin sko, þóttu þú komist að þessum niðurstöðum, heldur það hafi nokkur áhrif á almenna umræðu í íslensku samfélagi? Sko, ég held að geti gert það. Ég held að geti gert það, en það gerir það ekki á sjálfur, þú veist, ég að gera rannsókn sem ég birti í ritrýndu vísindatímariti, ég held að það hafi lítil sem engin áhrif. Og það náttúrulega það sem við erum hvött til að gera. Það það sem við eigum að vera eyða tíma okkur í að gera. Þannig að en sko mögulega, ef að, sko ég held að skipti máli að bara fræðafólk sé að eiga í samtali við samfélagið og tala þessi mál og á þann hátt sem að, bara og fyrir alltaf að hugsa að þetta væri á einfaldan hátt, það þarf ekki að vera en þú veist, bara svona hversdagslegan hátt, hversdagslegan bara inn í fréttunum, inn í umræðuþáttunum ekki upphafið úr einhverju fílabilsturni, ekki eins og setja að fara ment okkur, þetta bara að taka þátt í samræðinni á jöfnhefð. Já, ég sagði á einfaldan hátt, ég var bara að hugsa eitthvað viðtal sem ég heyrði í gær, þar sem að það voru notuð svona fræðileg hugtök í annar ykkur setningu og ég sem hef margar háskólagráður í fræðigreinni skildi ekki hvað var verið að ræða, þannig að þetta er svona mikilvægt líka að tala bara mannamál sko þegar það verið að ræða þetta. Það nú ágætis hefð hjá ykkur afbrotafræðingum. Já. Afbrotafræðingar svona undan því að það hafa verið svolítið virkir í umræðinni á sömuleyti. Já. Frekar heldur margir aðrir svona. Já. Já, Helgi Gunnlaugsson hefur náttúrulega verið bara í fleiri ára að svara fyrirspurnum og ekkert verið smekk við það. Ég held að það sé Og kannski það hluti af því fyrir utan kannski baráttu afstöðu og fleira að það til dæmis held ég að sé öðruvísi umræða fanga á Íslandi núna heldur en var kannski fyrir 20 árum eða 30. Ég held að sé breyting þar á sko. Já, ég held það. Ég held að sé rétt. Ég eiginlega alveg viss það. Og ég svona, þegar ég flutti til Íslands frá Bandaríkjunum, eftir að hafa verið þar í einhver ár í doktorsnámi, að þá stuttu síðar, þá man ég einmitt að sko, þá
það vissi enginn hvaða orð ætti að nota á íslensku yfir kynþáttamiða löggæslu eða racial profiling by the police og og ég held að eiginlega allir hafi það orð svona eða ég held að þetta sé orðið svona frekar nokkuð almennt að því að hugmyndin að það væri mögulega kynþáttamiðu löggæsla í gangi á Íslandi eða að það skipti einhverju máli og hefur bara verið svolítið að koma upp á svona síðustu, ég veit ekki, 10 árum tæplega meira að segja og já, þannig að ég held að skipta alveg máli hvernig Okkur finnst alltaf skipta máli að þú komir hingað reglulega. Já, takk fyrir að bjóða mér og takk fyrir að koma hingað Takk. og ég ætla að reyna að ná fleirum hingað til þess að fleyta þeirri umræðu sem hefur verið í þessu fyrirlesturum hingað inn á Rauðaborðið. Kærleikir. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, við erum með samstöðuna í Bolholti 6. Þar húsnæði sem við köllum Vorstjarnan, Alþýðuhús. Hérna alls konar fyrirbrigði til heima. Hérna Sósíaldaflokkurinn og leigjendasamtökin PEP, félag fólks í fátækt. Vorstjarnan sem styrktarsjóður sem styrkir frelsis og hagsmunabaráttu hópa sem hafa kannski ekki efnaðslega burði til þess að standa undir henni sjálfir. Hérna mótmálarhreyfing sem hefur reynda legið svolítið niður sem heitir Við fólkið í landinu, stóð fyrir mótmálum á Austurvelli hérna gegn Íslandsbankasölunum á sínum tíma og margt fleira. Það salur hérna frammi sem við sjáum fyrir okkur að verði í framtíðinni svona hluti af dagskránni hérna á samstöðinni. Að það séu tækifæri til þess að vera með þætti sem að verða með, sem kallað áhorfendur í sal. Og það margt annað hérna og eitt af því sem í þessu húsnæði gluggagalleriði Stétt sem opnaði fyrir 2 mánuðum síðan með samsýningu margra listamanna sem var mjög áhugaverð sýning og ólík verk sem að röðust þar saman en hugmyndin var náttúrulega alltaf svo að þetta verið gott sýningarými fyrir einkasýningu og fyrsta einkasýningin hún verður opnuð hérna á morgun. Það verður opnun í Bolholti 6 í Alþýðuhúsinu klukkan 5 að þá opnar sýning Steinunnar Gunnlaugsdóttur sem hingað komin. Takk. Já, og takk fyrir að sýna hérna í þessu sýningarými okkar. Já, minn heiðurinn. Og þú ert búin að vera hérna, náður hérna bara frammi, þú ert að setja hana upp. Komin upp. Já. Við erum komin upp, þannig að hún býður núna bara í myrkrinu og svo verður kveikt á morgun. Viltu segja okkur frá sýningunni? Eða verður... Ég held að það sé best að segja bara sem minnst sýninguna áður hún opnar. Já, hún tala kannski bara mest fyrir sig sjálf. En hins vegar finnst mér alveg spennandi að tala þetta rými. Já, svona gluggagalleri. Já. Sem náttúrulega skemmtilega því að þetta svona drive-thru þú getur komið og raunverulega getur komið inn á bíl bara kvöldi til og lagt honum og horta á sýninguna í gegnum bílrúðuna. Algjörlega. Þetta ekki að komast út. Já. Það hafa verið svona gluggagalleri hérna. Já, það hafa verið gluggagalleri og mér finnst gluggagalleri mjög skemmtileg út í að þau eru opin allan sólarhringinn. Já. Og fólk getur svona meira svona rambað á þau. Þú veist, þetta er rauninni eins og útilistaverk nema að það er ekki að venda fyrir veður og vindum og öðrum elementum eins og hérna flest útilistaverk sem er bara, þú veist, það er það bara annar faktor, þú getur nota allt öðru sér efni og bara verið með annars konar verk þegar það er rauninni vendað en hefur svona sama element og útilistaverk að, þú veist, allir geta bara svona einhvern veginn rambað á það og sé það. En samt er þetta eins og tvívíð. Þetta er næstuði bara svo sjónvarskjár. Það er svona smá dýft í þessu. Akkurat. En þetta er eiginlega bara tvívíð. Já, þetta er svona kannski svo lágmynd. En ef það er skúlptúran inni þá ertu eiginlega bara að sýna næstuði það hefur bara eina aðkoma að hann.
Svona að vissuleiti, já, lágmynd. Þetta er eiginlega lágmynd. Svona, já. En þegar að við báðum að halda sýningu, þá náttúrulega verður að taka tillit til þess sýningarýmisins sem er Gluggagallerí. En þetta með að þetta sé svona, þarna fyrir innan sé svona hitt og þetta, samstöðun og sólstættarflokkurinn, leigjendasamtökin, PEP, er þetta samhengi? Svo erum við reyndar í götu, þar sem að Kauphöllin er hérna hinum við götuna. Já, Valhöll. Valhöll er hérna aðeins var. Einmitt. Bakari. Og já, auðvitað er þetta samhengi, þú veist, en það persónulega truflar mig ekki, sko. Þetta er bara skemmtilegt. Þú settir bara upp þessi sýning, þú getað sett hana upp í Gluggagallerí á Hverfisgötunni? Já, bara alveg eins, sko. En þú veit að þetta er verk sem er í takt við heimsmálin? Já. Má svona erindi? Þetta er svona einhvers konar ljóðræn úrvinnsla. Á kannski, ég ætla ekki að fara langt innan að passa mig, hvað ég að segja. Þú ætla ekki að tala verkið. En þetta er svona einhvers konar ljóðræn úrvinnsla á kannski margsögðum sannleika, eða þú veist, einhverju sem er búið að segja oft, en kannski á nýjan hátt. Ég segi það kannski á nýjan hátt. Þú ert pólitísk í listinni eða? Já, ég myndi segja það, sko, eða þú veist. Á hverju? Já, fyrir mér er það bara einhvern veginn óhjákvæmilegt. Það kemur bara einhvern veginn í gegn. En þú veist, persónulegt pólitískt, þetta rennur einhvern veginn bara alltaf saman, þú veist. Mis kannski skýrt eða beint. En þetta með, ég heyrði þið tala það frammi að það væri vantaðilega fleiri svona sýningarými, þar sem að væri ekki sölugallerí eða þar sem að listamenn þyrfti að borga háa húsalegu. Já, mér finnst það, sko. Það vantar meira svona, ég upplifa sér svona, búið að vera senustu ár svona skortur á listamannareknum rýmum, sem að hafa bara aðeins aðra funksjón heldur en kannski stóru sýningarýmin, söfnin, sölugalleríin, allt þetta, þú veist, þau hafa, já, bara, þau eru bara annars slags og það koma bara annars konar verk oft upp í þannig rýmum og það sem er mikið svona, þú veist, fólk er svona do it yourself og já. Ég held þetta ég líka við sko tónleikasali. Já, algjörlega. Það eru svo dýrt að vera í þeim og að það vantar eiginlega svona rými. Það vantar eiginlega bara stærra almannarými á Íslandi. Já. Það sem er hægt að vera með eitthvað hittast og vera skiptast á skoðunum og skemmta sér á þess að eitthvað sé að græða því, sko. Já, svona einhvers konar torg. Já. Já. Og Gluggagallerí er náttúrulega hluta því. Það er opið fyrir að vera að sýna fyrir hundamannafótum. Já, algjörlega. Það er í húsinu er tungumálaskóli. Já. Þannig að kemur, hvað sýtti ekki eftir því þú varst að setja upp að það er mjög fjölþjóðlegur hópur sem að labbar framjá. Já, mikið gangandi vegfarendum. Mikið gangandi vegfarendum, það er bara töluðu trafikkina. Þannig að sömuleyti er þetta skemmtilegt sýningarými þannig og þetta velta fyrir þér sko hvaða torg þetta er. Akkurát. Ég held að það móti mest torgið, er tungumálaskólinn hérna uppi. Já, það er alveg frábært sko. Já, mér finnst það mjög góð gluggi, hann er líka þetta er ekkert slór. Hvernig það? Hann er bara svo stór, bara risastór. Hann er 4 metrar langur og 2 metrar á hæð, þetta er bara risarými. Við erum reyndar í baráttu núna við húsfélagið, þegar þeir alltaf að skipta glugga þarna og þá koma svona 2 póstar hann í miðjunni sem er svolítið frekir. Við erum að reyna að fá þá til þess að gera undan þá þarna, þannig að verði sko heill gluggi. Já, það var algjörlega málið. Sjáum til hvernig ekki gengur. En við lakka til að koma á opnuna hjá þér á morgun. Já, bara öll velkomin. Öll velkomin. Já. Og allir velkominir, öll velkomin. Bara hvernig sem fólk vil hafa. Allar velkomnar. Já. Herðu, kæra þakkir Steini. Já, sjáumst á morgun. Herðu, en við höldum áfram við rauðaborðið að næsti gestur er rétt handa við hornið. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
Við ætlum að ræða hér heimsmálin við Hilmar Þór Hilmarsson sem hingað kominn. Við sögum nú frá því síðast að við ætlum að kannski að horfa til Bandaríkjanna og Kína núna. Komandi átök, yfirstandandi átök og komandi harðnandi átök þessara ríkja, þessara heimsvelda. En þú varst í bylgjunni í morgun og Diljá Mist, formaður utanríkismálanefndar kom á eftir þér og það svona færðist aðeins á milli samtalana, meðal annars svona umræða hvort að Íslendingar ættu að kaupa vopn og senda á vígvöllin í Úkraínu. Og hún var spurð þetta, hvort að hennar vital hafi mest snúist Tyrkland, en það var utanríkismálanefnd að koma úr opinberri heimsókn til Tyrklands. En henni fannst þetta fráleit hugmynd og það var nú nefnt þarna í viðtalinu við hana að þetta hefðu nokkrir forsetaframbjóðendur lagt áherslu á að það væri ekki í takt við það sem Íslendingar hefðu gert hingað til. Né vilja mikils meirihluta þjóðarinnar að við vopnlausa þjóðin varum að senda vopn. Við getum sendt hjálpargögn og ýmislegt annað en ekki vopn. Og það var til dæmis Baldur Þórhallsson að þessu, Halla Rund Logadóttir, en fyrst og fremst kannski Halla Tómasdóttir sem var síðan kjörin forseti sem hafnaði þessu alfarið að Íslendingar ættu að senda vopn á vígvöllin. Diljá Mist var ekki hrifin af þessu og ég ætla að kalla þetta skítaskilaboð. Það haft eftir henni skítaskilaboð forsetaframbjóðenda til Úkraínu. Hún sagði þetta, ég heyrði hann að segja þetta. Sko. Já, það það sem maður segir og ég veist það svolítið sérstakt að formaður utanríkismálanefndar skuli tala svona vegna þess að forsetinn nýkjörinn forseti gekk egna lengst í að færa rök fyrir því að nýkjörinn forseti? Já, nýkjörinn forseti, þannig að mér svolítið skrítið að svona skilaboð gangi á milli þingsins og Bessastaða. Ég alveg sammála ég alveg sammála Diljá Mist að stríður eru alveg hrikaleg og allt ábeldið sem þar og ég sé þetta í Víetnam og ég sé þetta í Mósambík. Ég var að vinna þar fyrir Alþjóðabankann, þar hefði verið stríð í 30 ár og ég alveg sammála hryllingin sem fylgir þessu, ég vil helst koma í veg fyrir stríð en ekki og semja og reyna að finna einhverja niðurstöðu en frekar að kaupa vopn. En ég ósammála þessu því ég held að vandamálið í Úkraínu í dag, það eru mörg vandamál en það ekkert síður vandamál í dag hjá Úkraínumönnum að þeir hafi ekki fólk. Það vopnaskorturinn líka vandamál, hitt ekki síður vandamál. Þannig ég held að við getum komið að því vandamáli á myndarlegan hátt án þess að koma inn í vopnahlutan en þetta sem að hlúa að innum særðu eða? Já, og gera þá tilbúna til að senda það aftur á vígvöllin. Já, ég meina þeir þurfa að halda sína hagkerfi gangandi líka. Og það ekki endilega víst á að senda þetta fólk á vígvöllin. Ég hef alveg séð það því ég var í Bosníu-Hercegovínu þar sem landið var þakið í jarðsprengjum og þetta voru plastsprengjur til þess að endust til lengst og mér var harðbannað þegar ég fór til Bosníu-Hercegovínu sínum tíma að ganga nokkuð staðar nema bara malbyggi að steypu. Ég mátti hvergi fara inn út fyrir það var algjörlega bara blátt bann við því. En allavega þarna var mjög mikill fjöldi fólk sem var búið að missa útlimi eða fætur og þá náttúrulega var hægt að gera þetta fólk vinnufært aftur, það var bara heima hjá sér og gat ekkert gert og heilbrigðiskerfið lamast þessi. Sem ekki síður mikilvægt heldur en að gera fólk klárt til þess að fara á vígvöllin. Nei, þá getur þú þarft að hafa bæði fólk, það þarf að reka grunnþjónustu ríkisins og bara starfsemi í landinu, hagkerfið þarf að hafa eitthvað starfsemi og svo þarf það líka að vera með náttúrulega hermenn en með því að gera fólk starfhæft aftur þá ertu að gera mikið gagn held ég. Vopnasendingar skipta líka máli en þá það helst fyrir þau lönd sem eru með her og eru með vopnaframleiðslu að þau komi að þeim hluti. Það þarf hver að leggja sitt að mörkum eftir því hvernig viðkomandi staðsettur í NATO og hvað styrkleika þú hefur. Þannig að ég held að bæði koma gagn og eins og ég alveg sammála því sem hún mjög tilfinninga og hún var að lýsa svona á tilfinningarlegan hátt hvað árásin á Úkraínu, hvað þetta verið hryllilegt og ég meina það öll stríð hryllileg. Ég meina stríðið í Afganistan var líka hryllilegt, stríðið í Írak var hryllilegt og stríðið í Líbíu, þetta allt hryllilegt. Þess vegna skiptir svo miklu máli að reyna að koma í veg fyrir þetta. Hún talaði reyndar ekki út frá því, heldur út frá því að Úkraínumenn yrðu að sigra stríðið. Það væri leiðandi friðar.
Já, það er náttúrulega búið að vera, það skilabúið að vera í gangi núna á 3. ár og maður sér nú ekki alveg að það sé að fara að gerast. Auðvitað væri það óskandi að Úkraínumenn gætu ná sínu landi tilbaka og stríðinu gætu lokið. En maður sér ekkert fyrir endan á sem ég veist þessi þvæla bara alltaf vera verri og verri. Er þetta svona merki það að þingið og ríkisstjórnin eru svona að senda skilaboð til forsetans að halda sig innan einhverja marka, að það séu þau sem að móta utanríkisstefnuna, því að þetta var rætt í forsetakosningum utanríkisstefnu stjórnvalda og svo þeirra eigin stefnu. Og Halla fannst mér vera bara nokkuð skýr á því að hún til dæmis talaði fyrir því að við ættum að tala fyrir friðarviðræðum í Úkraínu. Hún talaði gegn því að senda þangað vopn, alveg vitandi það að forsetinn bæri að halda sig innan stefnu stjórnvalda. En forsetinn hefur náttúrulega möguleika á að túlka hana. Það er utanríkisstefna Íslendinga, það ekki að fara ekki með ófriði gegn öðrum og þannig það er alltaf eitthvað svona svigrúm til túlkana. Heldurðu að það gæti orðið svona einhver svona núningur á milli nýs forseta sem er kjörinn með þetta erindi? Ég held að meðan áður en nýforseti tekur við þá borgir sig fyrir þingið að spara aðeins ekki kalla þetta skítaskilaboð. Já, að vera aðeins hógværara í málflutningi og sjá hvað forsetinn gerir. Forsetinn var ekki held ég að tala að taka völdin utanríkisráðherra, heldur var hann ekki kalla eftir samtali, það þyrfti að fara fram samtali og taldi vera bara skyldu forsetans. Það er bara hluti við þetta fólk sem eins og ég held að formaður utanríkisnefndar er talsmaður líka væntanlega lýðræðis og mannréttinda og málfrelsis og þá hlýtur að vera eðlilegt að þegar kemur upp svona mál sem er viðkvæmt að það fari fram lýðræðislega umræðum þetta og það sem ég finnst þetta að vera að segja að ég var En ef það er lýðræðislega umræðum þetta þá finnst mér líklegt að niðurstaðan yrði sú að fleiri væru á línu Höllu Tómasdóttur heldur en Diljá Mist. Já, ég hef ekki sinni að skoðanakönnun þetta. Það verður náttúrulega merkilegt að sjá það fá viðhorf þjóðarinnar ykkur í könnun. Ég hef ekki séð það en mér finnst það svona sem ég heyri að fólk svona setji spurningamerki við þetta og það er það sem í þessu er það að við vitum að við getum gert mikið gagn því að aðstoða fólk sem hefur slasast og örkumast. Við vitum það og svo vitum við það að einn veikasti hlekkur NATO er svæði sem við erum á og ákveðin þess að Rússar eru með svo mikla viðveru þar NATO minni viðveru og svo er óvissa í kosningum í Bandaríkjunum hver verður forseti og forsetin sem að geti orðið, Donald Trump, hann er á allt annarri blaðsíðu heldur en Biden sem er núna og svo er ekki svo mikið, svo lítil hernaði við vera sem fylgir varnarsamningnum. Framkvæmt varnarsamningsins, það er ekkert í varnarsamningnum hvað á að vera á Keflavíkurflugvelli. Vegna þess að hann var frá 1951 og það síbreytilegt hvað þarf til að verja land. Og svo þegar ég var aðstofnum það var ákveð að 3 ára fresti hvað þyrfti til þess að var Íslendingar og Bandaríkjamenn skilgreindu saman hvaða þyrfti til þess að vera væri varnir. Þegar ég var í þessu þá voru nokkur þúsund hermenn að Keflavíkurflugvelli. Ég held að segja ykkur 200 manns núna í dag eða ekki? Það voru loftvarnir. Það voru frétt daginn að það voru 200 manns? Það við með svo núna skilst mér að það sé svona loftrýmisgæsla og það kemur öðru hverju hópur og þegar ég hef verið að fara bara að ferðast erlendis og hef ég séð kapótarleitavélar. Það er eitthvað þarna en ekkert nálægt því sem var og það er frekar lítil viðvara svo náttúrulega ég ætla aðeins með forsetan og utanríkismála nefnd Halla er náttúrulega nýkjörinn og meðan annars út af ykkur meðan annars út af þessum áherslum sínum myndum að rætla að það er ef það er fulltrúi er kjörinn á þing að þá hefur hann umboð fyrir þá stefnu sem hann kynnti í kosningabaráttunni. Og þú talar svona að hún vilja opna samtal þetta og við höfum svolítið talað það að það sé verið að gera breytingar á svona öryggismati og öryggisstefnu Íslendinga án þess að hafi farið fram einhver umræða. Ég var með þingmannum daginn, Andrés Jónsson, sem sagði að það væri lengi umræði í þinginu við þær gríðalegu breytingar sem væru í heiminum og líka þá svona stefnubreytingu sem stjórnvöld standa fyrir. Það er náttúrulega verið að stórauka útgjöld til hernaðar og varnarmála meðal annars með stuðningi við Úkraínumenn.
og eitt af því sem var einkennandi í málflutningi Höllu var að hún lét svo á að forsetinn væri svona tæki til þess að auka samtal í samfélaginu. Þannig að við erum kannski með þá stöðu að stjórnvöld eru að senda vopn á vígvöllin sem líklega gegn vilja allavega 70+ % þjóðarinnar. Miðað við hvernig Halla kynntis hlutverk forsetans, það var ekkert óeðlilegt af því að hún taki þetta mál einfaldlega bara upp og farið að ræða þetta út í samfélaginu. Hver á stefna Íslendinga að vera, svo að stefna stjórnvalda sé í takt við vilja almennings, eða ekki? Já, það eitthvað sem við erum að sjá hvað hún mun gera, hvernig hún mun gera þetta, sko, náttúrulega, hún felur utanríkisráðherra sem forseti að fara með utanríkismálin, en hún hefur tjáð sig þetta og þetta mjög mikilvægt mál og ef við erum að tala að breyta stefnu Íslands, þannig við fyrir að senda vopn og kaupa vopn og ef við fyrir svo líka að segja, við ætlum líka að fara að vera með útgjöld til varnarmála 2%, þá erum við algjörlega að breyta þjóðfélaginu. Já. Við erum að breyta, sko, ég meina, þetta er svo stór biti sem hann held að fara úr ríkisfjármálunum, að þó það taka hann einhvers staðar. Og þá þurftum við stóru póstarnir í okkar fjárlögum eru heilbrigðismálin það stærst og svo eru alls konar félags- og velferðarmál og svo eru skólamálin, dýrir þættir og það þyrfti að taka væntanlega af ykkur af þessu. Það þyrfti að fara fram þjóðfélagsumræðu það. Ég held ég sagt það við þig áður. Mín upplifun er þannig að ráðherrarnir í ríkisstjórn vita eða hafa með einhverjum leyti samþyktað í samtölum við NATO-ríkin að við munum stórauka þessi útgjöld. Sú umræða hefur ekki farið fram á Íslandi. En þau hafa stigið yfir það svona tilfinningarlega, að þannig það. Við verðum að bara stórauka útgjöld okkar, en þeir hafa ekki kynnt þetta í þjóðinni, ekki kynnt Alþingi þetta. Og þess vegna held ég að kemur upp svona staða að Bjarni Benediktsson fer eitthvað út og á í engu vandræði með að setja 4 milljarða ári til Úkraínu, en þess að raunverulega var hann búinn að sætta sig við það að þessi peningar ætti að fara í eitthvað svona varnar og hernaðar dót. Já, forsætisráðherrann fyrrverandi, Katrín, hún, ég man rétt þegar hún var spurð út í þá vísaði hún í þingsályktun sem við vorum að tala í gær og svo þingsályktun var samþykkt á Alþingi. Án umræðu eiginlega. Já, en það er náttúrulega þá Alþingi að kenna ef það hefur ekki umræðu þetta. Það er hluti á Alþingi að ganga frá þingsályktun og lögum. En það er líka hlutur Alþingis að virka á einhvern hátt sem svona málstofa samfélagsins. Þannig að mikilvæg mál fái þar einhverja umræðu, að það sé kallaði eftir áliti annarra og ég meina þau bera líka ábyrgð á því. Já, það er náttúrulega spurning hvernig það fór fram, að hvort það hafi verið farið fram með eðlileg umræða og hvort það hafi verið kallaði til sérfræðingar í þjóðfélaginu til að mæta fyrir þingnefndir og slíkt og rætt þessi mál. Hins vegar varðandi þetta fund sem að Bjarni fór hjá forsætisráðherrum Norðurlandana, þá kemst hann ekki hjá því. Norðurlandasamstarfið er mikilvægt fyrir okkur og hann hefur þurft að fara þangað og það er engin spurning að sko Norðurlöndin hin eru í mikið meiri pressu heldur en við. Við getum náttúrulega sett okkur í svakalega mikla pressu, við viljum það, en þau eru mikið meiri pressu að því leyti að sko þau eru þarna nálægt Eystrasaltinu og svo eru Norðmenn náttúrulega með Svalbard og þeir eru þetta þessu svæði sem að Rússar eru að byrja að íta við. Þeir eru nervusur út á siglingarleiðum, þeir eru pirraðar út á NATO, Finnlands og Svíþjóðar, Svíar hafa áhyggjur af þessum eyjum sem þeir eiga þarna og sama hafa Eistar. Rússar tala að breyta siglingafarvegum og siglingarleiðum hvað þeir mega fara langt að landunum. Það er komin pirringur á landamærin. Við erum ekki með neitt af þessu. Rússar hafa hingað til ekkert, ég veit ekki þess að þeir að vera að fara inn í landhelginni hafa okkur að gera alls konar kunstir. Hins vegar ef að við erum að kaupa vopn, þó svo auðvitað eru afleiðingar stríðsins hræðilegar. Að drepa konur og börn og fólk og það eru hræðilegar afleiðingar. En hins vegar ef að við erum að kaupa vopn og þau eru sérstaklega þau eru notið inn að landamæra Rússlands, ég veit ekki hvort að þessi vopn sem við erum að kaupa það verið gert, þá verða afleiðingar, af því þetta er stríð og stríð er algjör óhugnaður
og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að koma í veg fyrir þetta. Ég hef sagt við þig, ég hef séð afleiðingar stríðs Mósambík sem voru búin að vera í 30 ára styrjöld, 15 ára í styrjöld í Portúgali og svo öndu 15 í borgarastyrjöld. Og þegar ég fór til Norður Mósambík að byrja Alþjóðabokkunum að kanna aðstæður, þá voru aðalega bara börn á götunum með vélbyssur. Það var ekkert fullorðið fólk eftir til þess að vera í stríð. Það var bara að drepa allt fólki, það voru bara krakkar sem voru að berjast. Og maður við séð þetta í Víetnama sem ég var að vinna fyrir Alþjóðabokkunum í 4 ára sem ég var reyndar löngu eftir stríðin. Það voru ennþá að fæðast börn vansköpu útlímalaus í miklu mæli eftir efnahernað og eiturhernað. Þannig ég eins og formaður utanríkismálanefndar, ég hef alveg séð þetta sko, það er ekki sem að sé algjör grænjast, ég hef alveg séð þetta. Ég fór til Bosníu-Hercegovínu í lok styrjaldarinnar þar og þar fórum við í gang með þessa stoðtækja og við sáum mörg þúsund ungmenna sem fengu enga aðstoð frá ríkinu til þess að geta fengið að fara að lifa eðlilegu lífi aftur, voru bara heima og gátu ekkert gert og heilbrigðisráðuneytið átti enga peninga og það voru stoðtækjur rándýr. Og það vildi svo til að við áttum öflug fyrirtæki á Íslandi sem hafði kraft í sér til þess að gera hluti og tækni og ákveðna yfirbyrði. Þannig að ég er sammála því að við erum að hjálpa Úkraínu, það er bara hvernig við gerum það og það er misskilningur að halda það að eina vandamál þessa lands sé vopna skortur. Eitt vandamál í það með það þeir eru að fá vopn sem þeir kunni ekki á, þurfa að læra á, til dæmis sem er í þessu F-16 orðstóttur, þeir kunni ekki á þar, þeir einhver ára að þjálfa aðila, þannig að sko að hjálpa fólkinu að komast á lappirnar og fara að virkja það aftur, það er líka mikilvægt og við eigum að mínum mati í NATO að beita okkur í borgaralega hlutanum, ekki í hernaðar hlutanum. Nema við ætlum að taka það ákvörðun að við ætlum að fara í hernaðar hlutanum, við ætlum að stofna her og fara að þjálfa hermenn og við erum tilbúin að fara að senda hermenn inn í Úkraínu og inn í Íslandsstríkin ef það eru ráðast á þau sem ég heldur reyndar að sé ekki að fara að gerast en það geti gerst. Sérstaklega ef þessi lönd eru farin að skaffa vopn til þess að skjóta inn í Rússland og sérstaklega ef þau fara að senda hermenn inn í Úkraínu að þá getur allt gerst. Þetta er umræða sem þarf að fara fram á Íslandi, bæði stöðuna í Úkraínu og líka hvaða stefnu Íslendingar taka. Það er bara þannig að þannig rann þessi þingisályktun til að gegnum Alþingi að þetta er gert í nafni þess að við verðum að styðja, þetta er svona hlýðið víði stemming, hlýðið Zelenski, þetta fer í gegn og hort framjá því að Zelenski getur haft einhverju öryggishagsmuni sem eru aðrir heldur en Íslendinga. Við höfum ekki sem hagsmuni á þeir. Auðvitað höfum við hagsmuni á því að stuðla að lýðræði og mannréttindum og allir slíku og við höfum stutt Úkraínu og það sem ég finnst aðna gallið við þennan pakka þýðsvörðunartillögu, það er voðalega lítið verið að nýta íslenska sérþekkingu eða fyrirtæki eða það sem við kunnum og getum. Þetta er svona mikið að leggja okkur á bankareikninga, láta tékka hafa peninga og þeir eru miklu milligöggaðilar að kaupa vopn og það er eitthvað leyndarmál kannski hvað þeir eru að fá þessi vopn og löndin sem er að selja þeim vopn, þau vil ekki einu sinni að Rússar viti af því, þau eru líka hrædd sko. Mér finnst það svona vafasum viðskipti en auðvitað verða þeir að fá vopn og þeir eru að fá vopn. Það er nóg af liði til þess að láta þau fá vopn. Við höfum, já það er alveg rétt, en við höfum enga þekkingu við höfum þekkingu á öðrum sviðum sem eru mikilvæg og mér finnst til dæmis, já eins og með þess að þingstjórnartillögu, það er verið að leggja inn á alls konar trust fund sjóði hingað að fanga peninga. En svo við erum ekkert að koma að þessu. Ef við ætlum að vera í svona borgaralega hluta NATO og veita borgaralega stuðning, þá eigum við að byggja upp capacity til að við getum komið inn á myndarlegan hátt, ekki bara í Úkraínu, heldur bara annars staðar sem við viljum koma að við höfum einhverja getu til þess og við höfum sérþekkingu og við byggjum upp einhvern sérsvið þar sem við getum lagt fram á myndarlegan hátt án þess að setja okkar eigið öryggi í mikla hættu með því að ögra ríki sem er, ég meina í návíi við okkur og við sjáum alveg að Rússar eru þegar fannir að þjarma að Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum. Ég skil vel þegar Bjarni fer til mér finnst alveg rétt ákvörðun hjá Bjarni að fara og hann fásist Ég var ekki nefna það, ég var að nefna það 4 milljarðana sem hann... Já, en hann er undir náttúrulega mikilli pressu vegna þess að Norðurlöndin eru öll að reyna að gera sem þau geta, það eru stórar upphæðir og þau eru ólík okkur að því leitum sem þau tökur Svíþjóð eru eitthvað stærsti vopnaframleiðandi í heiminum. Þannig að þeir geta komið með vopn því þeir framleiða vopn, en við erum ekkert í sleikri stöðu. En ég meina, íslensk stjórnandi er undir mikilli pressu, en ég finnst líka samt sem að þegar þau eru að tala þetta, þá talaðu þetta bara út frá Úkraínu og hagsmunum Úkraínu. Það er, sko, ef þú ætlar að leysa mál í alþjóðasamskiptum og þú átt óvin,
þú verður að skilja óvinnin. Þú verður að, ef þú vilt semja eitthvað eða fá ykkur að niðurstöðu, þá verður að skilja óvinnin hversu illa sem þeir viðkomandi og hversu mikið sem hatar óvinnin eða hvernig þetta Þú verður það ekki stefna Íslands og það ekki stefna NATO og það ekki stefna Pentagon. Það ekki stefna Zelenski. Hann ætlar að halda friðarviðræður í Sviss núna án óvinnarins. Já, og Kínverjar skilst mér að vilja helst ekki taka þátt í þessu og Zelenski kvartari við því að þeir séu að grafa undan því að lönd sæki þetta. Sko Kínverjar náttúrulega eru með þetta Belt and Road Initiative og eru með fjárfestingar út allan heim þar á meðal í Suður-Ameríku sem Bandaríkjamenn hafa ekki viljað að Kínverjar yfirleitt bara væru en þeir eru komnir í mikil viðskipti þar gríðarlega mikil misskilst að Afríkubúin sem ég þekki að sama hvar þú ferð með Afríku og það allt fullt af Kínverjum með peningaveskið og vilja fjárfesta og þeir eru eins og Alþjóðabankinn, hann lengi að fjárfesta, það alls konar reglur sem gilda spilling og umhverfismál og jafnréttismál og þetta endalausar athuganir sem kannski og það þýðir ekki að hlutinni ganga hægt fyrir svo oft, en þegar Kínverjar koma að þá bara gerist allt bara á það byrjaði að malbika morgun. Já, það mjög mikil hraði og það mörgum líkar það vel en það náttúrulega þá kannski með meiri líkur á mistökum en allavega það þannig og svo eru Kínverjar að beita þessum áhrifum sínum að segja löndum sem þeir eru aðstoða verið ekkert að fara á þessar ráðstefnu. Þetta ekki friðarráðstefna og Kínverjar eru banda með Rússa. Það ekkert leyndarmál. Það fer ekki dult með. Þú sérð bara þegar Putin að fara til Kína og hýsta Xi Jinping við höfnina. Þetta ekki eins og sé að taka með stríðsklappamanni. Þetta er mjög náið bandala og það er bara þannig og við bara horfast í augu við það og þannig að sko þessi ráðstefna hún hefur takmarka gildi, hún hefur mjög takmarka gildi eins og hún skipulögð að það sé búið útiloka algjörlega hinn aðilinn sem að í stríðinu komið að málinu og þá hugmyndin ennþá við hittumst bara og við erum svo valda mikil að við getum bara gengið frá Rússlandi bara með því að hittast Saman var gert þetta niður í Hörpu fyrir rúma ári síðan og þá kom Evrópuráðið og samþykkti það hvernig ætti að ganga frá eftir uppgjöf Rússa. Já, það sko, þessi tjónaskrá finnst mér voðalega skrýtin, eins og ég sagt við þið áður að mér finnst voðalega skrýtin því að ég veit að stofnanir sem að skoða þetta, sko, Evrópusambandið með fjárfestingarbanka Evrópu, svo Alþjóðabankinn með 5 stofnanir sem samanstendur af 5 stofnanir, þetta allt stofnanir sem kunna að vinna bæði með einkageranum og ríkinu og byggja upp og fjárfestingarbanki Evrópu, hann búinn að vera til dæmis tökum Eystrasaltsríkin sem voru hlutasafnríkjunum, ég var þar í 4 ár sjálfur að vinna og ég var alveg í sambandi við fjárfestingarbanka Evrópu sem Evrópusambandið á. Þessi stofnanir hafa kunnað til að gera þetta og þær eru að gera skrá yfir tjón í þarna, þannig að ég sé ekki alveg til hvers þetta var að þessu leyti því að Evrópuráðið hefur ekkert capacity til að gera neitt, auðvitað geta búið til ykkur að skrá, en ég meina, hvað ætlar að gera? Þú ert með land sem á 6.000 kjarnagota, hvað ætlar að gera? Ætlar að fara til Moskvu og snúa Putin niður, ég meina, hvernig ætlar að ná þessu markum? Hvað ætlar að gera? Það ekki takt að framfylgja þessu. Og svo bara líka finnst mér vanta tjónaskrána fyrir Írak 2003 og það vanta tjónaskrána fyrir Gazasvæði líka. Er það bara eitthvað sem hver ætlar að borga fyrir það? Ég held að Bandaríkjamenn mun ekki fara að borga fyrir það. Þeir þurfa að hugsa sem eigin mál. Ég ætla að taka aðeins aftur heim áður við fyrir til Bandaríkjanna og Kína. Þessi ummæli Diljá Mist, það sem nú að tala þessi skítaskilaboð sem var eiginlega skilaboð nýkjörins forseta. Að við sittum og erum að ræða þessi mála því við teljum það vera mikilvæg. Við teljum sko Úkraínustríðið og þessar breytingar sem eru í heimsmálunum vera mjög aðkallandi að Íslendingar sko skilgreini gaumgæfilega svona sína öryggishagsmuni og hafi utanríkisstefnu og varnarstefnu í takt við breyttan heim. Þess vegna sittum við og það mátt alveg heyra það á Höllu Tómasdóttur að hún metur það sama. Hún metur að það séu háskalúr heimur og það sé mjög mikilvægt að Íslendingar séu boðberi fríðar og svona gæta að sér að það sé hagsmunir Íslendinga stríðinu hætti í Úkraínu, að það sé ekki hagsmunir Íslendinga við sem að senda vopn sem vopnlaus þjóð á vígvöllin, að við eigum að gæta að einhverju svona stöðu okkar sem friðaríkis en ekki að skella okkur í hóp sko stríðsríkjana. Og þetta er mikilvæg umræða og ástæðan fyrir að við sittum er að við teljum þetta að vera bara eitt af mikilvægasta sem við ættum að vera ræði í íslensku samfélagi. Og sumuleyti má ætla að Halla Tómasdóttir upplifa það með einhverju sama hætti. Þannig að ég bara velta fyrir mér hvort að
þessi áhersla hennar á að forsetinn eigi að vera eitthvað svona stundum hljómaði eins og svona umræðustjóri í samfélaginu. Ég held að Ólafur Ragnar hafi nefnt það, þannig að í kosningabaráttunni hefði komið fram sko 4. eða 5. hlutur kostar sem var að standa fyrir svona einhverju umræðu og ég meina Halla var eiginlega svo sem að gekk lengst í því. Þannig ég er bara að velta fyrir mér hvort að þetta sé kannski ekki eitt af þeim allra mikilvægustu málum og mest aðkallandi málum sem að myndu þá vera á verkefnalistan nýkjörins forseta. Já, sko, hún talaði bara eins og er skynstælegt fyrir smáþjóð sem er vopnlaus. Það er að segja þú reynir að semja og þú ert ekki með neina augrandi aðgerðir gegn stórveldi, þú getur samt gert gagn og hún tala bara eins og út frá hagsmunum Íslands og ég býsti því að hún hefði fengið sem að stjórnvöld gera ekki mörg atkvæð út á þetta að hún talar, ég held að Íslendingar skilji þetta þannig að fyrir smáþjóð sem er vopnlaus þá er best að það sé friður kringum okkur. Við séum ekki átökum við stórveldi, við getum farið í átök út af miklum hagsmunum eins og landhelginni, eins og við gerðum á sínum tíma, en annars ekki og það þjónar okkar hagsmunum að sé friður. Ef þú ert herveldi sem er þetta að reyna að færa þig út og þú hefur hermenn og vopn þess að tryggja hagsmunni og ná undir því svæðum, þá hefur þú allt öðruvísi hagsmunni og ef þú ert í stórveldabaráttu, við erum það bara ekki. Og við höfum okkar, það er ákveðin óvissa okkar varnir og meira þess að NATO sáttmálinn, hann skuldbindur ekkert Bandaríkin til að vera í okkur í stríði. Hann gerir það ekki. Hann bara segir það að í átökum þá verður hvert land má það bregðast við as it deems necessary en það er engin skuldbinding það að Bandaríkin muni verja okkur í stríði eða önnur NATO-ríki. Þau þurfa að bregðast með einhverjum hætti við en þau geta gert þetta sjálf og eftir út frá eigin hagsmunum. Nú má maður kannski segja þessu svo að Ísland sé svo mikilvægt vegna legu sinnar að Evrópuríki og Bandaríkin muni leggja tölvöld mikið á sig en allavega það eina sem við vitum það að á landinu sjálfu eins og er í dag þá sjáum við ekki að það sé mikil fyrirstaða til þess að gera mikið. Þegar ég var að vinna í þessu fyrir 25 ára síðan, þá voru fastar orrustuþotur á Keflavíkurflugvelli alltaf og ég mati þegar við gerðum kröfu á þeim tíma að þær veru alltaf on high alert. Þetta voru F-15 orrustuþotur og F-16. F-16 voru þá tiltölulega nýlegar þotur og ég mati að aðmýrallinn sagði við mér í ráðherrabústaðnum að gerir þau grein fyrir því að þið eru að gera svo mikla kröfur að flugmennir geti ekki fara heim til sín. Þeir eru að sofa við hliðina á vélinni og þeir geti ekki fara heim til því það er svo skammur tíminn og það sem við sögðum alltaf, við viljum að vélarnar, ef að Rússland eða einhver er að nálgast landið, þá viljum við að vélarnar séu komnar í loftið og þær séu komnar á mótsvið á óvinnin, hver sem það er, áður en hann kemur inn í lofthelginni hjá okkur. Það var bara að rekna þetta út, hvað þetta var langur tími og það þýtti það að flugmaðurinn gat ekki farið svo að þeim á sér og við gerðum þess að Þeir voru á vöktum eða ekki? Jú, þeir voru á vöktum en þeir gátt ekki farið heim til sín. Þetta er svo brunalið, bara þeir sáfu á öfriðinni. Já, og þannig að þá voru náttúrulega að virkar varnir og okkur fannst þetta samt vera frekar lítið en þetta var samt sem áður virka varnir. Það er ekki í dag og svo náttúrulega er forsetinn sem geti tekið við í janúar með allt annað blaðsíðu heldur en það sem er núna. Þannig að við erum í óvissu heimi. Er skynsamlegt fyrir okkur í svona óvissu heimi að fara að kaupa vopn ef við værum til dæmis eins og Svíþjóð og við værum með vopnaframleiðandi og við hefðum tölulega stóran her þá er þetta öðru vísi svolítið. En ég held samt sem að ég er ekkert vissum sko, ég skil verið Svíþjóð skildi gáði gangi í NATO og finna, ég er ekkert vissum að þetta muni auka öryggið þeirra vegna þess að þetta bara verður meiri núningur sem var ekki áður. Það er ekkert víst að við verðum bara að sjá hvernig það þróast en ég skil þá alveg. En ef að þú ert með alvöru her og getur varið þá er það þannig en eins og sé við höfum ekki þá reynslu að það sé við erum ekki minni landamæri í stórveldi, við erum ekki minni landamæri en ég meina ef þú ert eins og Pólland þú ert með landamæri, austurlandamæri við Úkraínu, það er stöðugur núningur á þessum landamærum og ef þú ert í þeirri stöðu að ef að Úkraína tapar þá eru að færast landamærin þá ertu Pólland komið risa löng landamæri við Rússland og það náttúrulega fyrir þá er það alveg skelfilegt og ég skil að þeir skuli fara í 4% og þeir byggja upp her og þeir vilja senda vopn og gera hluti. Þeir eru bara í allt annari stöðu heldur en við allt aðra hagsmunni. Þeirra hagsmunir eru miklu nær Úkraínu heldur en okkar hagsmunir.
Það verðist ekki vera lítið svo á í íslensku stjórnvöldum að þannig eigi að meta hlutina. Heldur eigum við að taka upp öryggismat og öryggisstefnu Póllands og Úkraínu og Pentagon. Það ekkert sjálfstætt mat á hver sko staða Íslands. Þess vegna var áhugavert það sem að Halla Tómasdóttir var að segja, sem var eiginlega svolítið á skjön við stefnu stjórnvalda, sem að þú heyrir munin á tóninum í henni og Diljá Mist á bylgjunni í morgun, sem að stefnan svo að Úkraína vinni Rússland á vígvellinum. Það hefur verið lengi talað um það. Nú, við vitum ekki hvernig stríð. Það enginn sem að trúir þessu og hefur enginn trúað þessu í heilt ár. En samt segir fólk þetta. Það búið að segja þetta alveg frá upphafi. Og það búið að vera svo augljóst svona í allavega 1 ár að þetta ekki að fara að gerast. Já, ég allavega sé það ekki. Auðvitað væri óskandi að Úkraína með einhverju kraftaverki myndi ná því að ná landinu tilbaka og myndi ná að vinna sig út úr þessu. Þú getur ekki byggt öryggisstefnunni á kraftaverki? Nei, þess vegna hef ég verið mjög skeptiskur á þess að þú veist og ég hef ekki trúað því að ég held að Úkraína sé búin að tapa þessu stríður en veru og það mjög dapurlegt og manntjónið sem hefur orðið verður aldrei bætt og þeir máttu svo sísta öllu við því, þú veist það vel sjálfur, þú skoða það mál og eignatjónið allt saman sem verður aldrei bætt, þannig að þó að þeir myndi vinna stríðið þá er samt staðan mjög slæm, þeir eru búin að þú bætir ekki upp þegar mjög stórt hlutfall af unga fólkinu annarkvæmt flúið eða búið að láta lífið eða örkumlað, þá verður það baggi á þessari þjóð kynslóðum saman. Þetta er foreldrakynslóðum sko, sem eru verið að fórna. Fæðingar þínir hreinur og þetta er mjög mikið gamalt. Þú hafið séð það raunverulega áður eftir hrun Sovétríkjanna, þá sérðu það að þeir sem að flýja landið, vegna þess að það var engin hagvöxtur í 30 ár og fólk flýr landið til þess að bara byggja sér framtíð annar staðar. Það var náttúrulega mest ungt fólk. Já. Og þú sérð bæði það að vantar þá kynslóð inn í aldurspíramítan en líka sko börn þeirrar kynslóðar. Já, já. Og ef að bæti síðan ofan á það að þessu fólki fórnað á vígvellinum og eða flýr land, það er náttúrulega mikið það að kallan eru kannski á vígvellinum en konurnar eru flúnar með börnin úr landinu, að þá ertu komið með sko aldursamsetningu þjóðar í þessu landi sem að hún verður sko áratugi kynslóðir að jafna sig á. Já, það er ekki vá því. Þetta er mjög alvarlegu vandi og fyrir utan það sko að minnst að eftir að Sovétríkin féllu þá var engin hagvöxtur í 30 ári í þessu landi og þegar menn að tala um þetta hafi verið í lýðræðisríki, þetta var sko þetta er ólíkarkaríki miklu verra heldur en Rússland heldur Rússland var. Það miklu meiri spilling og það ég er ekki að halda þessu fram. Þetta má bara lesa úr alls konar skýrslum og athugunum sem höfðu verið gerðar á efnahag Úkraínu. Það var verfarið svona ólíkarkaríki þar sem var búið að ræna öllum eigum almennings frá Sovéttímanum og kom í hendurnar á örfáum auðkýfingum. Já, þú getur allavega að sé það sko, þú hefur lesið þetta meira heldur en ég, en ef ég bara sem hagfræðingur, ég horfi bara á því verka landsframleiðslu, að þá frá því Sovétríkin féllu þá tvöfaldast verka framleiðslu í Póllandi, í Rússlandi, rúmlega það. Þannig að það er eitthvað að gerast í hagkerfinu, verklega framleiðsla mann, en hún eykst ekkert, hún minnkar í Úkraína 30 ára tímabili og svo fækkaði Rússum eitthvað, en miklu minna heldur Úkraínum, það var bara algjör hrun. Þannig að það er eitthvað mikið að þessu og maður heyriði mikið spillingu þarna, en við hefum svolítið eins og íslensk stjórnvöld talað um þetta hafi bara verið eins og Sviss þetta hafi verið bara gott land, það sem var þokkalega gott lýðræði og allt með góðum móti þangað til að þetta allt var eðlilegt fyrir þeim. Það var ekkert þannig, þetta var náttúrulega bara í rúst, en nú náttúrulega er þetta bara ennþá verra. Og þessi hugmyndum að sigra stríðið, hún er ekki að rætast og þannig að maður sér bara skelfilega framtíð og ég sé ekkert heldur alveg augljós hverjir ætla að koma uppbyggingu þessa lands. Ég átta mig ekki á því, sko, það er verið að tala um Evrópusambandið með mokaðarninn peningum og þetta verður eins og Þýskaland eftir seinni heimsstyrjöldina eða Japan eða eitthvað slíkt, eins og þú ert að benda varðandi fólksfjöldaþróunin og allt það og ástand í landinu. Þú líka tekið bara hver geta og styrkur Evrópu. Því að Evrópa er í efnahagslægð. Hún hefur nóg með sjálfa sig.
Ég meina, við erum að Og ef að Evrópa ætlar að jófanalega fara kannski að bæta við 1% hvert ríki í hernaðarútgjöld sem eru kannski 2,5% af ríkisútgjöldum sem að mun líklega leiða til sko hægari uppbyggingu grunnkerfana og velferðarkerfana. Já, þú sér það að Evrópusambandið sjálft sem er að standa í innviða uppbyggingu og alls konar uppbyggingu, þeir fá svona 1% af verkefni landsframleiðslu í sameiginlega sjóði. Það er verið að tala að NATO að fá helmingi meira eða 4 sinnum meira. Aukningin er kannski sambærileg. Hugmyndin er það sem að Evrópuríki þurfa að auka útgjöld sinn til hernaðar er álíka og að búa til nýtt Evrópusamband. Minnstakosti. Og þetta eru sko rangar áherslu vegna þess að það er svo margt annað sem þarf að gera. Og þetta líka getur haft sko leitt til pólitískrar ókyrrðar í þessum löndum og leitt til þess að alls konar öfgahópar nái meir og meir í völdum í þessum löndum vegna þess að það er ekki samstað þetta og kannski ekki mikil umræða frekar en hér. Við erum sumir vilja vera með her á Íslandi. Einhverjir forsetaframbjóðendur voru, eða það var eitthvað að tala um her. Einhver forsetaframbjóðendur var nú með það en í svo fall að dreigja tilbaka. Baldur hafði sagt fyrir einhverjum árum síðan og var að glíma við það alla kosningabarátuna að segja að hann hafi ekki verið að leggja til her. Já. Heldur hafa hann einhvern veginn, ég veit ekki alveg hverju rökin voru, en hann var að benda á það sem að hann er að tala að við getum elt landhelgisgæsluna. Við getum ég veit ekki hvort hann orðaði það alveg þannig, það mátti skilja það, hann var eiginlega að leggja til að kannski ættum við að skoða það að breyta björgunarsveitunum okkar yfir í einhvers svona varasveitir þannig að fólk fengi borga fyrir þetta. Og það var ýmislegt svoleið sem við getum gert, að þá væri það svona uppbygging einhvers mannafla sem að kannski væri ekki sko rekin eins og her, ég held að hann hafi sagt að við kunnum það ekki, það er ekki kultúr fyrir því að ef við myndum búa til her þá er það eitthvað sko hlægilegt, þannig hann var kannski að tala að sko að og það er svipað og ég var að segja áðan sambandi við ríkisstjórnina og Bjarna. Það er eins og sko hugmyndin ákafra NATO-manna er það að við séum eiginlega, það sé orðið þannig staðan að við munum þurfa að leggja til svona 1-2% af landsframleiðslu á svona allra næstu árum til hernaðaruppbyggingar. Og þá sé eiginlega sniður að því að þetta er hvað sem er tapa fé, að það er bara gjaldi fyrir að fá að vera þarna inni, að því við getum ekki alltaf setið við borðið þar sem eru fátækari ríki sem eru að komið langt yfir 2%. Á endanum munu þau náttúrulega segja hvað með þessa Íslendinga, eiga þeir alltaf að fá að vera einhverju frírættir sérna með okkur. Þannig að það er eins og NATO, ákvæðustu NATO-sinnarnir eru búin að átta sig á þessu, að við munum þurfa að borga þetta. Og ég upplifði það að Baldur væri eiginlega að lýsa því að það sem að við þurfum hvað sem er að gera þetta. Ættum við þá ekki bara beina peningunum í því að eiga bara góða landhelgisgæslu, setja björgunarsveitirnar á laun, skilgreina það sem eitthvað svona varalið, þannig að það væri hægt að í bókhaldinu færa það yfir í uppbyggingu öryggis og varnarmála og þar höfum þetta guttan. Já, sko, ég er sammála, ég hef sagt það við áður, ég er sammála því að það mætti efla landhelgisgæsluna. Við erum með mjög stóra efnahagslögsögu, við erum bara með 1 skip á efnahagslögsunni sem er með fallbyssu, ég held að Freyja sé ekki eins og komið með byssu, þannig að ég er ekki hrifinn af því að vera að nota byssur, en við getum þurft að beita bara eins og einhverjum lögreglu aðhaldi. Við þurfum að fylgjast með, við þurfum að bera með ábyrgð á þessari landhelgi og við getum, og þessari efnahagslögsögu eins og við eigum og viljum geta verndað hana og normennir í þessari stöðu, þeir eru í vandræðum til dæmis á Svalbarða út af húsum sem eru komnir með viðverið þar. Við getum elt hana og í háskalegri heimi þá sem er eðlilegt að við eflum landhelgisgæsluna því að við bara líka bara til eftirlits og til björgunar. Við getum sagt við NATO, við ætlum ekki að fara að sofna hér, við ætlum ekki að fara að senda ykkur hermenn, við ætlum ekki að fara að senda íslenska drengi sem byssufóður til að verja ykkur lönd, en við erum tilbúin að auka öryggi ykkar á þessu hafsvæði og hjálpa til þar. Við getum gert það. Og hann var að tala sæstrengi og slíka hluti strengi sem ættir að skera á og rússa getur valdið okkur skaða. Ein leið til þess að minnka það að líkurnar á því að við verðum fyrir slíkri árás er að eiga í þokkalega vinsamlegum samskiptum við alla aðila. Sko, smáríki hafa þá hagsmuni að eiga eins vinsamleg samskipti við stórveldi eins og hægt er. Ég hef nefnt sem dæmi Litáen við því. Ekki pota með priki í augað á byrninum. Nei, og sérstaklega þeir eru að pota þeir eru með priki í augunum á Kínverjum, Litáar til dæmis, með því að leyfa þeim að opna
skrifstofu í Vilnius sem heitir Taiwan skrifstofun, ekki Taipei. Ef þeir eru left Taipei skrifstofu sem er höfuborg Taivans, þá hefðu Kínverjar ekkert verið ánægðir, þau senna sagt lítið, en ef þau Taiwan skrifstofa þá fær þær að sjá til svo sendir á, þá verða þær alveg brjálaðir. Og ég veit að Kínverjar til dæmis voru mjög nervusur þegar við getum Eystrasaltsríkin, að við gætum kannski farið í þá leið að alltaf fara að viðurkenna Taiwan, og einhvern tímann átti forseti Taiwan að koma til Íslands svona í óformlega heimsótt bara sem ferðamaður, og ég var það aðstofamær utanríkisráðherra, það var allt brjálað því að Kínverjar voru svo hræddir að við myndum bara fara og segja ok, við ætlum bara að viðurkenna Taiwan eins og við gerðum með Eystrasaltsríkin. Þannig að þeir eru mjög nervisir og þú vilt ekkert vera að rugga þessum bát, og þess vegna eiga smáríki að mínum dómi að eiga eins sæmileg samskipti. Okkar samskipti við Rússland í dag eru slæm, en ég meina við erum búin að segja við fordæmum þessa innrás, og við erum búin að segja að hún sé ólögleg, og við tökum þátt í einhverjum svona viðskiptaþvingunum vegna þess að við erum að sameiginlega markaða Evrópusambandsins, og ég held að Evrópusambandið bara gerir þá kröfu ef við erum á þessum sameiginlega markaði sem skiptir okkur máli, sem því það við erum innan tollabandalagsins. Ég meina að Evrópusambandið er tollabandalag og við erum innan tollabandalagsins, að við þurfum ekki að borga sameiginlega toll, og það er ákveðin þriðjindi sem við fáum, en þá gera þeir líka kröfu til okkar að við gerum vissa hluti fyrir þá. Þetta er bara give and take. Þetta er alveg eins og með NATO-aðildina og dýrlega varnarsamningin. Við fáum ákveðna tryggingar út á það, þó að þessi ekkert fullkomnar, en fyrir það gætu við aldrei leyft Kínverjum eða Rússum að vera með einhver umsvif hérna sem getur talist verið hernaðarumsvif eða eitthvað sem getur ógnað öryggi Evrópu eða Bandaríkjanna. Það er aldrei liðið. Þannig að sko þetta er þannig, en ég held að sem eins og Halla Tómasdóttir talaði, það hafi verið skynsamlegt út frá hagsmunum smáríkis sem hefur ekki vopn, og líka að hún virðist hafa meiri trú á því að það sé hægt að leysa mál með samningum og samræðum heldur en margir sem að leiðtogar Norðurlandana aðrir eru svolítið komnir á þá línu að það sé ekki hægt að leysa þetta nema með vopnum. Og við sjáum það bara alveg á stríðum sem hafa verið undanfarin ár út allan heim að hvað það er hvað það er takmarkað árangur sem við getum náð með slíku. Við erum að sjá það núna í Úkraínu, við séum þetta oft áður. Já, en það eftir sem áður þá eru stjórnvöld í svo til öllum Evrópuríkjónum sem eru á þessari línu, nema að Orbán í Ungverjalandi sem er eiginlega á þessari tala eiginlega einum rómi og eru sum hver í keppni að auka enn á þátttökuna, að senda hermenn á vígvöllin, að skjóta á Rússland og fleira. Það er frekar að umræða meðal ráðamanna í Evrópu sé að auka átökin. Já, og þessi það er ákaflega fáir sem er að tala í hináttina. Þetta er stigmögnun og hún er alltaf að vera meiri og meiri og hún er svo mikil að við höfum enga reynslu af því hvernig hverjum getur leitt. Þetta er svona eitthvað svona uncharted territory og við vitum ekki einu sinni hvað þetta getur endað og með hvaða ósköp geta komið og fyrir slysni og allavega. Þannig að þetta er mjög hættuleg þróun. Bandaríkin eru með, má kannski segja að það hafi gerst á Trump-árunum að í utanríkisstjórn Bandaríkjanna að það var eins og þau vildu skilgreina Kína sem sinn höfuðandstæðing og afleiðingarnar hafa verið svona aukin tension eða spenna í Kínahafi, en líka hækkun tolla, bann við samskiptamiðlum sem er í eigu Kínverja í Bandaríkjunum og svona mörg dæmi það að þessi spenna sé að aukast. Eitt er mikil áhersla stjórnmálamanna einmitt á að viðurkenna sjálfstæði Tævan, þó svo að sá flokkur sem að lengst hefur verið við völd þar vilji ekki sjálfstætt Tævan, heldur sameinað Kína undir sinni stjórn. Það er náttúrulega bara þessi flokkur sem er til dæmis nýkomin til valda sem er með að stefnuskrá að vera með sjálfstætt ríki í Tævan. Það var ekki stefna Tævan áður, heldur var litið svo á að þetta vera sameinað Kína, en það var bara vitlaus stjórnvöld á meginlandinu, þannig að hugmyndin var svo að sameina Tævan aftur Kína.
Þannig að þetta er ekki alveg venjuleg sjálfstæðisbarátta, eins og þegar Íslendingar styðja sko sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna, þá er það til þess að svara ákalli megin þorra íbúana þar, sama með Palestínu, það er verið að svara ákalli allra sem að búa þar og við getum jáfnvel stutt sko sjálfstæðisbaráttu sko Skota með eiginlega sko svona auðveldari rökum heldur en að styðja sko sjálfstæðisbaráttu Taívan, því að það er ekki alveg ljóst meðal íbúa Taívan að það sé stefnan sem á að taka að Taívan sé sjálfstætt ríki. En það er verið að búa til svona spennu meðal annars í kringu Taívan, ógn sem að líta á Taívan sem er svo sjálfstætt ríki sem að stendur ógn af Kína. Þetta er stefna sem að svona ef maður horfir á síðustu svona 20-30 árin er svolítið erfitt að sjá að séu svona hagsmunir Íslendinga. Við vorum að tala um Höllu Tómasdóttur sem er að taka við sem forseti og við getum bara rifjað upp svona utanríkisstefnu Ólafs Ragnars Grímssonar sem meðal annars byggði á því að heimurinn var í stór og við ættum að rækta sko samskipti okkar við Indland og Kína. Ég held hann hafi skynjað að heimurinn var að breytast og hann vildi breyðast við því. Já. Og hann var að bregðast við því og taldi eins og þú ert að benda á að það sé mikilvægt fyrir smáríki að vera í vinsamlegum samskiptum við þessar flesta og þetta leiddi til þess að við gerðum til dæmis fríverslunarsamningu í Kína, þessi stefna, þessi hugmynd að við ættum að byggja við vorum í miklu viðskiptum við Sovétríkin þó að það hafi ekkert verið NATO en sko varandi Bandaríkin hafa breytt stefnu núna. Taívan, Bandaríkin eru með styðja single China policy þannig að þið viðurkenna ekki og er ekkert að fara að viðurkenna sjálfstæði Taívan. Þegar Richard Nixon og Henry Kissinger opnuðu samskiptum í Kína þá var sendiráðið í Taívan, Taipei því var lokað, bandaríkjasendiráðinu og opnað sendiráðið í Peking en það eru samt með svona ígildi sendiráðs sem er svona stofnun í Taívan til þess að halda upp í samskiptum. Það sem hefur verið ögrandi, það sem að Kínverjum finnst ögrandi, ég held að Bandaríkin sé ennþá með single China policy, það er að segja Taívan. Ég geti nú trúa því að það myndum reyna á hana á næstu misserum. En það sem hefur pirrað Kínverja er heimsókn forseta fulltrúa deilda Bandaríkjaþings til Taívan. Þetta er það háttsettur aðili sko. Stjórnkerfi í Bandaríkjanum er þannig að forsetinn er nummer 1, varaforsetinn er nummer 2 og forseti fulltrúa deildar er nummer 3. Segjum ef að fósiti féllir frá og varafósiti féllir frá að þá er fósiti fulltrúadeildar en fósiti Bandaríkjanna. Þetta er svo háttsettur aðili. Ef þú sendir svona háttsettur aðila í opinbera heimsókn til Taívan þá verður Kínverjar, Peking verða mjög fúlir yfir þessu. Þau finnst þetta eins og sé verið að segja svona óbeint skilaboð að þeir séu sjálfstætt ríki og það pirrar þá og þess vegna fannst mér skrítið þegar Nancy Pelosi fór að fara þessa ferð. Og svo líka þegar núverandi forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings segir að Íran, Kína og Rússland séu axis of evil og Kína er í þeim pakka. Það er líka mjög pirrandi. Þau eiga alltaf þetta hugtak sko, öxulveldi hins illa, svo skiptaði bara löndum út hverjir eru þar. Nú er Kína lendi í hópnum. Sko. En sko, en sko, það sem að sko, þegar annars að ég vilji segja sko, ég horfi ekki á það að Bandaríkjamenn séu, og ég er ekki að segja að þú segja það heldur, að Kínverjar séu vondir eða Bandaríkjamenn séu vondir eða Rússar séu vondir, þegar þú ert komið multipólar heim, sko, sem eru ekki bara eitt pól, multipólar, það verða slagsmál. Það er alveg sama hvað, þó segjum Indland verið sem hópi, segjum að Indland verið komið í en hóp eftir ykkur 10 ára eða eitthvað, þá verða þeir svona líka. Og ef við verðum svona stórveldi, þá verðum við svona líka. Við værum í slag við einhvern og það sem gerist er það að þú nefndir Obama þegar Bill Clinton var forseti þá talaði hann fyrir engagement policy við Kína, engagement policy virkja alþjóðastofnanirnar til að hjálpa Kína, hleypa þeim inn í alþjóðaviðskiptastofnanirna og byggja hagkerfi Kína upp og þá var Kína miklu minna hagkerfi heldur en Bandaríkin, miklu minna. Svo er þessi gríðarlega hagvöxtur og tímum Obama er Kína farið að nálgast Bandaríkin, þá kemur taugatitringur. Þannig bara að koma svona per competitor, einhver aðli sem getur fara að keppa við okkur. Svo þegar Trump verður fórseti 2016, þá er á jafnvirðisgengi, purchasing power parity, Kína eru jafnstórt Bandaríkjunum, þá byrja titringunum fyrir alvöru, þá er bara komið, þeir eru bara að taka fram úr okkur. Þá kemur svakaleg taugaveiklun og svo bara vex hún meira og meira og svo þegar Biden kemur tekur við,
2021 er það ekki, þá verður þetta ennþá meira, þannig að þetta gerist þegar þú ert komið með samkeppnisaðila og þessi samkeppnisaðili, hann er staðsettur í Austur-Asíu sem svona þessi álfa sem að vaxa svona mikið og langfjölmennasta álfan í heiminum og þeir eru svona fannir svolítið að þenja sig út og vilja svolítið ráða siglingaleiðunum, vilja taka í allt Suður Kínahaf og vilja svona vera ráðandi og helst íta Bandaríkjunum út og eru svo fannir að fjárfesta í Suður Ameríku og Afríku út allar jarðir, fannir að fara fyrir botn Miðjarðarhafs, Persaflóin sem alveg ábáslega viðkvæmsvæðið fyrir Bandaríkin, fannir að leiða saman fjendur, Sádi-Arabíu og Íran. Það skapar óbáslega mikla tauga spennu í Washington. Það að gerast það sem að Bandaríkjamenn hafa óttast, að það verði til heimsveldi annars staðar í heiminum sem er nú öflugt til þess að raska hagsmunum Bandaríkjana meiri sig í Suður Ameríku. Það er mjög erfitt fyrir Bandaríkin sem hafa verið númer 1 mjög lengi og ríkasta landið og er ennþá öflugasta landið, ríkasta landið að vera númer 2, bara sálfræðilega erfitt og það er sem eiginlega óhjákvæmilegt ef að Kína heldur að vaksa nema að verða eitthvað hrun hjá þeim og auðvitað fyrir þeim að fækka því þeir voru með one child policy svo það getur fyrir að fækka en þeir eru samt 1,5 milljarður hér bíl þannig að það tekur tíma þeim fækki eitthvað Bandaríkin er ekki með eitthvað 350 milljónir eitthvað sirka þeir eru bara mun ríkari en þeir eru að stækka og Bandaríkin þurfi ekki bara að sætta sig við það að þau verið nummer 2 það er ekkert langt í að Indland verið nummer 2 og Bandaríkin nummer 3 sem hagkerfi. Indland er með mikinn hagvöxt núna. Þeir eru aðeins fjölmennir en Kína með það mantal sem við vitum og höfum. Þannig að Bandaríkin verða númer 3, ekkert áður langt líður og svo geta komið lönd inn eins og Indonesia og önnur lönd sem er mikið fjölgun af fólki það sem að geta líka tekið fram úr bara lengra fram í tíman. Þannig að heimurinn er að breytast og þetta skapar ákveðna spennu. Landið sem að dóminera þeir var ráðandi er að missa þessi tök spurningi hvernig á að bregðast við því getum við lært að lifa í margpóla heimi saman án þess að séu átök stórveldasamkeppnin hún er svo það var eftir Úkraínustríðið þá var svona komum nokkrir hérna við vorum að meta það og þá var ein línan var svo tími svona hvað ég segja opinnar svona alþjóðavæðingar, svona svipað og sem er friðsamleg samskipti þjóða myndi byggja upp frið að það bauð skipsbrott með árás Rússa inn í Úkraínu og þess vegna er hætt öllum olíuviðskiptum og öðru slíku og eitthvað fleira og þá var fólk sem var að segja það að þetta er bara breyting í heimsmálunum og nú erum við komin inn í tímabil þar sem að ríki verða bara að vera í sínum hópi með sínum líkum. Þannig að við ættum meiri segja fólk sem var skeptísk að Evrópusambandinu sagði að kannski ættum við bara að opna fyrir það að vera með nánari samskipti þar. Mér fannst Þórdís Kolbrún á tímabili vera næstu því að segja þetta. Að það gæti orðið þannig heimur að nú verður bara ákvað í hvaða blokk þú ætlar að vera og ef að svo liggi í þeirri ákvörðun Íslendinga að vera bara með Evrópu og Bandaríkjunum í blokk að þá ættum við kannski bara að skoða aukin samskipti við þau ríki kannski taka þátt í Evrópusambandinu en bara gleyma þessu sem við vorum að nefna á það sem var utanríkisstefna Ólafs Ragnars Grímssonar friðsamleg samskipti við sem flesta. Já, það auðvitað má segja að Evrópusambandi sé sem lítið blokk sem Bandaríkjunum er ekki vel að hrifin þessu tollamandalaginu þarna sammeili í tollar. Þeir þurfa að færa kannski vestmiður inn í Evrópusambandi til að þurfa ekki að flytja inn á það því þeir eru þá bara framleiðir inn í en þetta er tollamandalag, það er tollamúr þannig að þetta er svona blokk sem er það sem ákveðin hópi landa það eru Evrópusambandið 27 pluss 3, Ísland, Liechtenstein og Noregur sem við hafa líka aðgang en það sem við lýsa finnst mér svolítið vera þannig að í hagfræðin og efnahagsmálin snúast það að svona globalization, samkeppni, viðskipti eins og alþjóða viðskiptastofnunin fellanur alla kvóta, lækka tolla, örfa viðskipti og það kemur hagvöxtur og svo er spurningin hvernig er það reynda leiti til þess að við fengum ótrúlega öflug alþjóðleg fyrirtæki en eins og að veikari þjóðríki Já, en allavega þetta er svona getur verið positive sum game því að þó að þú sé svona það sem að kalla gains of trade í hagfræðinni að segja að þú getur með sérhæfingu mikil sérhæfingu
og stærðarhagkvæmni, það sem er economies of scale, það getur náð mikill hagkvæmni og svo er spurningi hvernig skiptir þessu á milli aðalega, sum lönd geta farið verð út og önnur fara vel út, en það er hægt að skipulega geta þannig ef það er gert skynsamlega að allir græða á því. Þetta er það sem að hagfræðin gengur út á, en það sem fasið sem við erum núna í er öryggismála samkeppni, það sem mennur aðalega eru hrættir og það leiðir til einangrunarstefnu og þá hefur þetta þveröfu áhrif, þá eru allir haldað sér höndum, grípa til alls konar refsiaðgerða, og lögmálin eru þau, Hilmar, eða ekki, að þegar að það eru öryggishagsmunir sem að ráða stefnuríkja. Þegar ríki upplifa sig órugg, þá taka þau ákvarðanir út frá öryggishagsmunum sínum, jafnvel þótt að þau fórni viðskiptahagsmunum eða... Alltaf, vegna þess að ef að þú fórnar öryggishagsmunum þá getur ekki náð neinum öðrum markmiðum. Þú verður alltaf að öryggishagsmunir hafa hærri forgang heldur en efnahagshagsmunir. Því ef að þú missir, ef þú er búin að missa öryggi, ef þú er búin að missa sjálfstæði og búin að missa stjórn á þínum málum, þá getur ekki náð neinum markmiðum lengur. En ef að þú ert hefur öryggismálin í lagi, þá getur við verið að ná alls konar öðrum markmiðum, þar að maður efnahagsmarkmiðum. En við erum komin í einhvern svona neikvæðan fasa, refsiaðgerðir gegn Rússlandi, reyna að hægja á hagvexti í Kína, barátta milli landa, hægir á hagvexti og styrjaldir, sóun, taka peninga og fjármagn úr svona einhverju svona framleiðnum atvinnugreinum, einhverju og notaði í hernað, mannfall. Þetta er svona einhver neikvæði fasi sem getur verið erfitt að brjótast út úr og hann kannski fylgir svolítið því þegar þú ert með multipolar heim, þegar kemur þessi samkeppni. Því að þegar Kína var lítið í samanburði Bandaríkin, þá voru Bandaríkin að tala um engagement, þess að Bill Clinton gerði. En svo þegar Donald Trump er komin, þá er Kína farið að ógna og þá þarf að reyna að skrúa þetta eitthvað niður. Og þá náttúrulega bregst Kína við og munurinn náttúrulega á Kína og Sovétríkjunum þegar kalda stríðið var það að Sovétríkin voru að loka hagkerfi, þannig að var þetta að keyra Sovétríkin niður í raunverulega án þess að það hefði svo mikil áhrif á umheiminn. Þannig að þetta var að loka hagkerfi mestu leyti. Mestu leyti, það var eitthvað viðskipt þar með Íslandin, það var svona lítið. Og við sendum niðursöðuvörur og fengum olíu. Já, ég man því þegar ég var krakki þá var ríkisstjórnin að semja við Rússa viðskipta, töluvert af sjávarafurðum. Þetta var töluvert mikið mál á þessum tíma. Við vorum að fá, þetta voru vöruskipti. Þetta var töluvert mikið mál fyrir ríkisstjórnin að semja þetta var gert reglulega. En sko, munurinn á Sovétríkjunum og Kína, þannig að Kína byggir allt á, galopið, er útflutningsdrifið, það byggir á svakalega mikilli sérhæfingu og stærðarhagkvæmni og það er engin sameiginlegur markaður í Asíu eins og í Evrópu, ekki svona eins og í Evrópusambandinu, það sem að bara Evrópusambandinu heilt stofnun sem fjallar sameiginlega markað og skipulögstu regluverk og það er ekki svolítið ekki til í Asíu, en þar er þetta meira sameiginlega markaður en fyrirtækjadrifin. Það er að segja fyrirtækin sérhæfa sig óbáslega, framleiða svakalegt magn og ná mikilli sérhæfingu og þess hagkvæmni og þessi hagkerfi eru öll útflutningsdrifin og svo í Kína svona miðstöð þar sem að hlutir eru settir saman og svona heldur utan með þetta allt og eitt vandinn í Asíu er sá að lönd eins og Japan og Suður Kórea og svo Ástralía sem reyndar ekki Asíu en samt þarna nálaðinni við þetta efnarslega mjög háð Kína. Já, eins og Vietnam og alltaf, þau eru mjög háð utanríkisviðskiptum Kína og þurfa utanríkisviðskipti við Kína að því Kína byggir á utanríkisviðskiptum. Þeir byggja ekki eins og Suður Ameríka var meira svona hugsunin var svo að framleiða vera sjálf sér nóg og það var sama með Afríku. En að meina Asía var svona það sem að kalla export optimism, það er að segja mikil útflutningur og hérna, þess vegna ef þú ætlar að skrúa niður Kína þá ert að skrúa niður Vesturlöndum leið og það skrúa niður Bandaríkin. Þetta veldur til dæmis að þú nefndir Ástralíu, þetta veldur mikill í svona erfiðleikum í Ástralíu, þetta með að því að viðskiptahagsmunir svo gríðarlegir við Kína en þau skilgreina öryggishagsmunir sína með Bandaríkjunum og eru í svona mjög undarlegri klemmu. Það er mjög gaman að hlusta á Ástrala tala um utanríkismál út af þessu. Já, þeir voru lengi að velta fyrir sig, hvoru megin eigum við að vera? Eigum við að vera Kína megin? Eða eiga að vera Bandaríkjamegin og þá var líka mikið spurning hvað geta Bandaríkjamegin raunverulega varið okkur geta þeir það, vilja þeir það munu þeir gera það og þá sjáður þeir svakalega mikla vöxt Kína og svo sjáður að Bandaríkin hefur að reyna að færa sig frá Evrópu
yfir í Asíu en geta það núna miklu síður vegna þess að það er alltaf suðupunkt í Evrópu. Bundir í báða skóla, bæði í Miðausturlöndum og Evrópu. Og svo í Miðausturlöndum líka, þannig að hvað geta þið gert en á móti kemur að Kína er búin að taka markaðshagkerfi en er einræðisríki og mannréttindi eru ekki á vestræna mælikvarða, þannig að þá eru þeir langt frá Ástralíunum en hagkerfið þeirra, þá eru þeir með markaðshagkerfi. Menningarlega séður eru Ástralar miklu nær Bretland og Bandaríkjum, þess vegna endaði með því að Ástralar mynduðu bandalag með Bretum og Bandaríkjum sem heitir AUKUS sem er svona dæmum að þegar á reynir þá verður það öryggishagsmunirnir sem að ráða stefnunni. Já, og þá fengu þeir kjarnorkuknúna kafbáta í staðinn og ég held að Bandaríkjum ég veit það ekki með grunar að þeir var bara sagt við þeim sko, ef að við lendum í því að Kína verður ofan á öryggisafkeppninni við Bandaríkin í Asíu að þá eru þessi kjarnorkukafbátar sem þeir eru með sem eru kjarnorkuknúna. En er þetta ekki gott dæmi í Ástralía það þegar á reynir að þá verður öryggishagsmunirnir sem að ráða ákvörðunum? Ef þú myndir skoða Ástralíu og tengsles við Kína út frá efnahagslegu sjónarmiði að þá myndir þú segja að það er bara no-brainer að þið eigið að byggja upp sko samskipti við Kína. Því það er bara ykkar stæðsta viðskiptaland. Jú, og svo það er spurningi, það er ekkert útilokað fyrir Ástralíu að fara í öryggissamstarf við Kína. Þú sér það er ekki að fara að gerast til marildi. Það er ekki að fara að gerast. Það er svo ótrúlegur ótti við Kína í Ástralíu. En það voru ákveðnir aðilar sem töldu að það væri mjög hættulegt fyrir Ástralíu til lengdar að treysta á Bandaríkin. Og það væri mjög hættulegt. En það er gríðalegur ótti í Ástralíu við Kína. Já, alveg klárlega. Og það er bara pólitíkina gengur út á það að magna upp óttan við Kína. Það er líka alveg svakalegur ótti við Kína í Bandaríkjunum og bara í allri Asíu og Bandaríkin er að mynda svo kallar Balancing Coalition sem er svona, skilurðu, bandalaríkja gegn Kína og þá ertu með Bandaríkin náttúrulega eitt, út með Ástralíu þeim pakka en svo ertu með Asíulönd eins og Japan, Suður-Kóreu, Tævan og Singapúr og Filippseyjar núna. Filippseyjar er að fara nýlega verið sjóherfsæfingum með þessum löndum. Þeir vilja alveg mjög að fá Víetnamin í þetta pakka. Og þeir mjög ekki gera það. Víetnamarnir eru mjög tvístígandi og vilja ekki, eins og við höfum talað áður, þeir eru með stefnu sem myndi fara að bera högg við það, en þeir hins vegar, þeir spila á stórveldin, þú sér það sko þegar G20 fundum í Indlandi í september í fyrra, þá fer Biden heldur hann blaðamannafundin, hann var í Indlandi þessi fundur, G20 fundur, þá heldur hann blaðamannafundin um hennar fund í Hanoi. Þetta í september og í desember er Xi Jinping komin báðir náttúrulega aðilega með peningafiski með sér og bjóða alls konar hluti og Víetnam myndi spila á það, þeir vita, þeir vilja það hafa þessi með sér liði og þeir láta það borga en þeir fá ekki neitt í staðinn. Svo er löndið eins og Thailand sem er land með 80-90 milljónir manna, það er öflugt land, það eru lönd eins og Indonesia, Malasía öll þessi lönd verði í þeirri stöðu að Kína og Bandaríkin keppa að fá þau í lið með sér og sérstaklega Bandaríkin er að reyna að mynda þessa Balancing Coalition og ég held að þeir sjáu fyrir sér Víetnam, Kínverjar að tæla þessi Myanmar til dæmis sem er rættumsvæði, það er mjög undir áhrifum Kína, Kambodja er undir áhrifum Kína, Laos er undir áhrifum Kína og svo er Pakistan undir áhrifum Kína, Indland er út allt. Já, passa sig á því að gera Kína hvorki af óvinni sínur nýja vini. Nei, þeir eru í BRICS með Kína. Þeir mæta á G7 fundi eða með boðið þar með Bandaríkjunum og þeir eru í bullandi viðskiptum með Rússa þannig að þeir eru að bara nýta þeir eru kallað none-alike þeir segjast að við tökum ekki afstöðu við reynum bara að græða á öllu sem hægt er að græða á og Víetnam er svolítið að taka þessa stefnu líka spurningi hvort þetta verður hægt ég heyri svona á ungum Víetnamum í dag sko, sem er að tala um unga Víetnama að þeir svolítið eru þeirri stöðu að Víetnam eigi að taka afstöðu með Bandaríkjunum og gegn Kína eldri Víetnamar eru mjög heikandi sem er mjög finnst þeirra skynsamlegt og Víetnamar sem búi í Evrópu margt hámennta fólk sem hér hámennta fólk sem maður hefur kynst frá Víetnam bara sem dæmi að þeir eru svolítið eins og Evrópubúar sko, steitan hefanum alla sigra sko. Það tekur 70 ára að gleyma stríðið, þannig að það er kannski 2040 sem að Víetnamar munum búa til bandalag með Bandaríkjunum. Já, þeir eru undir mikilli pressu
en þeir hafa ekki vilja hafa erlendan þeir bjóða samt herskipum að koma frá Bandaríkjunum. Til dæmis að þeir eru alveg tilbúinir í það að Suðurkynni hafi, ef það eru umdeild svæði sem einhverjar eyjar eða einhver svona landsvæði sem eru að deila við Kínverja, að þá eru þeir alveg til í að semja við Bandaríkjuna að þeir koma með herskip að sigla inn á þetta svæði og þeir fylgjast með þessu. En þeir vilja ekki vera með neina flota höfn með fasta. Nei. Hilmar, ég ætla að taka þig, núna erum við búin að skýra heiminn og átökina milli Kína og Bandaríkjanna. Hver eðlileg stefna Íslands í þessum heimi? Eigum við bara að vera í liði með Bandaríkjunum og Pentagon? Sko við erum... Eða hefur við möguleika á því að ég ætla ekki að vera... Ég veit ekki hver stefna Ólafs Ragnars Grímssonar í heiminum eins og hann í dag, en ef við vísum til þess hvernig hann talaði hérna fyrir 25 árum eða svo, að þá var það í þeim anda við ættum að vera góðir vinir allra. Sagði Ólafur Ragnar? Já, svona hann var með þetta að hann er realisti, það er bara alveg, ég er alveg sammála á honum í því, hann er realisti. Hann er ekki með þessar neoliberal kenningar, hann er realisti. Já, er það raunhæft að við getum haft þá stefnu í þessum breytta heimi? Að við getum sagt hérna litla Ísland að við ætlum bara að vera vinir allra? Já, sko við erum náttúrulega, við erum vestrænt ríki. Við erum með vestrænt efnahagshagkerfi, við erum með vestrænar stofnanir, allt er þetta ófullkomið, en þetta er allt vestrænt. Við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland þetta líka. Við erum í NATO og við erum með varðsamtum. Sko þetta skipra sem við erum með gerir okkur ekki óvinnum Kínverja. Og rússar heldur ekki að segja okkur að fara út úr þessu. Ja. Það er ekki stórveld að segja við ykkur, þið megið ekki vera með varnarsamning í Bandaríki, þið megið ekki vera í NATO. Og meira þess að þegar Íslendingar vilja ekki vera í Belt and Road af því að Trump sendi varaforsetann hingað til að segja okkur að vera ekki í því, þá vita Kínverjar alveg að því að þetta er ekki... Áttu fund á Keflavíkurflugvelli meðal annars með Katrínu Jakobsdóttur. Þetta er ekki okkur að kenna, þetta er vegna þess að við erum í ákveðnu samstarfi og það kallar á ákveðna skuldbindingar og þeir skilja þetta alveg, þeir eru ekki til þess, þeir skilja vita alveg að við erum í þessu klemmu og þeir vita og það alveg tillit til þess. En ég meina, ég held að við séum í þessu vestræna samstarfi, við erum að vera í því en við hefum samt að reyna að vera með vinsamlega samskipti við þessu önnur lönd og þegar einhvern tíma munum mál þróast í betri vegar vonast í Rússlandi og þá getum við farið að taka upp eðlilegri samskipti við Rússland en ég myndi ekki segja en hins vegar ef að það verið farið í það að segja með til NATO þið verið helst að fara í 4% og eyða 160 milljörðum á ári með að við nú er gildandi verðlag á ári til hernar, þið verið að vera tilbúin að senda heri til Evrópu til að verja ykkur ríki þar og svo ef nú er NATO farið að færa sinni í Asíu sko, þeir eru konum við skrifstofu í Tókjó og þeir eru farið að bjóða Suður-Kóreu og Japan á NATO-fundi og þetta hefur verið gert á þess að breyta NATO stoppsáttmála NATO gengur út á það að verja Norður-Ameríku og Evrópu. Hann snýst ekkert um aðra heimsluta og það sé verið ástæðan Norður-Ameríku og Evrópu ef þú farin að svona er þetta bara. NATO er armur sem að Bandaríkin hafa til þess að reka eins og það kallast bara heimsvaldastefnu sína. Ef að NATO fer í það að það fer að fækka sig út til Asíu að þá þarf að taka, sko ef við þurfum að hafa auka útgjöld til varnarmála þá er eins og forsetinn sagði eða ekki, eitthvað á þá leið að við þurfum þá að hafa umræðu með þjóðfélaginu og lýðræðislega umræðu, það sem er málfrelsi og eitt af því sem er í Íslandi, það hefur ekki verið kannski svo mikið málfrelsi að því að það er ríkisfjölmiðl sem að stýrir umræðin svolítið. Við höfum ekki eins og geta rætt Úkraínustríðið í friði, sko. Nei, en þeir sem eru ekki bara á línu NATO og Pentagon eru bara... Já, það sem hefur gert að það við erum með samfélagsmiðla og svo erum við með stöðum svo þessa sem að opnar fyrir alls konar umræðu og það eru fleiri stöðvar sem eru á miklu breiðari umræðu sem að skemma fyrir sem verða ægilega sárir yfir þessu eins og RÚV og stjórnvöld kannski sem vilja hafa svona umræðan eins og bara eina línu. Já, að menn séu bara með réttas skoðanir og skynsamlega skoðanir út frá þeirra sjónarhættu og þá á umræðan að fara fram á svona þröngu sviði, það má ekki fara út fyrir þrönga sviði. Þú mátt ekki koma með hvaða sjónarhætt sem er. Það verður að vera svona innan einhverja marka og þú býður alltaf sömu aðlandur að tala og þeir eru eiginlega allir sammálaði 90%, svo er deilt um þessi 10%. En alltaf við erum með það, en við þurfum að eiga umræðum þetta
En ég held að við ættum ekki að vera ekki rétt á okkur að fara að yfirgefa vestræn ríki og fara að mynda barnabandalag með Kínverjum eða Rússum. Góðu vinur allra er ekki það að vera góðu vinur Kína en andstæðingur Evrópu. Ég meina, tillagan er svo að vera góðu vinur, góðu nágranni hér á Vesturlöndum en halda uppi ekki vera að pota prik í augun á öðrum björnum. Já, og þess vegna, eins og ég segi, þau með Eystrasaltsríkin, en ég finnst svolítið þau vera í þessu potstefnu, Þau hafa ekki mikla reynslu af utanríkismálum og þau eru svolítið í þessari potstefnu og ganga of langt. Og þau skilgreina hagsmuni sína að það verður að herða þessi átök. Það er góður kostur fyrir Eystrasaltsríkin að það Úkraínustríðið stigmagnist í vonum það að vesturveldin ráðist á Rússland og hafi sigur þar þannig að Rússland verði veikt næstu áratugina, helst aldirnar. Ég býst við að harðlínumenn í Eystrasaltslöndunum tala bara einhvern veginn svona. Þeir eiga mjög erfið að sögu, en það það sem að þau útkomið svona stórt varnarbandalag svona 32 lönd, þá ertu bara að koma með ólíka hópa sem hafa ólíka hagsmuni. Það eins með Evrópusambandið. Það mun reyna á NATO. Lönd fyrir norðurinn hafa aðra hagsmunir, löndin í suðri og svo allavega það alls konar ólíkir hagsmunir. Svo ákveðin lönd sem skera sig úr eins og til dæmis hluti Vísegrænlandanna eins og þú nefndir Ungverjaland. NATO er svolítið þannig að sumt sem NATO er að gera myndi ekki þjóna okkar hagsmunum beinlínis. Það er of mikil hernaðarhyggja fyrir okkur, því að fyrir lítið land sem vopnlaust, þá friðurinn lykilatriði. En má þá ekki búast við því að innan NATO verði einhvers svona átök eða ólíkar áherslur, því að eins og staðan hefur verið núna allavega undanfarin 2 og jafnvel undanfarin 10 ár, þá hefur eiginlega stefna NATO verið út frá öryggishagsmunum Eystrasaltsríkjanna og Póllands sem að finna fyrir þessari miklu ógn frá Rússlandi og svo Bandaríkjanna. En kannski okkar heimsluti, norð-vestur Evrópa, að stefnan hefur ekki verið rekin til þess að auka öryggi okkar. Nei, þú sér líka það að löndin sem eru fjær Rússlandi, það er alveg algjörlega á hreinu, þau vil eyða minna í varnarmál. Heldur löndin sem eru að eyða 2% eða meira, eiginlega öll eru onni í Rússlandi og Úkraínu. Löndin sem eru fjær hafa öðruvísi hagsmuni og vilja eyða minna og vilja eyða peninguna sínum í aðra hluti, innviði, eitthvað svona uppbyggingu. Þannig að það eru ólíkir hagsmunir hérna inni og það skapar ákveðin vanda og svo þegar þú ætlar að fara að taka landið eins og Úkraínu inn í NATO að þá eins og það er búið að leiða til styrjaldar og þegar maður er að tala við vestræn lönd þá segja þau segja bara klukkan byrjaði annarkvort í febrúar 2022 eða febrúar 2014 þegar Krímskeiðan var tekin. Þau vilja ekki taka það sem gerist í apríl 2008 að þeir átt að stækka. Sama umræðan Gaza að sumir vilja halda átökin í Palestínu hafi byrjað í októbersýslunum. Já, 7. október, það er alveg rétt. Klukkan byrjaði þar. Og þá færir náttúrulega kolvitlaus á niðurstöðu. Því sagan nær miklu lengra en þetta og þetta er ákveðið ágefni, svonleika þessi stigmögnun og þessi spurningum að við séum að taka þátt í hernaði, við verðum einhvers konar skotmark og þegar við erum að tala að Rússa færi að hefna sín á löndum með einhverjum svona spellvirkjum sem gæti alveg gerst. Ég meina við erum, ef einhvern land er að senda vopn til að segja, ok, þú færði þessi eldflög, þú mátt skjóta inn í Moskvu þess vegna. Það er bara að það verður öryggishagsmunir Rússa að sýna það að þeir sem eru að senda vopn á vígvöllin, að þeir þurfa að borga einhvern veginn fyrir það. Já, hvað myndum við gera? Ég meina þannig að til dæmis eru hryðjuverk framinn, það er ef að þú ert í stríði á mínum heimavelli, þá kem ég með stríði heim til þín. Það er bara, þannig gerist það Já, við sjáum að þetta er þegar farið að gerast í kringum Eystrasaltið og það sem að gæti orðið átakastæði sem er nær okkur, það eru norðurslóðir. Þegar auðlindir fara að verða aðgengilegar og það er ekkert samkomulag það hver á hvaða rétt eiga Bandaríkin út af Alaska, hvaða rétt eiga Kanada, hvaða rétt á Rússland og það eru þarna svæðir sem er deilt og það er ekki komin engin endanlega niðurstaða hver á hvað og hver má nýta hvað og
og þetta eru miklar auðlindir, þetta eru einhverja triljónir sem sagt, risatölur sem eru nefndar og Rússar eru búin að undirbúa sig undir þetta og eru búin að vera undirbúa sig undir lengi og draga Kína inn af því að þeir sjá að þeir geti þetta ekki einir, þeir vantar peninga og þeir vantar alls konar hluti frá þeim og draga þá inn í þetta líka. Þarna getur orðið átök í framtíðinu, það er ekki orðið ennþá en þarna getur orðið verulega mikil átök og þess vegna það er ein rökin fyrir því að mér finnst að við þurfum að fara svolítið varlega í samskiptum við Rússa þrátt fyrir stríði, þess að við höfum mikla hagsmuni, við þurfum að hugsa okkar hagsmuni líka. Það kemur árið 2030 og svo 2040 og 2050 og þá getur vel verið að við höfum mikla hagsmuni á því að eiga góð samskipti við Rússa. Það er ekki hægt að blindast alveg af atburðum dagsins. Nei, því ef við erum að skoða bara undanfarna áratugi alveg frá þá höfum við lengst af ekki varðandi Sovétríkin og Rússland ekki verið í einu sérstökum deilum. Við náttúrulega komum þegar 2014 þá fara í gang eitthvað viðskiptabönn og alls konar hlutir sem koma í framhaldi af Krímskaganum. En ég meina það er alveg rétt að þessi 2008 fram að þeim tíma þá hafði til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn verið í svona flokkabandalagi inn í Evrópuráðinu með Sameinuðu Rússlandi Pútins en það hefði eftir 2008 þá hætti það. Já sko alveg í apríl 2008 þá mætti Pútin Búkarestfundurinn 2008, hann var þar. Hann satt í borðs við hliðina á George W. Bush, fínn maður. Við erum með minnismerki út á Hagatorgi. Já. Heitir ekki Hagatorg sem er fyrir utan Hótel Sögu? Þú kunnur að Reykjavík en ég, örugglega rétt í þar. Ég man nú bara mann ekki út að þessi Hagatorg eða Meltorg. En hvað það er allavega minnisverði vináttu NATO og Rússlands. Það er eldur sem Hulda Hákon bjóð listaverk til. Já. Eldur úr kopar, eldstungur. Ein af eldstungunum táknar Rússland og þetta var gott bandalag NATO og Rússlands. Já, þegar ég var að sækja NATO-fundi fyrir 25 árum, þá voru Rússar, fulltrúar Rússar, það var Partnership of Peace. Þá voru Rússar þar og þá voru Sovétríkin nýfallin og þá voru Rússland þar. Utanríkisráðherra Rússlands og Sovétlýðveldin voru þarna mörg undir Partnership of Peace reglíf og þá sem sagt var það allt í lagi og sem það var ekki bara þetta heldur G7 var bara breytt í G8 til þess að Putin geti verið þar til þess að hann geti setið við hringborðið líka þó að hann væri ekki með stærð hagkerfi sem réttlætti að hann væri þarna. Kínverjar hefði frekar átt að vera það, þeir eru miklu stærra hagkerfi en þetta var gert að því að Putin tótti góðu pappir þá. Og þetta er til áminningar og það að vinir geta orðið óvinir. Svo það getur líka farið hinn áttina að óvinir geta orðið vinir. Já, og í ágúst 2008 þegar Putin gerir innrás í Georgíu þá hann allt í norðin ljótur kall og þá þarf að snúa öllu við og þannig að Já, hann þótti, hann fyrstu 8 árin sem forseti þótti hann vera vinur Vesturlanda. Það er engin vafa því. Þeir hefði ekkert boðið honum einhver heiðursæti og hann var að flytja ræðu í Búkarest 2008 á NATO-fundi eftir myndir sem hann er svona einhver heiðursgestur. Svo snýst þetta við og auðvitað svo náttúrulega núna er þetta alveg þannig að hann er óvinnur en hann einhver tíman lætur hann að störfu með eigin vilja eða með einhverjum ástæðum mun hann hætta. Ég meina, við erum alltaf mannlega, einhvern tímann fellur hann frá eða eitthvað, það þarf að verða breytingar og við þurfum líka að vera undirbúið það, við þurfum að búa eins og kannski við þurfum að búa í heiminum til lengri tíma, við erum lengri en til 5 ára eða eitthvað eða 10 ára. Já, þetta er lengra heldur en kjörtímabil sem er því miður það sem er kannski í hausnum á þeim sem er að stjórna löndunum, að þau hugsa ekki lengra heldur eitt kjörtímabil. Já, náttúrulega í lýðræðisríkjum þá eru menn að hugsa menn í kjörtímabilum. Það er bara og þegar það eru veika ríkisstjórnir eins og við erum með núna þá eru menn bara að hugsa hvort þeir lifi kastljóskvöldsins þannig það er ekki einu sinni kjörtímabilið. En Hilmar Þór, gaman að fá þig hérna þegar þú kemur í bæinn. Við ætlum að reyna að þróa hér einhverja meiri umræðu alþjóðastjórnmál, vonandi kemur eitthvað út úr því. En takk kærlega fyrir komuna og vonandi kemstu aftur norður, það er brjála veður þar. Vetur á Íslandi í byrjun júní. Þannig það. Ég veð þá bara að vera í svartólunni þetta fyrir sunnan ef ég kemst ekki lengur áður. Þá situr þú bara hérna, getur þú dundaðir hérna við rauðabröð. Já, það er ekki lélegt. Kæra þakkir. Takk fyrir þetta. Ég ætla eins og að yfirgefa rauðabröði núna og Björn Þorláks kemur hérna og mun sjá það sem eftir lifir þáttarins í kvöld. Takk fyrir mig.
Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komið sæl og blessuð. Það stundum sagt að það vanti meiri listir í grunnskólana, meiri hvata og útrás fyrir sköpun nemenda. Oftlega rætt að á breytingu, þegar breytingar hafa verið gerðar á námskrár, þá hafi það svolítið komið niður á skapandi greinum. Nú, ég get sagt til gamans að þegar ég var í grunnskóla, í Skútustaðaskóla í Mývatnssveitinni fyrir ansi mörgum áratugum, þá fóru öll börn sem útskrifuðust þaðan í gegnum leiklistarferli síðustu árin sem það var þær í skóla. Og við vorum með sjálft samkomuhús sveitarinnar, Skjólbrekku, sem leiksvið fyrir okkur og sveitin mætti og ég held hvert einasta skólabarn tók þátt í leiksýningum og þetta styrkti mann töluvert í því að koma fram síðar og kannski opna sig. Nú síðustu helgi lagði ég leið mína inn í Austurbæjarskóla og þar var verið að setja upp mikið stórvirki, Íslands klukkuna. Þar voru nemendur í 8. til 10. bekk í þessum gamla skóla, á þessu gamla leiksviði, í þessum æðislega sal sem í þessu húsi sem hreinlega blómstruðu og þakklætið mitt og annar áhorfanda mikið að hafa orðið vitni að þessari sýningu. Og sumir aðstandendur þessara sýningar telja einmitt að það þurfi aðeins að bústa þessa hugsun inn í grunnskólakerfinu að krakkar fái útrás til opnunar og sköpunar, til dæmis með leiklist. Og hingað til okkar kominn leikstjóri þessarar sýningar. Vertu velkominn, Niels Thibault Sierert. Takk hérlega. Þú ert arkitektinn að þessari sýningu sem ég nefndi þarna, Íslands klukkunni, í Austurbæjarskóla. Og þú hefur væntanlega upplifað ansi sterk viðbrögð hjá þeim sem sáu þessa sýningu, ekki satt? Alveg gífurlega sterk og falleg viðbrögð. Bara viðbrögð sem bæði koma óvart og voru líka verðskulduð, sérstaklega þar sem þessi krakkar færðu fjöll með leiksýnum og túlkun á þessum ótrúlegu persónum, þannig að þetta var eiginlega bara frábær lífsreynsla Já. Og bara tók mig alla 360 gráðu lífsins Var það ekki? Jú, það gerði það nefnilega. Og færði svolítið út til mörkin, væntingamörkin hjá til dæmis fullorðnu fólki sem var í salnum að fólk var að velta því fyrir sér hvað mögulegt til hvers hægt að ætlast. Já. En þetta fór eiginlega út fyrir allt það, Já, fallega sagt. Ég reyni alltaf að vanda mig því ég geng inn í leikfélag, sama hversu ungt það Já. Eða gamalt. Og þetta var nefnilega 4. uppfærsla mín á árinu, á þessu leikári, af leiksýningu sem hafði upphaf, miðju og endi. Og fékk ég að kljást við alla aldurshópa í vetur og ég endaði veturinn á þessu. Ég gekk inn í salin, ef við tökum bara fyrir þetta verkefni þá gekk ég inn í salin og þennan friðaða sal með þessum óþægilegu sætum og með 2 billiðum, þannig að það er allt svo rómantískt við þetta leikhústjöld, þetta eins og Alþingishúsið að hluta til, litir og svo framvegis. Að það kom nánast ekkert annað til greina og sérstaklega það sem við vorum að fara að vekja upp þetta leikfélag Austurbæjarskóla sem hafði legið í dvala til 15-20 ár. Einmitt. Sem alveg gífurlega mikilvægt fyrir krakkana að upplifa þetta. Já, og sennilega ekki eini skólinn þar sem hefur orðið svona rof. Nei, og ég tala ekki einu sinni ef við förum út í svona bæjarfélög og svo framvegis. Ég kem til dæmis að Seltjarnarnesi og þegar ég var að alast upp þá var leikfélag Seltjarnarnes algjörlega stórbrotið leikfélag Það sem voru vissulega fullorðið fólk, á öllum aldri og flest allir því ég var að sækja sýningarnar ellilífeyrisþegar, en það gerði það bara betra. En við höfðum þennan hóp í höndunum sem kom og sótti og það var bara algjörlega frjálst og Gissur Ari Kristinsson sem stóð að þessu, hann boðaði 8., 9. og 10. bekk til pröfa. Já, hann í félagsmiðstöðinni. Hann í félagsmiðstöðinni og forstöðumaður hennar. Já. Forstöðumaður félagsmiðstöðarna 101 sem liggur þarna við hliðin á skólanum. Já. Í nýrri byggingu. Og hann
sko bara forsprakkin af þessu að endurvekja þetta leikfélag og hann sem sagt spyr mig og talaði við mig fyrir ári síðan og spurði mig hvort að ég hefði áhuga á þessu og ég hefði náttúrulega gífurlegan áhuga á þessu bara segja sér sjálft að koma inn í Austurbæjarskóla, þennan mikla menningarskóla líka það sem Austurbæjarskóli hefur náttúrulega fram yfir aðra skóla það svo rosaleg saga þarna og á veggjónum, mér fannst gaman að ganga Austurbæjarskóla út af því á veggjónum sko verið að hampa fyrir nemendum þeir sem hafa til dæmis skrifað einhverja bækur ég tala nú ekki um myndlistafólk, skólinn hefur keypt myndlist og semuleiðis varveitt myndlist fyrir nemanda og þetta trónir þarna á veggjónum og svo framvegis það margt gott þarna sko og margt fallegt þannig að það á að efla þetta meir finnst mér og við fengum þetta pláss að hefja 7 vikna æfingaferli sem við gerðum og sökum sögu skólans og við vorum endurvekja þá fannst okkur gaman að velja íslenskt fyrir krakkana og fyrir okkur sem sæma þessum sal líka því að það gaman að púsla verki innihaldi og umhverfi saman sko ef það mögulegt og því var einhvern veginn Íslandsklukkan fyrir valinu sko og krakkarnir sem var þá í 8., 9. og 10. 24 einstaklingar sóttum allir komast inn að sjálfsögðu þetta ekki stærri en það, þetta bara 24 manna en svo rosalega mikið úr að móða voru sátt við þetta sem var náttúrulega alveg ótrúlegt og það var helsta stressið en kannski skipti líka máli hvernig við bárum þetta upp líka fyrir þau sko þetta löng sýning hún mjög krefjandi krakkarnir á fleygiferð bæði hið ytra og innra maður getur sagt sem svo sástu breytingu á þeim eftir því sem að leiða á ferlið Já, alveg gífurlega sko þetta náttúrulega svo margþætt að vinna með svona ungum leikhóp og maður bara algjörlega maður þarf að vera sko algjörlega sjálfur sem fullorðinn einstaklingur, nú ég 30 sko, ég 15 árum eldri en þeir elstu í leikhópnum eða 14 eða eitthvað sko við erum kollegar þarna þrátt fyrir að ég sé svona töluvert eldri en þau það finnst mér skipta rosalega miklu máli leikhópur, leikfélag, sama hvort hann sé sjálfstæður eins og við vorum svolítið þarna við fengum aðstöðun í Austurbæjarskóla en þetta var 101 félagsmiðstöðarverkefni að við byggjum allt á jafningjagrundvelli og byrjum þar ég ekki kennari, ég kem ekki þarna eins sem kennari ég kem þarna sem hækjur og hjálpagögn stóð og stytta þegar á móti blæs en saman sköpum við þetta að byrja á því að heyra þau hlýða eða sem sagt að lesa yfir textan var náttúrulega alveg gífurlegt en bara það voru engin hik það var bara þau héldu ótröð áfram spurðu þegar þau þurftu að spyrja út af því að þetta náttúrulega alveg gífurlega flókin skrif fyrir unga heila og unga augu og margir fullorðnir samtíma Íslendingar sem að væntanlega skilja alls ekki allt Nei, bara 100% ég fekk bara gamla skólabróður minn sem kom á 2 reynsli áður við frumsýndum sem sagði bara hvað þetta? Og ég bara náði þessu, jú en sko þetta svona flókin sagði og ég sagði já, hún rosalega margslungin en það sem við gerðum kannski ekki auðvelt fyrir var að við skárum engar senur út eða tókum engar personur út eins og stundum gert og nú síðast í Þjóðleikhúsinu, þetta var sýnt þar í leikstjórn Þorleifar Arnar og það var rosalega falleg sýning en þau bara fókusuðu á og einblíndu á aðalpersonurnar. En leikgerðin sem þú notaðir, hún ekki líka bara frá 48 eða eitthvað? Hún frá 1950. Þetta leikgerðin hans Lárusar Pálssonar. Já, þannig að þeir voru bara trúr þessum gamla tíma. 100%, ekki spurning. Trú texta Laxness, hann hefur náttúrulega aldrei breyst, sko. Og ég veit það fyrir víst að í þau skipti sem Íslandsklukkan hefur verið sett á atvinnuleiksvið að textanum ekki að það má ekki breyta textanum og við reyndum að vera bara eins trú honum og hugsa skatt sem var mikið hugrekki af þeirra hálfu og þú talaður hvernig þau breyta sko eftir að þau fá svona stórar og mikla persónur sem finnast í þessu verki náttúrulega gigantíska persónur sko við erum að tala eins og bara ég nefni alltaf Magnús í Bræðratungu hann náttúrulega bara ofbeldismaður par excellence og fyrir hann að Sæsu í 10. bekk að ganga inn í þetta var hann náttúrulega þrekvirki sko
rosalega ólíkt henni en þvílíkt hugrekki og ég vil benda á það hugrekki í öllum að ganga inn í þessar persónur. Jón Hreggviðsson okkar besti maður sem leiðir verkið sem svona rauði þráður verksins, bæði einhvern veginn svona fallegur óviti með gott hjartalag, skilur þetta alveg gífurlega mikil átök og ég tala ekki einu svona stóð og styttu verksins Snæfríð Íslandssól. Sem hérna milli skips og bryggju flest allan tíman í þessi 20 ár, 25 ár sem verki spannar. En sko þegar ég spyr sem sagt breytingarnar á krökkunum þá ég var svona líka veltaði fyrir mér sástu þau opnast alltaf svona meir og meir einhvern veginn sérðu það fyrir þér að þau fari öðruvísi einstaklingar þegar þau tekka út úr Austurbæjarskóla í dag vegna þess að þau tóku þátt í þessari sýningu. Er þetta einhvers konar ekki bara menningalegt veganesti heldur líka andlegt eða félagslegt veganesti taka þátt í svona hópefli og svona hópsýningu vegna þess að þú kannski tókst eftir því að fyrir forsetakosningarnar þá voru sumir frambjóðendur sem lögðu mjög mikla áherslu á þessa gömlu tíma. Halla Hrund, hún var að rómantísera heiskapinn þegar allir voru saman á túninu, sumir með hrífur, aðrir á einhverjum vélum, allir unnu saman við sömu iðju, hugur og hönd fóru saman, við ekki alltaf ein í þessu símanum. Algjörlega. Var eitthvað þannig sem gerðist? Já, ég held það nú og ég vona svo innilega að þessi fallegu dæmi sem þú nefndir hérna fyrst sko að hérna vonandi, það náttúrulega mest gefandi ef þau fá það allan ósk mín að þau fái þetta veganesti út í lífi sem bæði sko að sjóndeildarhringurinn víkki og breikki og stækki. Þetta leiklist finnst mér vera stór, það allan eitt stærsti hluti sem ástæðan fyrir því að ég valdi þetta fag var til þess að breikka sjóndeildarhringi minn fyrst og fremst út af því að það náttúrulega bara skilur þú sér lífi í öðru ljósi. Þú endurspeglar þig við aðra sem þú bara einhvern veginn myndi aldrei hafa dottið í hug að væru til eða svo framvegis. Og það vonandi og óskandi að krakkarnir hafi svo sannarlega gert það. Stækka þetta hópinn og þroskaðan og urðu betri vinir. Mér fannst það. Og það náttúrulega kannski til þessi leikurinn gerður. Ef þetta ekki skemmtilegt, þá engin ástæða til þess að gera þetta. Og það svona held ég að mörguleiti hluti og það ávið held ég bara leiklistaheiminn yfir höfuð. Sama hvort þú sért í grunnskóla, menntaskóla eða í atvinnulífinu. Að ef þú finnur ekki ánægjuna, þá blómstrar verkið ekki. Þá blómstrar einstaklingurinn ekki út að þetta eru persónur á sviði. Þetta list augnabliksins og hvergi annar staðar í grunninn skemmtilegar en að sjá sko svona ungt fólk standa á sviði og flytja heilt æviskeið fólks og ef það tekst að það sé gaman þá munu þau hrista saman og eins og þau horfðu í augun á hvort öðru hérna á lokasýningunni sumir urðu meirir. Þetta bara skiptir svo miklu máli út af því að þetta svo mikill lærdómur í þessu út af þetta mannlegi lærdómurinn sem kemur manni kannski hvað mest áfram í lífinu. Og sérstaklega í ljósi nútímans. Og hugsaðu að þessi galdur hann verður til á tímum þar sem vansæld og vanlíðan sérstaklega ungra íslenskra stelpna í grunnskólum hefur verið að vaksa mjög samkvæmt könnunum. Óbúslega mörgu ungu fólki á grunnskólaaldri líður illa. Við erum í frjálsu falli í árangri mældum í einkunnum og frammistöðu í PISA-könnunum og ég heyrði út undan mér að þú teldir að eitt svarið svona bara sem við ættum núna að leggja áherslu á það væri til dæmis að leiklist þyrfti að eiga aftur erindi inn í sem flesta skóla. Þú kannski heyrði mig lýsa því þegar ég fór aftur í sveitina mína gömlu, Mjóasveitina og lýsti því hvað var mikil áherslu á leiklist þar og félagsheimilið undir og allt það. Þurfum við að bakka núna aftur og finna ræturnar í leiklist og öðru menningastarfi og bústa skóluna með þessu? Já, en sko bakka, ég held bara áfram sko. Út af því að sko skólarnir flestir sem hafa einhverja sögu sem ekki yngri en 5 ára eða eldri en 5 ára skilur að þeir sem hafa verið til staðar í x langa tíma hafi átt á einhverju leiti leiklistarkennslu, leiklistarmenntun í sínu en þetta bara svo mikilvægt að út af því að þetta náttúrulega félagslegt fyrst og fremst
og ég tala nú ekki einu sem þarna ákveðin lærdómur fólkin í því að læra að treysta ef þú treystir ekki nú þegar og þetta rosalega óáþreifanlegt og það gerir þetta líka svo vandasamt og líka fyrir sérstaklega skólastjórnendur, pólitík, alls konar svona þeir sem í grunninn sko leggja fjármagn og búa til skóladagskrá hvað sem það því að þetta svo gífurlega ósýnilegt en á sama tíma svo áþreifanlegt þegar þetta komið einmitt á svið og maður sér en þá þarf maður líka að vera til staðar og sjá eins og til dæmis skólastjórn Austurbæjarskóla gerði mætti það aðstoðarskólastjóri og skólameistari mættu á frumsýningu hjá okkur og þökku okkur vel fyrir sko. Þetta bara svo gífurlega mikilvægt finnst mér félagslega og sömuleiðis andlega því að maður ekki einn, maður gerir þetta ekki einn maður þarf að vera í hópi, maður þarf að hlusta, maður þarf að tengjast og líka bara kynnast skilur, burtséð frá því að við kannski kunnum ekkert í grunninn einstaklega vel við hvern annan en nú ég bara að taka dæmi en á sama tíma að læra að vinna saman út að við erum stattir hér og þú ert ekkert vondur maður né ég en við bara kannski erum ekki á sömu bylgjulengd og þetta lærir maður því að öll voru þau ekkert vinir fyrir og verða það ekkert. Það mikið forskot fyrir atvinnulífið 100% atvinnulíf út af því að við erum heldur ekki eins og ég sagði við Gissur ítrekkað við erum ekkert að búa til leikara sumir munu stíga á svið aftur ekki spurning og vonandi kveikt þetta á einhverjum í því að ganga enn lengra og öll eiga þau erindi til þess en margir vilja gera eitthvað annað en þau geta alltaf tekið þetta með sér og líka framhaldsskólaleikurinn ef þau sækjum það og svo framvegis þú getur alltaf tekið þessa reynslu í sama hvaða fag þú velur þér og eins með leiklistaskóla skilur, flesti leikarar náttúrulega við erum yfir 700 talsins á landinu sem höfum þessa menntun við getum tekið þetta hvert sem Og þú myndir vilja sjá aktíft að þessu róið innan grunnskólakerfisins? Ekki spurning, þetta yrði bara mesta guð og gjöf og gjafa best fyrir alla nemendur, skilur, og sérstaklega þá nemendur sem eru að kveðja skólan og hvernig þau kveðjan og hvað þau skilja eftir sig út af því að eins og maður veit sjálfur að maður kannski mest eftir sko síðustu árum grunnskólans, maður svo ungur, maður svo mikið að þroskast, maður svo að taka mörg stökk í lífinu og sérstaklega að breika bakið fyrir framhaldsskólan hafa staðið fyrir framan fólk og flutt Íslandsklukkuna gæti verið, ég vona það hafi verið guð og gjöf og gjafa best áður og heldur áfram inn í lífið sko. Já, sko má segja að áherslur okkar í já, það svona segir sér sjálft þegar við bæði mælum hrap í námsárangri og aukningu í vanlíðan nemenda, þannig að segir sér sjálft að það eitthvað að. Algjörlega. Og það náttúrulega mikið að. Það mjög margt að og ég efast kannski að leiklistakursar eða svo sagt að það setja sýningu í alla skólamyndir laga allt. Auðvitað ekki. En upplifurðu að það sé að við þurfum einhvern veginn að sko hugsa málin svolítið rótækt upp og nýtt innan skólakerfana? Já, innan okkar kerfa. Já, án efa, skilur og það vita líka okkar besta fólk í fremstu stöðum í skólakerfunum því að við Íslendingar erum gæfu gæta eiga rosalega gott framlínufólk sem annars grunnskólan okkar, skólastjórnendur og svo framvegis og ég kannski ekki besti maðurinn til að svara fyrir sko skólakerfi sjálft en ég veit það að ef skólinn finnur fyrir því út af því að þessu má heldur ekki vera þvingað eðlilega ekki því að fólk þarf líka að vera svolítið tilbúið til þess að leggja af stað í svona leiðangur þó hann taki ekki meir en 7 vikur þá getur þetta verið óklemanlegu leiðangur og þetta mun að sjálfsögðu ekki láta veikan einstakling verða algjörlega laus við sína kvilla sko þá við sama hvað amar að skilu út af við finnum fyrir miklum kvíða og óryggi oft sérstaklega gegnum samfélagsmiðla og við erum alltaf að bera okkur saman og svo framvegis en að veita vettfang þar sem fólk getur vonandi verið frjálst og örugt og mátað sig það vissulega hægt að gera það í gegnum leiklist sko og sérstaklega mannlegar tengingar en sko þetta þvingar heldur ekki og mér finnst það mjög mikilvægt. Krakkarnir okkar í Austurbæjarskóla þetta var tilbúið
Gissur var búin að leggja góðan grunn, það var búið að tala við skólan og við vorum tilbúin, þrátt fyrir þetta var ekkert fullkomið, auðvitað ekki og þetta á ekki að vera fullkomið, þetta á að vera ófullkomið. Og það gerir þetta svo gott sko, það gerir þetta augnablikinu sem við munum vonandi seint gleyma og þessari upplifun. Þetta spil líka spurninga hvað skólastarf? Einmitt. Og til dæmis það til hugmyndafræði sem að kenni sig við STEM og gengur svolítið út á að fara að draga börn í auknum mæli út fyrir skólastöðuna, jafnvel út í náttúruna og allt það. Og hvort sem það listrænt framtak eða útivera eða hvað það við þurfum eitthvað nýtt. Við þurfum að gera eitthvað öðruvísin það sem við höfum verið að gera. Já, örugglega mörgu leyti sko og það er ekki spurning út af samfélagið það náttúrulega búið að taka sko gífurlegum stakkabreytingum á örfáum árum og mun halda áfram að gera það, ekki spurning, við munum ekki og við þurfum einhvern veginn að halda okkur í haldi við hann svo að fólki okkar sem að alast upp í þessum heimi líði vel og öruggt og skilji. Á sama út af því að lífið náttúrulega nógu óskiljanlegt nú þegar sko. Og þessi fordæmalausa samfélagstilraun á nokkura rannsókna áður að við tróðum okkur sjálfum og lífi vinu okkar og svo margra inn í þetta litla tæki. Það segir sér náttúrulega sjálft að við vitum ekkert hvað áhrif þetta hefur á ungt fólk eða aðra aldurshópa í samtímanum eða hverjar afleiðingarnar verða í framtíðinni. En það sem þið eruð að gera og þú að virkja krakka í þessari iðju að setja upp leikrit það er bónus að þessi stórbrotin sýning. Já, það er bónus. Það er bónus, það er ekki markmið. Nei, og líka bara maður veit ekki um það. Nei. Það er bara bónus ef hún hefur áhrif sko, en vonandi hefur hún fyrst og fremst áhrif á leikhópinn sjálfan, sérstaklega með svona ungt. En mér finnst áhugavert að þessi ákall hjá þeim til þess að fara ná sér í hrífu út á tún og raka í heiskapnum, leggja fram, gera hlutina saman. Algjörlega. Mér finnst það áhugavert. Nei, það er það sko og ekki kannski sjálfsagt, sérstaklega í ljósið þess hvernig samfélagið en á sama tíma aftur á jafningjagrundvelli, ef maður gerir þetta saman og þau hafa einhvern svona, þau sjá einhverja stefnu, þrátt verið þau þekkja ekkert þessa leið og bara hafa ekki leikið eða séð leiksýningu eða eitthvað, það er allur gangur á þessu. Þá er hægt að búa til vettvang að þau muni geta treyst og gengi þessan farfi með. Og til dæmis þarna var 9. og 10. bekkur hvað mest að saminast og það er heldur ekki sjálfsagt út af því að akkurat á þessum árum eru kannski takmarkaðri samskipti milli 9. bekkjar og 10. bekkjar þar sem þau eru eldri og sem mun að sjálfsögðu breytast þegar 9. bekkurinn færist yfir og svo alls konar kollakolli. En að veita þetta vettvang til þess að fólk geti átt bara í mannlegum samskiptum á jafningjagrundvelli til sama hvað aldrei það er náttúrulega bara eitthvað sem þau geta tekið út í lífið sko. En með sko samfélagsmiðlana sko þetta er náttúrulega bara þetta er náttúrulega stórhættulegt og líka, það fer líka eftir í hvernig þú gengur inn í þetta, rétt eins og hvað annað. Á hvaða forsendum gengur inn í þetta, hversu forvitin ertu og hversu mikið myndu taka af því vonda út úr því. Það er eitthvað sem bara það er engin leið held ég því miður að komast að, sko. Út af því að öll erum við mismunandi, sko, stakk búin í þetta, sko, og líka hinnu fullorðnu. Bara hvernig við höfum að haga okkur og ég tala ekki einu sinni foreldrar, sko, hvernig við erum komið með svo stórt rétt eins og Grikkirnir, tölum að svo Grikkirnir hérna. Grikkirnir sko segja sko að þeir hafi búið til hinn fullkomna líkama einhverjum árum fyrir Krist. Þau strúkturuðu hann, þau bjuggu til styttur og sögðu svona lítur konan út, svona lítur maðurinn út. Nú erum við komið einhvers konar annars konar dæmi af þessu. Og ég tala ekki einu sinni að þegar sko hinni fullorðnu sem halda að jafnvægið sé komið og þau séu búin að finna hinn gullna meðalveg á lífinu og ég tala ekki einu sinni þegar þau fara alveg börn að þá náttúrulega koma öðruvísi átök út af því að þetta er hinn sífella endurspeglun og sífella sko hugmyndum að tilheyra. Hvaða hópi vil ég tilheyra og hvernig ætla ég að láta mig líta út til þess að ég muni falla undir þennan hóp. Og þetta getur náttúrulega verið alveg gífurlega hættuleg og vandasöm för sko. Og sérstaklega ljósi þess að þú ert að búa til og leggja sko jarðveginn fyrir sko erfingja þína sko. Og þar leiðandi er alltaf sífellt sko, það er bara mjög átakilegt að sjá fólk endurspegla sig svona endalust og finna ekki frið í eigin líkama. Því að við höfum ekki okkur, þá höfum við ekki neitt.
og það bara þannig og til dæmis að einmitt aftur að leiklistinni, þú hefur sjálfa þig og þetta eina verkfæri sem þú hefur rödd, augu þín, líkam og sál og þú notar hana til þess að búa til Jón Hreggviðsson, Magnús í Bræðratungu og allt þetta lið það eina sem þú hefur og svona lítur hann út hjá okkur svona hann og því fáum við ekki breytt og hann flytur þennan text og við treystum því og þar alveg það einhver sko ákveðin viðmið að líka að forðast og sérstaklega ef þú kafar djúpt inn í svona persónu eins og þau öll gerðu þá þetta vonandi forvörn líka og það við vorum með bara þannig verk forvörn á hegðunarmynstri mannsins og hvernig við getum svona einmitt ekki gengið þann farveg í að og passa okkur og vonandi hafið víkka og líka búið til skilning af hverju manneskjur eru eins og manneskjur eru hversu breyskar þær eru. Það nú ekki ónýtt veganesti fyrir krakka sem að fara í framhaldsskóla Nei, vonandi að fá eitthvað fornámskeið í því Nei, og líka að þetta sé gert í gegnum gleði að manneskjan sé rannsöku í gegnum gleði og forvitni og skilningsleysi að mörguleyti Ég meina, hægt að búa til betri vettvang? Einmitt. Þau börn sem læra leiklist eða taka þátt í leiklist en verða ekki leikarar, hvað græða þau á þessu svona svo sellir þetta aðeins í lokin sem loka spurning? Já, bara eins og ég sagði áðan, ég núna útskrifaði leikari frá Listaháskólanum og hef starfað núna sjálfstætt nánast síðan ég útskrifaðist að ég gæti farið í hvaða fag sem líður mér með þetta á herðunum því að þú getur tekið þetta með þér hvert sem og ég held að eins og ég segi bursið frá því að krakkarnir muni kannski aldrei stíga á svið aftur það bara flott en þau eiga samt alltaf þetta og opnunin á því að standa á sviði og flytja heila manneskju æviskeiðis eins og við gerðum í þessu tilfelli ég meina þetta getur bara tekið með þér í hvað sem Nei, bara ég get ekki orðað þetta betur heldur en það út af því að þetta bara því að þetta tekst á við bara mannlega hæfni þína, þetta tekst á tilfinningarlíf þitt, stress, áhyggjur, efa, gleði að gangi gegnum svona ferðalag út af því að þú ferð allan tilfinningaskalan og það gerir lífið. Þannig að að kynnast tilfinningun sem þú hefur ekki kynnst áður, það bara dásanlegt að kynnast þeim bara snemma til þess að einmitt að njóta þeirra þegar það koma. Það sagði nú einhver, af hverju veit maður alltaf þegar maður líður illa en aldrei þegar maður glaður. Út af því að þegar maður líður illa það svo yfirþyrmandi tilfinning. En á sama tíma þurfum við að líða illa til þess að ná að brosa breitt og að brosi sér satt. Þannig að skilur við að fá að gangi gegnum þetta tilfinningaferðalag sem að vinna í svona hóp og flytja svona sýningu, þá bara kynnist maður því svo vel, þrátt fyrir ungan aldur og það má aldrei vanmeta það að þessi krakkar, þrátt fyrir ungan aldur, 14, 15, 16, þetta rosalega klárt fólk. Og við viljum ekki verða flöt og útþynt og þekkja hvorki þjáninguna nýja gleðina. Nei. Það viljum við ekki. Aldrei. Og það var til dæmis... Það komið helvíti. Það komið helvíti og líka það var meðlumur í leikhópnum sem sagði við mig að hann gæti ekki sagt þjálfaranum sínum frá þessu. Út af hann var í stundaíþróttir út af því að það væri eitthvað skakt. En á sama tíma gat þetta ekki verið fullkomnara. Einmitt. Þannig að það smá gat sem við þurfum að brúa á milli listana og íþróttana kannski. Já, þess konar gat, en 100% en líka bara að þetta sé eðlilegt. Já. Að þetta sé, en á sama tíma við erum nú skrítin sem aðeins þetta starf, það verður ekki af okkur tekið, en það kannski út af því að við höfum kannski líka hugsað svolítið öðruvísi. Og það ekki, og eins með íþróttasambandi þrátt fyrir að þau séu stórkostlegt fólk, en þá skilu þetta önnur þrengst sem þau sjá heldur en við. Við erum þröngur hópur og auðvitað erum við kassalega stundum, listafólk, en það líka íþróttafólk, en hvernig einmitt á sama tíma þetta svo nátengdar stéttir. Það má heldur ekki gleyma því. Nei. Íþróttafólk sem kemur fram, þetta einhvern veginn leiksvið. Þetta heimsmeistarmótið í fótbolta stærsta leiksvið
sem til í heiminum. Og því líka íþróttamennskan sem að ég var að vitni að þarna í Austurbæjarskóla í þessari uppfærslu á Íslandsklukkunni. Algjörlega, þetta eru nátengdar stéttir. Þetta var bara eitt flottasti landsleikur sem ég hef séð. Já, finnst þér ekki? Ísland-Danmörk. Ísland-Danmörk. Erfið Níels, það er frábært að fá þig hér til okkar að Rauðaborðinu. Kæra þakkir. Nei, bara ástar þakkir fyrir að bjóða mér. Fyrir framlagið og samtalið og við höldum bara áfram að vinna þessu öllum árum. Ekki spurning. Tróða listinni í auknum mæli inn í grunnskólanum. Eins og þau segja í FH, upp og áfram. Upp og áfram. Ljómandi. Áfram, takk. Kæra þakkir fyrir samtalið. Takk. Af því ég myndist á Mývatnssveit áðan þá ætlum við held ég næst að tala við mann sem býr í Mývatnssveit og við ætlum að ræða við hann veður frá helvíti eins og Norðlendingar kalla ástandi þessa dagana. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við köllum það veður frá helvíti sem að Norðlendingar búa við þessa dagana, ekki síst Mývetningar. Með því var vitnað til ummæla Sigurbjörns Árna Arngrímssonar sem sjálfur hefur lýst þessu veðri sem nú skekur Norðurland, kuldi og snjór sem veður frá helvíti. Og Mývetningar hafa ekki síst orðið fyrir barðinu á þessum kvelli og hér á Zoom mætti að vera á línunni Sigurður Erlingsson landvörður. Heyrirðu í okkur, Siggi? Já, ég heyri ágætlega í okkur. Ljómandi, hve slæmt er ástandið nú þegar við tökum tal saman klukkan rúmlega 15 á þessum drottinsdegi 5.7.2024? Já, ástandið er nokkur veginn þannig að það er núna í fyrsta skipti farið að setjast á vegi, þannig að bara hingað til er búið að vera svona nokkuð í lagi í kringum vatnið, en nú er það þannig að bara fólk á sumardekkjum er farið að lenda í miklum vandræðum og auðvitað vegurinn yfir Mývatns- og Möðrudalsöræfi búin að vera lokaður síðan á mánudagskvöld. Já, og þannig erum við að tala um samgöngurnar. Þetta kannski hefur áhrif á ferðaþjónustu, en það er ekki síst hlutskipti bænda og lífríkisins, fuglar kom upp í hugan, að þar gætu orðið, ef við bara byrjum á fuglunum, það hefur verið rætt við fólk sem að segir að mögulega stefni í töluverðan ungadauða, menn ræða mófugla og annað slíkt. Hefur þú einhverja forsendur til þess að meta þann skaða sem gæti orðið á fuglalífi við vatnið í þessum kvelli? Já, bara minni persónulegu reynslu að það er ekki bara ungadauði sem að þurfum að hafa áhyggjur af, bara mófuglar eru að deyja úr kulda. Við höfum rekist á dauða og hrakta spóa og bara það er það hvasst og það er það blautt að bara mófuglarnir, bara fullorðnu fuglarnir ná ekki að halda sér hita þeir, og maður hefur grunum að endur og vatnafuglar að þeir séu bara yfirgefa hreiður í stórum stíl, þannig að þetta bara það eins og maður segir, maður hefur getur engan veginn áætlað hversu mörg prósentið hannig, en það verður bara mikill fugladauði. Já. Hvernig tekur heima fólk þessu? Ég held að menn blóti fyrst að þú myndist hérna
á Sigurbjörn Árna hérna, Bjössi Hjaltagerði sem að kallar þetta veður frá helvíti, að menn bara segja þvílíkt andskotans veður, og það þetta þekkt að það getur snjóað hérna leikur hvaða dag í júní, eða sérstaklega að snjó gránar yfir nótt og svo bara ferðað næsta dag. En já, ekki rétt hjá mér að Mývatnssveit liggur í 270 metra hæð yfir sjávarmáli cirka, svona jafnaði? Jú, 270-280, og þannig að miðað við það margar skilgreiningar erum við á hálendinu, en venjulega, eins og maður segir, 5.-7. júní væru menn að athuga að fara að sleppa fé á fjall. Núna sjá menn fram á að vera með fé, það tóku svo til allir fé inn á mánudag, eða byrjuðu jafnvel á sunnudag, og eru að horfa á það að þurfa að vera með fé bara á fullri gjöf. Og ég sem sagt var með hundinn hérna inni í gær, og hann svona bað að fara út til að míga, og hundurinn reyndi að halda í sér eins lengi og hann gat til að þurfa ekki að fara út í veðrið. Já, það er nefnilega það. Og þegar þetta fé er sett inn, þá geta komið upp vandræði. Mér skilst að hann svo langt síðan ég var sveitastrákur í Vogum í Mývatnssveit, og hérna man nú ekki landbúnaðar kunnáttunum sem skildi, en er ekki rétt aðtugað að ær geti orðið geldar ef þær eru að flakka inn og út, borða töðuhey inni eða úti, og það geti haft áhrif á framgang lambana. Já, ég sem sagt þú ekki að tjá mig sem sagt of mikið það, en auðvitað allar svona bara snöggar fóðurbreytingar, eins og að bara fara af beit á hey aftur, og það er kannski sérstaklega einmitt bara með lömbina. Þau voru búin að læra að beita sér, og þau kunna ekki að éta hey. Nei. Og þá bara, gangaðu hart að mæðrunum, og lömborðin stálpuð, og þá jafnvel fara ærnar að verja sig fyrir lömbunum, bara af því að þær hafa sjálfar ekki orku í þetta. Þannig að, eins og maður segir, það kannski horfir ekki til fjárfellis, en það getur alltaf komið upp júurbólga og bara, vandamál hjá fé svona. En bara, lífríki, að það var nú einhver tímann gerð vísa hvað tíðin væri vond, en allavega í þessu veðri það er nú varglust, sem sagt, það er ekki mývargur í dag. Nei, en sko Siggi, þú vinnur hjá Vatnajökulsþjóðgarði, þú ert landvörður, er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú. Og umhverfisvernd er þér í huga alla daga. Er mál heimamanna þannig núna að þetta veður algjörlega einstætt eins og það er vegna þess hver langur þessi hvellur er í júní, heldur að sé að ræða loftslagsbreytingar? Það er erfitt að segja, en eins og maður segir, það sem að þetta með loftslagsbreytingar, það og hlýnun jarðar, það þýðir ekkert endilega að það hlýni, heldur einmitt að veðrið verði alltaf, sem sagt, bara ófyrir sjáanlegra og verði öfgafylltra. Og ég, sem sagt, kærastan mín er þýsk og býr í Suður Þýskalandi, og þar eru þau búin að vera að kljást við flóð aldarinnar. Menn eru jafnvel að tala að það er svona 3 alda veður sem er þar, og
bleytan úr því sem að þar sem að ringdi á 50 dag, það svo sem að sýnist mér, sem að koma núna norðan úr Íshafi til okkar, þannig að eins og maður segir óvenjulegt veður í Evrópu, óvenjulegt veður hér, sjórinn og hlýr við suðurströndina, Lundin, að þetta engin eyland, það hangir allt saman. Einmitt. Ég sé þó, Sigurður, að sumir heimamenn eru ekki búin að missa húmórinn, samanber Jóhann Kristjánsson eða Issa í Björk eins og maður kallaði hann í gamla daga. Hann dró fram jólatréð og óskaði bara gleðilegra jóla. Þú tók myndaði. Já, ég skil hann vel að élin í gær, þau voru á tímabili svo dimmjarna að hérna á skrifstofunni að það bara dimmdi inni. Maður fór að bara kveikja ljós og við vorum einmitt að tala um að tilfinningin væri svona eiginlega alveg eins og á aðventu eða einhvern veginn þannig. Og í gær skaflinn á hlaðinu hjá mér eftir 24 tíma snjókomi var orðin 1:20. Já. Og það sem sagt myndaðist við skjólbelti og hann leit eiginlega bara nákvæmlega upp eins og skaflinn sem að var þar áramótin. Já, sumir einmitt hafa sagt að þetta sé bara versta veður sem kom í vetur og sannarlega í sumar. Já, þetta og þetta líka þetta veður sem að mjög bara erfitt að lesa í, vegna þess að bara hálfri gráðu heitara eða kaldara, það snjólína kannski 50 metrum hærra. Og það sem að maður sér bara, já, eitt eru farfuglarnir og annað eru ferðamennirnir. Það komið fólk hérna sem ætla að fara í gönguferðir og það kemur og segir, heyrðu, ég reikna ekki með þessu, ég á vetrarbúnaðinn en ég skildi hann eftir heima. Já, einmitt. Þetta eru miklar hamfarir, þetta kallar á æðruleysi. Það eina sem að við sem búum hér við aðeins skára veður, Siggi, að getum sendt ykkur hlýtt eru kveðjur, en svo sannarlega sendi ég hlýjar kveðjur til ykkar og annara og vona nú að það fara að sjá fyrir endan á þessum ósköpum. Já, maður einmitt að reyna að upplýsa ferðamenn hversu óvenjulegt þetta veður sé. Já. Og við hérna fyrir norðan, við hikum ekki að grínast með það, þetta svo óvenjulegt veður að það sé líklega bara besta veður á Íslandi í Reykjavík í dag. Og það gerist ekki oft. Sigurður, kæra þakki fyrir samtalið og gangi ykkur vel í þessu verkefni. Þakka þér kærlega fyrir. Nú, þá verður þessi þáttur okkar hér á Samstöðinni í kvöld ekki lengri. Við minnum þá sem vilja styrkja okkur á að það hnappur á vefsíðunni samstöðin.is þar sem ástendur áskrift. Það þarf að skrolla aðeins niður þegar þið farið inn á síðuna. Þar eru margir sem styðja okkur og halda okkur gangandi með mánaðarlegu framlagi sem hóflegt, 2500 krónur held ég að það sé. Og við keppumst við að efla dagskrá samstöðarinnar eins og hægt þökk sé ykkar stuðningi. En þátturinn verður ekki lengri í kvöld. Við sjáumst aftur annað kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.